Gott kvöld og velkomin að Rauðaborðinu þriðjudaginn 5. maí. Ég heiti María Lilja og ætla að vera með ykkur hér í kvöld ásamt samstarfsfólki mínu og góðum gestum sem að ræða allt milli himins og jarðar. En hér lokar Björn Þorláksson þætti kvöldsins með Dr. Inga Agnarsinni sem dýrafræðingur en hann á leiðinni til Madagaskar með nemendahóp frá Háskóla Íslands. Hann ræðir ferðina sem hann á fyrir höndum og á samt ýmsu fleira, meðal annars sterkasta efni í heimi sem finnst í Kónguló. Ásdís ræðir hér við Fjalar Sigurðarson gervigreind en Fjalar segir að gervigreindin sé hún notuð sem persónulegur aðstæðumaður getur hún gefið þér forskot og jafnvel sparaði tíma. Jón Óðinn Våge flutti til Svíþjóðar eftir hrun og hann flytur hér drápu Djöflaeyjuna við Björn Þorláksson. Guðný Eydal, Ásdís Arnalds og Laufey Líndal ræða fjölskyldustefnur eða hugsanlegan skort á slíkum hér rétt á eftir en við byrjum þátt kvöldsins á heimsmálunum. Magnea Marinósdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur, kemur hingað í spjallu mig eftir stuttarauglýsingar hvað sé að gerast í heiminum. Gjörið þið svo vel. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað komin góður gestur til að ræða það helsta svona í heimsmálunum. Magnea Marinósdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur. Vertu velkomin. Takk fyrir. Það alltaf eitthvað í gangi. Það bara einhvern veginn tímandi sem við lifum akkurat núna. Það miklur umbrotatímar. Kannski byrjum bara á þessu svona, sem að hefur verið helst í deglunni. Það Íran og Hormúsundið og þetta svona, hvað ég var að segja, þetta svona stand down einhvern veginn sem þannig á milli Trump og Írana. Það sem sagt búið að blokka Hormúsundið beggja vegna af sikkurum hernum og svo ganga ykkur skot og á skip og annað þannig og víxl. Enginn ætlar að bakka, það samt virðist ætla að halda þetta vopnahlé. Hvað hefur eitthvað svona sett inn í nýjustu vendingar þarna Já, náttúrulega maður hefur þetta svona fylgist með og núna náttúrulega líka bara kom þetta 14 punkta friðarplan frá Íran í Pakistan sem svar við því sem að Bandaríkin höfðu sett fram áður. Og fyrst var Trump mjög svona ekki ánægður með þetta plan en nú hefur tónninn svona breyst og þannig að bara standa svona yfir samningaviðræður virðist vera. En það líka auðvitað áhugaverst að þarna Bandaríkin og Ísrael að nota sinn hernaðarmátt til þess að knýja fram
reyna að knýja fram ákveðna hluti. Ég meina, það er búið að tala stjórnarskipti og kjarnorkuáætlun Írans fer ekki að veruleika og líka draga úr hernaðargetu þeirra almennt og á sama tíma að þá náttúrulega Íran hefur ekki róð hernaðarlega í sjálfu sér gagnvart Bandaríkjum í Ísrael en þeir náttúrulega hafa stjórn eins og Hermus og alveg eins og hútarnir gerðu á sínum tíma með þenn mikilvæga skipaskurð sem þannig í Rauðahafinu og þá hækkaði flutningskostnaður þegar þeir skutu á flutningsskip þar 250% og skip voru farin að fara langa leiðir fyrir Otta Suður Afríku til þess að koma vörum og þetta hefur náttúrulega núna með olíuverð að gera, það hefur hækkað 50% í Bandaríkjunum og þetta víða í Evrópu og þannig að í raun og veru þá eru þessi tvö ríki að berjast dálítið með svona dálítið ólíkum vopnum og þetta sýnir í raun og veru líka þessi hernaður skammsímana í heimi þar sem við erum öll svona tengd í gegnum verslun og viðskipti og erum háð hvort öðru og hvert öðru ýmislegt eins og olíu og bensín og þvílíkt að halda að þú náir fram einhverjum svona markmiðum með hernaði og þegar í raun og veru þú þarf síðan að takast á við allar efnahagslegu afleiðingarnar af þessu. En við sjáum nú til hvað verður. Það virðist vera sem að Íran er með svona nokkra lykilkröfur. Það náttúrulega að hafa stjórn á þessu skipasundi og það að láta lyfta þessum efnahagsþvingunum og líka öllum frystum eignum og reikningum sem hafa verið. Fá skaðabætur út af þeim skemmtum og þeirri eyðileggingu sem hefur verið valdið og líka það að geta verið með kjarnorku til friðsamlegra nota og þannig að og það náttúrulega og líka það sem að náttúrulega mun eflist og þarna náttúrulega stendur nývinnu kunni þetta svo ólíkar kröfur og þeir vilja náttúrulega ekki neina herstöðar þarna í Miðausturlöndum og fá tryggingu fyrir því að vera ekki ráðast að aftur með vopnum. Þannig að þetta náttúrulega staða núna og það verið að reyna að semja, það þó myrkvasti það sem að gerast og það auðvitað ekki síst út af þrýstingi vegna þess að þó að svona kannski Íran í einhverjum hefðbundu skilningi myndu ekki vinna þetta stríð svona hernaðarlega, þá þeir að gera það í raun og veru efnahagslega og það að breytast við þurfum auðvitað gagnvart þessum hernaði, þau voru svo sem ekkert jákvæð í byrjun en sann sem áður, þú veist, öll þessi gagnrýni og allt þetta ákall að önnur ríki, vestræn ríki styðja hana herna, þau eru ekki að koma, þannig að það meðal annars auðvitað út af afleiðingunum. Akkurat. Þannig að en þetta það sem kannski svona nýjast í þessu, það í Sameinuðu arabísku furstadæmin. Þau hafa núna og liggja undir ámæli Írana fyrir að vera svona proxy aðili þannig á svæðinu fyrir Ísrael og fyrir Bandaríkin. Þeir drógu svo út úr olíu land, hvað heitir það, ég man ekki skammstöfun þetta eru lönd sem að framleiða og selja ráolíu á þessu svæði og pluss Rússland reyndar og þetta svona og eitt af þessum lykillöndum sem að dróð sig út úr þessu samstarfi. Þetta samstarf var einmitt búið til þess í svona ákveðnum varnartilgangi í Miðausturlöndum 70 og eitthvað þegar það var notað einmitt sem vopn gegn Ísrael og þá vestrana heimi svolítið vegna þess að það í heimi sem svona ábúðslega reiðir sig svona á olíu þá hægt að bara gjörsamlega það hægt að svelta fólk og stöðva hjóla atvinnulífsins með bara alveg svona miklum hætti. Algjörlega og þetta bara fínt einmitt á minnist á þetta vegna þess að það kannski í raun og veru þegar við höfum verið að ræða þetta stríð og þessa árásir á Íran þá kannski minna verið rætt svona efnahagslegu hliðarnar á þessu hvað var undanfarin vegna þess að
að ég var á félagsstundum daginn hjá Magnúsi Bernharðssyni sem svona sérfræðingur í Miðausturlöndum og hann var að tala ákveð svona ofmat og vannmat og því líkt þegar það hefur verið að ræða þetta stríð eins og bara seglan í Íran meðal annars. En þegar maður velti fyrir sér sko hvað Trump gerði þegar hann komst fyrst í valda, hann ætlaði ekki að stuðla að fleiri stríðum og hann ætlaði að stuðla friði í Miðausturlöndum. Og hann gerði það með þeim hætti einmitt að koma á þessum samningum við nokkur ríki í Miðausturlöndum, einmitt eins og Sameinaðu arabísku furstadæmin, Bahrein, Marokko og Súdan og það voru samningaviðræður við Sádi-Arabíu sem Biden hélt áfram sem þessi Abrahams samningar sem eru að normalisera samskipti við Ísrael og viðskiptaleg samskipti. Og á sama tíma þá má auðvitað segja að augljóslega sem sagt, var vanmat á því hvernig palestínumenn myndu bregðast við vegna þess að það sem gerist er að bæði heimastjórnin og Hamas samtökin mótmæla þessu vegna þess að það þangað fram að þessum tíma það hafði alltaf verið talað að normalisering við Ísrael myndi aldrei verða nema væri rætt það fullveldi Palestínu og stuðning við það sem var ekki gert þarna, þetta var algjörlega jaðarsett. Og hvað gerist? Þessi árás Hamas sem kom öllum í opna skjöldu og kom öllum í uppnám náttúrulega, líka þessum samningum við Sádi-Arabíu og þetta allt hluti líka af því sem hefur verið að gerast þarna í Miðausturlöndum og snýra belti braut Kína sem að nær núna til einna og þessar stórvelda pólitíkur eins og samkeppni milli Kína og Bandaríkjanna og auðvitað Rússa líka, þú veist, út af því að það eru sko Kína, Rússar og Íran og svo það Bandaríkin, Ísrael og svo mörg þessir arbísku eða ríkja í Miðausturlöndum og Golfríkin sem eru á bandi þanniglega Bandaríkjanna og belt og braut nær núna til 155 ríkja og þetta eitthvað 70% af allir þjóðarframleiðslu heimsins og sem ansvar við þessu og það undirlega í Bandaríkina þá kom upp þarna efnahagsgátt Indlands, Evrópu og Miðausturlandana og þar eru til að mynda Sádi-Arabar inni og Evrópulönd og þetta gengur allt út af flutningaleiðir, bæði á landi og í sjó og koma á, þú veist, olíu á ákveðna staði og svo framvegis og það sem hefur gerst núna með þetta stríð á Íran er að það er verið að reyna líka að koma því til leiðar að svona ákveðna flutningaleiðir eins og olíu þær bara farið fram hjá Íran og þú veist og þetta farið í gegnum þú veist höfn í Ísrael og Miðjarðarhafið og þvílíkt. Þetta er allt í raun og veru rosalega sterkir efnahagslegir hagsmunir líka sem eru þarna og það hefur kannski ekki mikið verið talað það. Auðvitað Kína hefur í raun og veru lítið tjáð sig þetta stríð öðru leitin því að það ætti bara hætta og stöðva það sem allra fyrst. Rússar eru náttúrulega bara sínu innrásstríði í Úkraínu þannig að þeir koma lítið við sögu. En svona alveg eins og að benda á, það er í raun og veru, hefur líka bara verið þetta svona hver er svæðisbundi svona hver hefur mest völdin á svæðinu, Sádi-Arabíu eða Íran og þetta tengist allt inn í þessa svona stórvelda pólitík og þetta svona valdajafvægi og yfirráð yfir flutningaleiðum og olíuauðlundum og ekki síst vassauðlundum og það er núna náttúrulega hafa til að mynda kannski dálítið líka í skugga Íransstríðsins að þá hefur Ísrael fært gullin og Gaza og nú er ísraelski herinn á 60% af því landsvæði og þetta hefur gert líka núna í Líbanon. Það er þarna á sem að ég man núna ekki fljóti bara hvað heitir, hún er búin að skrifa, Litani áin heitir hún og hún er þarna í Líbanon og það eru 20% Líbana búin að flýja heimili sín vegna þess að Ísraelsir er að fara einmitt nákvæmlega upp að þessara á og reyna að ná svona yfiráðum þarna, þetta er líka náttúrulega landamæri en þarna liggja þorp meðfram manni og þarna hefur verið hernaður bara gegn saklusum borgurum. Þannig að þetta er rosalega mikið að hafa ákveðið vald á landsvæði, náttúrulegum auðlindum, flutningaleiðum og vera svona ráðandi aðilinn þarna á svæðinu.
Þetta, að því þú nefnir Líbanon, þá ég held að ég hafi séð nýjustu tölur 3.500 manns sem hafa verið drepin þarna í Líbanon, einhvern veginn í sko Írans deilunni, sem að, þú veist, sem að einhvern veginn ég bara fyrir svona leikmann ætti að vera bara snar undarlegt, bara hvers vegna í ósköpunum. En núna hefur þetta víða svona í svona stærstu fjölmiðlunum, heimsfjölmiðlunum þetta kallað sko Hezbollah í Ísrael deilan sem að mínum að þetta allavega bara eitthvað svona eftiráskýring sko, af því að þetta snýst, eins og þú segir, þetta snýst efnahagsmál, þetta snýst yfirráð yfir mikilvægum flutningaleiðum, þetta snýst yfirráð yfir olíu, vatni og þar fram eftir götunum. Og það akkurat máli að þetta 1982 ræðst Ísrael inn í Líbanon til þess að flæmi burtu frelsishreyfingu Palestínumanna og sem þið tókst, en þá var Hezbollah til í kjölfarið og núna þá hefur landstjórnin í Líbanon verið að reyna að halda aftur af Hezbollah þannig að þeir fari ekki fram með hernaði í tengslu við það sem að gerst með Íran, en það hefur eins og ekki gerst, en þeir Ísraelina náttúrulega hafa gengið fram með mjög hörðum hætti og einmitt bara í raun og veru náð undir sig og eru bara hreinlega að ná undir sig auknu landsvæði á nákvæmlega höstu og ert að benda á. Þannig að þeir nota tækifæri núna. Og það saman má náttúrulega segja að það náttúrulega hörmungar ástand bara í Palestínu, þetta ástandi að sífellt að versna á Vesturbakkanum, árásir, landingu fólks á íbúana og líka vera að koma í veg fyrir til mynda það verið fréttum daginn að börn komst ekki í skóla og það var búið að setja gallaverðskerðingu á leiðina og Palestínumennir læra að snemma að mótmæla og börnin náttúrulega mættu með bækurnar og sátu við gallaverðskerðinguna og læruðu bara þar. Ótrúleg þraut segja í þessu fólki. Akkurat. Og svo náttúrulega eins og þessar aukna árásir líka á kristna eins og gerist í Austur Jerúsalem þar sem að nunna varð fyrir árás manns og það og náttúrulega eins og ástandið á Gaza, þarna býr fólk auðvitað núna bara á 40% landsvæðinu, lokað af eins og dýribúri eins og hefur alltaf verið alveg síðan 2007 og aðstæðunar eru hörmulegar. Þarna fólk býr við húsakost eða þetta bara tjöld, þetta eru varla tjöld. Þau halda ekki vatni eða vindum og þau líka halda ekki myndurum frá og það bara rottur sem að býta fólki í svefni og alls konar skortir. Þarna dreifast sjúkdómarnir út, húsjúkdómar, niðurgangspestir, drykkjavatn ekki hreint, hreinlega aðstæða nánast ekki til. Og það kom einmitt maður sem heitir Mustafa Salameh og hann sem sagt Palestínumaður sem fæddist í flóttamannabúðum, foreldrar hans flúðu 1948 og hann á sér svona sögu sem ég ætla ekki að fara út í annað en það að hann mikill fjallagarpur, fór að klífa fjöll og hann einn af þeim 20 sem hafa náð að fara á alla hæstu fjallstinda og öllum 7 heimsálfunum, The Seven Summit eins og heitir á ensku, ég veit ekki alveg hvað heitir á íslensku og þverað Norðurpólinn og Suðurpólinn og farið líka yfir Grænland og hann núna, í byrjun apríl þá fór hann sem sagt byrjaði hann för aftur upp á topp Everest og til þess að vekja athygli á aðstæðunum í Gaza og líka að safna fé til þess að sé bara hægt að kaupa nauðsynjar svo mat og lyf, hreindrykkjavatn, tjöld sem að þó minnskosti eða einhvers konar húsakost kost að vera gámar eða tjöld og þvílíkt, þannig að fólk bara geti, hafist þarna við vegna þess að þetta alveg hörmulegt ástand og Félag Ísland-Palestína ætlar að vera með samstöðugöngu sem byrja núna á laugardaginn, klukkan 10 fara á Esjuna. Það verður svona Esen og Everest og svo þær verða alla laugardag klukkan 10 og svo miðvikudaginn klukkan 5 og bara til þess að sína samstöðu og og svo verður honum Mustafa send kveðja í gegnum Instagram frá steininum þegar fólk kemst upp á toppinn og þetta það auðvitað sláandi hvað þessar aðstæði fólks og þetta skulle bara viðgangast
og auðvitað börn og fullorðnir vannærðir og líka það að drápa palestínumönnum, þau halda bara áfram. Það er bara hægt að fjalla um það. Það er ekki lengur tala um það þó einhver sé skotin á færi. Maður hættur að sjá þetta á Instagram og það er einhvern veginn búið að þagga niður í því. Það er svona, ekki nema að maður sé sko, með stjörnumerta einhverja svona ákveðna reikninga. Algjörlega. Þá kannski fær maður þetta svona inn í fítið sitt og maður getur svona fylgst með því sem er í gangi. En það er auðvitað líka bara, það er ástæða fyrir því að það er ekki verið að fjalla um þetta, því að það var hérna tímabil limit fyrir, hið meinta vopnahlé, að þá það var svo mikil reiði í heiminum fyrir Palestínu og það var það einhvern veginn svona, var það einhver slagkraftur þar sem við erum að fylgja svo litið með núna eins og til dæmis í Bretlandi þar sem er bara hreinlega verið að ræða að banna Palestínugöngur og það sem er verið að og í Þýskalandi það sem er búið að banna sko palestínska fánan og alls konar bara frjáls Palestína mótmálaspjöld og fleira og þetta er einhvern veginn svona það er verið að berjast aftur, það er verið að kæfa niður þessa byltingu sem var svona einhvern veginn farin að var komið svona undir alltaf. Í Bretlandi gerist þetta í kjölfar þess að Tyrkíingar voru drepnir af einhverjum manni og sem hefur sko eins og maður segir og þá á að setja allar svona samkundur og sem snýra Palestínu svona undir miskusti frekara eftirlit en sann sem áður ég veit ekki alveg hvort það er rétt að tengja eitt svona einstakt atvik við það að fólk safni saman og kalli eftir því að mannorast og komist inn á Gaza þú veist Palestína fái fullveldi og þetta sem er í gangi bara stöðvist og það var maðurinn daginn Tim Slade sem gerði mynd sem heitir The Veto eða neitunarvaldið í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Þetta er heimildamynd og félag Sameinuðu þjóðanna í Íslandi var að sýna þessa mynd bæði í Mannréttindahúsinu morguninn og svo í Bíóparadís seinna daginn eða kvöldið og þetta er alveg stórmerkileg mynd út af því að hún fer auðvitað yfir söguna en hún fer líka í raun og veru að skoða hvernig neitunarvaldinu er beitt að þessum 5 ríkjum í öryggisráðinu sem hafa neitunarvald og það er komin í raun og veru hreyfing í sjálfu sér bæði innan Sameinuðu þjóðanna og utan að setja þessu neitunarvaldi skorður vegna þess að þegar að neitunarvaldið er farið að nota það í raun og veru til þess að sé hægt að fremja þjóðamorð, fremja stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni, þá skýtur það skökku við vegna þess að þau hafa og líka það að það er einn grein í Sameinuðu þjóðasáttmálanum 27,3 sem að segir í raun og veru að ef að máli sem er verið að greiða atkvæð snýra því ríki, þá ætti það ekki að taka þátt í atkvæðagreiðslunni. En þeir sem stöðva meira og minna allt sem snýra Úkraínur og Rússar, þeir sem stöðva allt sem snýra að Ísrael eru náttúrulega auðvitað Bandaríkin, þannig að það eru ríki sem er mjög ríkra hagsmuna að gæta sem stöðva allt sem snýra þeim og þetta er náttúrulega farið að snúast algjörlega upp í andhverju sína. Og það byrjaði 2022 svona ákveði frumkvæðin innan allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna sem snýra því að fara að skoða þetta vegna þess að það er okkur þessi svona varnaglar sem við erum með og sem að eiga auðvitað virka til þess að koma í veg fyrir að þessi stríðsátök eigi sér stað og hvað þá þjóðumorð er tilraun til þess og glæpi gegn mannkyni en það er bara það er ekki hægt vegna þess að áleitin sé snúa því að koma í veg fyrir það þeim það eru bara stoppað með neitunarvaldinu. Þannig að það er mjög gott að það er komin umræða þetta og út af því að hvað er að gerast á Gaza. Ég meina þetta er náttúrulega bara hörmungar sem eiga sér stað og maður vill auðvitað ekki maður vill vanlega ekki líka neinu við helfurina en þetta er náttúrulega, hvað er þetta annað en útrýmingabúðir sem eru þarna. Fólk er þarna, það hefur ekki einu sinni þá möguleika að flýja vegna þess að þau eru umkringd af hernarstöðunni í Ísrael sem að hefur allt vald þarna yfir fólkinu og það er líka berast hörmulega fregnir og auðvitað skýrslur og á því bara kynferðisofbeldi að gagnvart Palestínumönnum sem haldi föngnum
og ég held að maður fer ekkert úti í það en það er bara, þetta er bara alveg hörmung. Þetta er eitthvað svona sem að mann hefði aldrei dottið í hug. Nei, og það er líka algjört refsileysi líka. Og það var eitt... Og svo auðvitað það sem að gerist er með svona lögleiðingu aftöku á palestínsku föngum sem að fekk brautagengi á Ísraelska þinginu sem þýðir einfallega það að nú verða og þeir hafa skreitt sig með svona snöru sem er algjörlega, þetta er svo viðbjóðslegt. Já, og það var akkurat og hvernig er mögulegt að misbjóða fólki, þú veist, í raun og veru akkurat þetta, allir með mynda á snörinni og hattur og rór svo mikið og svo fögnuðu þeir í þinginu og voru að opna svona kampænsflöskur, freyðvinn og fagnesu allir saman. Já, bara marsipanköku með svona snöru á. Og þetta er allt fanga sem eru í haldi hersins og þetta er allt réttarhöld sem að eru á vegum hersins og mannréttindasamtök eru þetta búin að benda á það að þau eru ekkert alveg uppfylla í raun og veru meginreglur réttaríkisins og nei, og það er náttúrulega, þá átti auðvitað að láta reyna á það hvort að þetta stæðist stjórnarskrá og sem sagt Ísraels. En svo sér maður líka auðvitað út af maður fylgjast aðeins með fjölmiðlum auðvitað í Ísrael að það er orðin rosalega, það hefur auðvitað verið hjá vissum fjölmiðlum alltaf gagnrýni á ríkisstjórnar og sérstaklega eftir hún var svona hægri öfgasinnuð og þjóðernissinnuð og núna í seinni tíð Benjamin Netanyahu. En það er orðið rosalega gagnrýni og þú veist, ef maður les Haaretz og plus 972 Magasín og fleiri fjölmiðlar, jafnvel bara Times of Israel, að þá er komin rosalega gagnrýni á ríkisstjórn Netanyahu og þú veist, ástandi á Vesturbakkanum og í Austur-Jerúsalem og líka á Gaza. Þannig að og það er náttúrulega, það hefur aldrei verið jafn margir Ísraelsmenn sem hafa bara farið úr landi, margir njóta þess að hafa tvöfalda ríkisborgararétt en það sem eftir náttúrulega eru kannski þeir hörðustu og öfgafyllstu sem að þeir fara ekki, þeir eru þarna í landinu og virðast vera að ná meira og meiri völdum þá líka eftir að koma í ljós hvernig kosningarna fara næst. En eitt í sambandi kannski til viðbótar að og svo ég vitni nú aftur í Magnús að hann var einmitt að benda á þessa stefnu sem heitir Dahiye stefnan sem að hersfóringi sem heitir Gadi Eisenkot kynnti til sögunar og þetta var í stríði gegn Líbanon 2006 og þessi stefna í raun og veru gengur út af það að bara að vera með rosalega miklar árásir og sem eru hlutastlega miklu meiri heldur en tilefni er til og og valda sem mestri eyðileggingu á innviðum og með þeim hætti reyna að fá fólk til að snúast gegn þeim aðila sem að er þeim fjansalegur, þar sé Ísrael sem verður þá Hezbollah og Hamas og þvílíkt og ég hafði nú ekki heyrt þessa stefnu en þetta passar við það sem að maður hefur séð að hefur gerst bara eftir 2006 og 2007 eftir að kemur þessi herkví Gaza að þá hafa það var meist að gera greining á því hvað árásirnar 2008 og 2009 og svo 2012 og 2014 og síðan núna síðast var alltaf meiri stigmögnun og skopmerkin urðu alltaf meiri og meira borgarleg skopmörk samanbyrju hernaleg og fleira og það bara virðist vera að sé að nota þessa stefnu sem sé bæði í Palestínu og auðvitað núna í Líbanon og svo auðvitað gagvart Íran. Akkurat. Og það sem maður saknar svo litið í þessu öllu saman er
kannski að því að það mikið, hér mikið rætt Evrópusambandið vegna fyrirhugaðra kosninga í ágúst. Man vantar einhvern veginn svona, þú veist, sterkari viðbrögð þaðan, bara svona, hreinlega til þess að manni langi einn svona íhugaða að vera einhvern veginn í svona samfloti með Evrópusambandinu. Núna það sem gerist í síðustu viku að Trump segist alltaf að færa í burtu hermennina sína frá Þýskalandi, eitthvað sem að mér skilst að sé núna einhvern veginn gengið tilbaka. Það er oft talað líka þetta að Trump sé í svona bjúrokrasíu stríði við Evrópusambandið og maður svolítið erfitt með að ná utanum bara þetta allt saman í rauninni, Trump, Evrópusambandið, það sem að gerast í Miðausturlöndum og svo auðvitað Úkraínu og Rússland líka, þú veist, þetta er einhvern veginn svona, þú veist, hvar ætlum við að standa í þessu öllu saman? Ætlum við að gera kröfur á Evrópusambandið ef að við göngum inn í það að það verði búið til einhvers konar friðaráætlun þú veist, og þar fram til göttunum. Það er einhvern veginn svona, það er allavega þetta sem ég sakna í umræðinni. Já, það er náttúrulega, það verður alltaf svona reglulega þetta svona dálítið vatnaskil og svona breytingar í öryggis- og varnarmálum og þetta gerist náttúrulega eins og sérstaklega auðvitað eftir lok kalda stríðsins og þá var einmitt farið að endurskoða hlutverk Norður-Atlantsbandalagsins eða NATO og hvort að það veri bara þeirra tími veri búinn og það þyrfti ekki lengur svona varnarbandalag en það fekk náttúrulega líka nýtt hlutverk í raun og veru í kjölfar þess að þetta var náttúrulega skammvinnu friður, það brutust út alls konar átök í víðsvegar heiminn eins og Afriku og fleiri stöðum og það var stofnað þetta Partnership for Peace og NATO fór meira að fara í friðargæslu og því líkt og þannig að og svo fór náttúrulega varnarliðið héðan 2006 og ekki var því vel tekið en það var hins vegar auðvitað bara í samræmi við það breytingar sem voru þá og svo akkurat núna að það var akkurat að verða aukin viðbúnaður á öryggisvæðinu Já, og bara stendur til að stækka það bara heilan helling og byggja hér hafnir og... Já, algjörlega. Það þegar komin kjörbúð á hersvæðið á Reykjanesinu? Já, það byrði að byggjast mikið upp og kannski hefur verið ekkert mikið í opinberi umræði, þú veist, þessi uppbygging einstaklega sinnum eitthvað viðtöl við fulltrúa utanríkisráðsins en það er sama, þetta er það sem er að gerast og svo er náttúrulega þessi tókstræta sem er á milli Trumps og annara aðildarríkja að þeir taki meira ábyrgð eigin vörnum Evrópa og þá er náttúrulega spurning bara, þú veist, hvernig það er gert og það eru þetta verið að ræða það, ég meina, ef maður hugsar til þess svona hlutist Bandaríkjanna innan Evrópu svona sögulega að þetta er seinni heimsstyrjöldin og þeir fara í lið með reyna að fara í lið með Bretum og gegn Þýskalandi og þessum fasísku ríkjum og í raun og veru vinna og koma síðan inn með allt þetta fjármagn sem hafa kennt við Marshall aðstofuna og það er alveg ótrúlega fjöldi ríkja sem fengu þess aðstof, þau eru svona tæplega 20 en þetta var skilyrt að þau gætu ekki stjórnvöld mæti ekki aðhyllast einangrunarstefnu heldur að vera að opna á samskipti og viðskipti og þvílíkt og svona í sögulegu ljósi má kannski bara segja að þetta hafi verið svona aðdragandinn að Evrópusambandinu. Það sem að þú veist þessi Evrópuríki sem áður hefur verið í stríði svona gengur bara í bandalag og og ákvæðu að þau geti verið átökum en ekki vopnuðum átökum og en núna er náttúrulega meiri svona krafa á það að þau taki meira að sér og byggja upp til varnar og öryggismála og auðvitað sérstaklega núna út af Rússlandi og Úkraínu og það er akkur það sem að maður svona sér ekki, maður sér alla þessa umræðu að auka framlag til öryggis og varnarmála en það er ekkert rætt friðarmál eða hvernig ég að stuðla friði eða eitthvað slíkt. Já, það er ekki til friðarbandalag, það er til varnarbandalag og máli er það að það sem er líka mjög áhugavert er að það sem ég farið að verulega líka hugsa að þú veist eins og rétturinn til sjálfsvarnar
Að hvaða leyti ættu við endurskoða hann nákvæmlega eins og neitunarvald Sameinuðu þjóðanna eða öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Vegna þess að ég man þegar að Hamas gerði árásina á Ísrael, auðvitað þeir hafa verið ákærðir fyrir glæpi, stríðsglæpi hjá alþjóða sakamáladómstólum, alveg eins og Ísrael, út af þeir réðust á almenna borgara. En hins vegar að þá einmitt kom þarna fulltrúar Evrópusambandsins sem sögðu Ísrael hefur rétt til sjálfsvörnar og síðan segir já þeir hafa rétt til sjálfsvörnar svo framalega sem það innan ramma alþjóðalaga og þeir hafa rétt til sjálfsvörnar svo framalega sem það innan ramma alþjóðalaga og alltaf svona að minna á það alþjóðlög og þá var ég myndi að hugsa sko þú veist hvenar myndi kannski við hvað vera að í staðan fyrir að svara fyrir sig að það yrði bara nú nóg komið nú bara svaraði ekki fyrir ykkur við setjum bara niður og reynum að finna einhverja lausn á þessu vanda og þessu ástandi bæti ykkur tjónið og reynum að bara koma á einhverju sáttameilun og þú veist einhverju friði og einhverju varalegri uppbyggingu og einhverju pólitískri sko ástæði eða þú veist pólitísk ástandi sem gera það verkum að fólk geti lifa þá og verið örugt og auðvitað veit maður að þetta ekki svona einfalt en mér fannst einhvern veginn hvernig svona alþjóðasamfélagið og verstrænir sko leiðtogar hoppuðu allir til og bara þeir hafa rétt til Ísrael hafa rétt til sjálfsvarnar og vitandi það hvernig hernáðsástandi og hvernig ástandi búið að vera hernáðsvæðunum hversu ójafn leikur þetta var ójafn leikur þetta og hver að verja sig fyrir hverjum þetta ríki og uppreisnarsveit og sjá líka bara hvernig þeir hafa svara fyrir sig í fortíðinni vitandi það að og í raun og veru þá gastu nokkurn veginn vitað hvað myndi gerast hvernig þeir myndi svara fyrir sig ef þú horfir á söguna og þannig ég í raun og veru líka farin að velta fyrir mér bara ekki komin tíma á það að fara að setja fyrirvara við þennan rétt til sjálfsvarnar þú veist í hverju hann felst jújú það á að vera hlutfallslegt en ef það ekki hlutfallslegt ekki í samræmi við tilefnið hvað þá og líka það, ef þú svara fyrir þið með vopnum þá stigmagnast og svo líka, svo það auðvitað bara sko almenni borgarar já, sko, fórnarkostnaðurinn einmitt, og við erum að tala að ég menna þegar að almenni borgarar eru myrtir á einum stað land tekur sér saman og ætlar að hefna þá með að drepa almenna borgarar og þú veist, þá erum við sko komið svo langt út fyrir alþjóðalega ramman einhvern veginn, við erum farin að við erum komið með svona lögleysu í rauninu. Algjörlega. Og stjórnleysi. Algjör stjórnleysi. Og algjörlega svona vannveringu, gagnvart sko lífi fólks og bara og menningarminjum og það náttúrulega búið að eyðileggja þvíleikar menningarminjar í öllum þessum stríðum og sprengingum og jújú, ég heyrði daginn einhvern segja að við Íslendingar verum ekkert meira fríðelskandi þjóðin aðrið en við höfum bara verið svo lánsam að búa við frið. En það þýðir ekki að þú getur ekki tala fyrir friði og tala meira fyrir friði og tala meira fyrir sáttameilun vegna þess að það er raunveru aldrei rætt að það og það er eins og þetta sé svona þú hefur bara rétt til að svara fyrir þig þrátt fyrir að afleiðingarnir að því svari sé náttúrulega sko áframhaldandi hörmungar og svo þannig að það er svona ég veit það ekki þetta er bara alveg hörmulegt að horfa upp á þessi stríð og afleiðingar þeirra þannig að maður fara næmitt að og líka finnst manni óþægilegt að það skuli bara í raun og veru viðbröðin og séu fyrst og fremst þau að byggja upp aukna varnir og líka það að á sama tíma þá er þetta bara fjárframlag til þróunamála til að mynda það er hríðfallið og hvað þá til eins og kvennasamtaka og þeirra sem eru að reyna að breyta samfélagunum til betri vegar þannig að það sé meira fólk bara sé sáttara við að þú veist að búa og þýrlíkt þannig að ég held að
að það væri auðvitað frábært ef að fleiri ríki gætu sko tekið sér saman að tala meira í þágu þess að þetta sé ekki eins sjálfsagt að svara fyrir sig. Veist, þetta bara eins og bjóða hinvangan eða auga fyrir auga, tönn fyrir tönn. En svo framalega sko, þú mátt brjóta eina tönn en ekki allan tanngarðinn sko. Þú veist, en Ísrael að brjóta, fer bara alla leið og brýtur allan tangarinn. En svo maður skilur ekki alveg að því að bara, ef við setjum þetta bara svona í mannesku, bara svona persónlegt samingi, sko, ef að, þú veist, maður verður óbúslega reiður ef ykkur gerir eitthvað á manns hlut, en maður langar ekki endilega að gera það sama við hann. Og hérna, það þú veist... Já, og þó maður langaði það, þá myndi maður... Það væri það ekki svona kannski sjálfsagt. Já, og nema ég hugsa... Maður færi líka í fangelsi ef það væri eitthvað hræðilegt, sko. Ég er bara mjög mikið hugsa þetta í tengslu við auðvitað það er mjög áhugavert hérna árásir Ísraela á Gaza og allt það sem hefur gerst í kjölfarið. Það hérna eitt að því við tölum aðeins hérna svona mögulega olíukrísu bara ekkert mögulega og við bara horfa á hérna olíuverð sko rjúka upp úr og hérna Evrópa mun finna fyrir því að hér í sumar sérstaklega, ég meina ferðaþjónustubransinn einhvern veginn á að vera í mesta blóma og það eiga eftir að falla niður flugferðir, það á eftir að vera svona, það verða áhrif víða, það eru mörg lönd sem auðvitað allur landbúnaður einhvern veginn snýst sko út á annarkvort hráolíu sko til þess að keyra fram orkufrekan hérna fóður iðnað eða annað. Þannig að það er svona, þú veist, þetta verður svona, svona eins og bara einhvers konar svona snjóbolti, sko. Og hérna ég las svolítið svona skemmtilega eða svona áhugaverða hérna pælingu í tengda kynverjum og beltabraut og þessu og svona hnattræna suðrinu sem að verðist svolítið vera farið að kveikja á þessu. Og þarna að því að núna sko það barast olíuna, það núna svolítið eins og suðrið sé að svona ég eigi kannski eftir að hugsa svona aðeins á undan. Það vegna þess að það rafvæðingin. Hún að eiga sér stað svona hérna allavega í svona norðanverðri Evrópu og víðar. Sko, Kínverjar eru farnir að, ég held að sé 20% af sko hérna innlendri orkuþörf sé bara sólarsellur og hérna endurnýtanleg orka. Og þetta eitthvað svona sem að mun koma til með að kannski mögulega verða til þess að það bara komist á friður þannig á þessu sveiði. Að því að ég veit að lönd eins og Ítalía og fleiri eru farin að líta til Albaníu sem að hefur mikla burði til þess að hérna framleiða bæði sólarorku og vatnsorku og hérna þannig að þetta svona, það komið svona aðeins önnur svona mynd á þetta akkurat og þess að deilur. Já, og ég meina það náttúrulega einhvern veginn auðvitað skiljanlegt þegar fólk orðið svona háð einhverju og svo getur það ekki fengið vöruna sína eða getur fengið hana á eins og í Bandaríkjunum að 50% hærra verði. Ég meina ríkisstjórnin að grípa til aðgera hér og lækka fyrirsaukaskatta á bensínu og olíu til þess að koma móts við svona almenning. Og hérna, og það þetta svona pílítið kannski og eftir seinni heimsstyrjöldina hérna á Íslandi þá náttúrulega eiga og vera háður hérna orkugjöfum sem þurfa að koma með skipum eða flugvélum eða með einhverjum hætti á eyjuna. Ég meina það var bara öllu umturnað og farið að framleiða rafmagn og hita vatni bara með þessari orku sem við eigum hér eða fossarnir og jarðvarminn og þetta náttúrulega ýtir auðvitað við löndum að fara að endurskoða hvernig þau eru að afla orku og hérna á hvað þau eru að reiða sig og svo líka tækninni, henni fleygir svo fram. Ég man sko þegar ég var einu svona vinna í landi þar sem var rosa mikið af sól, Afganistan, þá var hérna einn spítali sem voru hérna þeir framleiddu rafmagni með sólarrafhlöfum og þetta var eitthvað stutt af einhverju alþjóðlegum samtökum þýskum minni mig. En þá var allt viðhald og þingli svo dýrt en núna bara hefur tækni fleygt fram, það nanotækni, þetta eru miklu ódýrara og auðveldara og svo framvegis og ég sá nú bara Pakistan og ég sá í landanum daginn að það einhver kúabóndi í Norðurlandi sem að notar sólarrafhlöf til þess að framleiða rafmagn á fjósið sitt. Og þetta, sko, þetta allavega
það er alltaf að ljósta, það er svona, það er komið eitthvað viðbragð bæði við einmitt þessi ástandi sem er að vera háður einhverju sem er svona stórþjóður í sífelldu stríði og þannig að við hin einhvern veginn, við finnum öll fyrir áhrifunum og þannig að, já, þetta er svona, það gaf manni svona ákveðna von. Ég verða viðkynna það, hérna svona, þegar ég las akkurat þetta með Kína og svo hvernig svona Suður-Evrópa farin að skoða orkuskipti. En svo er þetta önnur vandamál sem eftir að koma í kjölfarið, maður átt að sjá því, það er þetta erfitt að bara losa sig við þessar rafluður sem að verða til og hérna það er alveg svona heilt nýtt vandamál en við erum ekki komið þangað alveg strax. Já, akkurat. En það er alveg svo sem ágætt einmitt að binda einhverja vonir við það að þetta hafi friðsamleg áhrif. Já, en svo er hérna, svona utanríkisstefna Bandaríkjanna, hún er hérna auðvitað mikið í fjölmiðlum en svo ekki síður ástandið í Bandaríkjunum sjálfum. Þar hefur fátækt aukist í munað og alls konar bara fíknisjúkdómar, bara heilu borginnar að leggjast í eyði úr hérna fentanýl og hérna einhverju svona umurleg, þetta er bara svona hörmulegar afleiðingar vondrar efnahagsstefnu. Já, nákvæmlega, akkurat. Og hérna bandarískt fólk er orðið ofboðslega þreytt á þessu. Þegar maður tala við bandarískt fólk, þá finnur maður það að 20%, það eru bara 20% bandaríkjumanna sem eru hlindir í þessu árásum á Íran og það eru 49% sem að finnst fjármennin sem varið í allan hernað og þvílíkt eru bara mjög ósatti við það. Þannig að það er að vaksa auðvitað einmitt svona þú veist aðgerðir Trump-forseta sem Bandaríkjanna hafa njóta ekki mikið stuðnings í hans eigin auðvitað ríki Þannig að það er það. En í sambandi við hann og allt það sem er að gerast, það er náttúrulega auðvitað stundum maður hefur alltaf hugsað að svona lýðræðisleg ríki, þú veist, þau í raun og veru og kerfi, þau geta í raun og veru haldið svona aftur af einstaklingum eins og Trump sem að vil kannski bara vaða fram og vaða í stríð. En það er mjög merkilegt að horfa upp á það hvað einhvern veginn þetta lýðræðislega kerfi í Bandaríkjunum er máttlust. Hann fer bara sínu fram og hann fær bara ekki samþykki þingsins og hann fær ekki samþykki, þú veist, það er ekki umboð frá Sameinuðu þjóðirnar, hann bara gerir þetta sjálfur. Og ég meina, og líka þegar svona einstaklingar eins og Benjamin Netanyahu og Donald Trump hittast og ég meina Benjamin Netanyahu náttúrulega með bara Trump líka í vasanum. Hann er búin að fara í 7 heimsóknir til Bandaríkina. Hann, þú veist, þessi kjarnorku samningur eftirlit með kjarnorku áætlun Írans frá 2015 leið og hann kemst til valda þá segir hann upp þeim samningi vegna þess að líka Netanyahu er ekki hlynntur neinum samningum. Hann vill bara leysa málinu á einn veg og þann veg sem að hann hefur verið sýnt að það er bara að ráðast á innviðana og sprengja allt upp og í raun og veru veikja bara óvinnin. Það veist, þetta er bara mjög hefðbundin svona hernaðar hugsun að bara veikja óvinnin sem mest þannig að þú náir bara yfirráðum, yfir viðkomandi og það sami gerst núna þetta með Íran og þetta er algjörlega í mótsöku allt sem að Trump sagði í byrjun að hann ætlaði að stuðla frið með friðsamlegum hætti og ekki með því að fara í stríðsrekstur og svo veit maður auðvitað ekki hvernig þetta hefur komið til en ég meina þú veist, það er náttúrulega Ísrael sem bara byrja að sendja sprengjur á Íran og Bandaríkin að fylgja með en þau líka eru auðvitað, þú veist, með öll þessi skopmörk í Miðausturlöndum með herstöður í 6 löndum og Golflöndum og líka í Jordaníu en það hefur Íran auðvitað skotið á öll þessi lönd og það hefur verið viðbræðið og þeir svo sem vissu það og þurfti að verja sína eigin líka bara herstöður og innviði og hermenn og því líkt Já, ég held að það hafi verið bara núna nýjustu fréttir eru eitthvað mannfall í Sameinuðu Arabísku og Sádi-Arabíu út af einhverjum svona drónaárásum frá Íran. Einmitt, og við erum með æðstu bara völd sem við erum með bara mjög herskáa menn sem eru bara skaðvaldar og þetta stóra hættilegur heiminum að maður hugsa út í það. Þú
þú veist, þetta Benjamin Netanyahu, þetta Putin, þetta Trump og þetta eru æðstu bara ráðamenn í heimi og þeir valda öllum þessum skaða, þeir ákveða það bara eiginlega liggur við eins og virðist vera upp á sitt einstami að fara bara í stríð og valda öllum þeim skaða sem að stríðin valda. Þannig að þess vegna ég að segja, ég held að ég veit ekki hvernig önnur ríki geta reynd að koma í veg fyrir þetta, en sko þetta og ég kemur aftur að þessi rétti til sjálfsvarnar, þá endar þetta með löngu stríði, auðvitað, eins og við erum að sjá núna með Úkraínu og Rússa, og það mikilvægt upp úr því auðvitað Úkraína vinni. Þannig að sé verið að senda sko ríkjum eins og Rússland í réttu skilabóðun. Þau get ekki komist upp með það að ráðast á bara annað ríki og innlima Krímskagan og leggja undir sig land og þvílíkt og verið það þannig ekki alþjóðalög. En á sama tíma En svo er það svo flókin forsaga líka þetta, því að Rússar eru að bregðast við samningsbroti meðal annars við Bandaríkin sem ætluðu ekki að byggja herstöðarna og færa sig nær landamæri Rússlands með þeim hætti. Þannig að þetta alveg og fólk sko rífst mikið yfir því svona einhverju sögulegum atvikum og yfirlýsingu sem voru sagðar og þú veist og það er ekki og það er raun og veru ef að einhver minnist á austustækkun NATO hafi verið ögrandi fyrir Rússa að þá er raun og veru bara litið á þeim sem einhvern pútinista. Það er kannski ekki eina ástæðan en ég held kannski að við höfum kannski við sem erum hérna á Vesturlöndum eins og bara á Íslandi, við höfum alltaf verið í sérstöku sambandi við Bandaríkin og við erum innundir, við erum vinir, við erum vinaþjóðir og við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Hernum myndi ég segja. En hvernig er þetta þá fyrir hína sem er ekki innundir og svo kannski hefur fólk upplifað það pínleiti í tengslu við allt í kringum Grænland. Hvernig Bandaríkin ætluðu sig bara að leggja undir sig Grænland og bara ná þarna að stjórna Grænlandi og en þetta er náttúrulega veruleiki þeirra sem er ekki vini Bandaríkina og eins og ef við förum bara aftur til Írans að það er náttúrulega svo löng saga þarna þegar þessi forsætisráðherra 53 er kosinn og hann ætlar að þjóð bara taka allar olíuauðlindirnar í ríkiseign og Bretar eru ekki hrifnir af því og með aðstoð bandarísku leyniþjónustunnar þá steypar hann á stóli og koma öðrum til valda og þannig að þetta er svona flókin saga og það sem er endalaust verið að hlutast til innri málefni ríkja og þetta þarna í kaldastriðinu út af því að þetta voru sósíalistar og þetta er allt réttlætt og þykir bara í lagi og þannig að maður er líka farin að setja spurningamerki við hluti eins og hvernig heimurinn er. Þú veist, þetta er stundum eins og sýndaveruleiki sem við búum í út af því við vitum alveg að það er fyrsta deildin sem kemst vanlega upp með allt ef ekki, eða flest ef ekki allt og eins og Íraksstríðið. Ég held að sé alveg nokkuð ljóst að það var árásarstríð. Það var ekki, þetta var kallað fyrirfram vörn og preemptive attack en til þess að varna því að árás yrði gerð seinna en það voru í raun og veru engin gögn sem lágu til grundvallar og ég meina það eru margir búin að sýna fram á það að það átt að vera 21 einhverja stöðvar til þess að búa til auðgórunum og búa til kjarnorkuvopni. Það voru 3 stöðvar og það var auðvitað eftirlit með Írak og svo er allt sprengt í tætlur og ISIS kemur til sögunar og DASS og allar þær hömrungar og það er aldrei neitt sem ber ábyrgð á þessu þegar við erum í fyrstu deildinni en hins vegar ábyrgðin liggur alfarri á öllum sem eru vondir í annarri og þriðju deild. Akkurat, og svo almennum borgurum í þessum löndum, já. Það er svolítið þannig. Það er bara kannski má til með að svona minnast á það einmitt líka að því að áður en við klárum að sko að því að við tölum svo mikið með Austurlönd, það eru þetta líka, Bandaríkin standa líka í heilmiklum efnahagsþvingunum og kúunum í Suður-Ameríku, þar sem að í Kúba og
er bara gjörsamlega lokuð af, þar hefur hún bara sjaldan verið verra ástand heldur en akkurat núna. Við höfum rætt það svolítið hérna við þetta borðan, hérna Eyjólfur B. Eymundsson kom hérna og sagði frá því, hann hefði farið þarna og svona brotist í gegnum herkvína með svona svipum hætti og palestinsku hérna flóttilinnar hafa verið að gera, fara með vistir. Þetta er líka, svo velti maður fyrir sér sko í þessu, já og svo þetta bara Maduro, hvar í ósköpunum er Maduro? Hérna forseti Venezuela sem var bara tekin af Bandaríkjunum svona í skjólinn nætur á svona konu sinni og færður eitthvað fangelsi og hérna maður sko þú veist, það er eitt í þessu, þú veist, það er rosalega erfitt að finna umfjallanir sko svona nýtt með þær frásagnir það sem er að gerast nákvæmlega í öllum heiminum. Já, og greiningar og þvílíkt, já. Og það er þetta líka bara hluti af því að sko, þú veist, öll hérna auðstjættin, svona í Bandaríkjunum og þessi svona auðmanns elita sem er svo tengd inn í ríkisstjórn þessara fyrstu deildar eins og þú segir, þeir eiga orðið alla fjölmiðla og hérna, þú veist, og við erum komin á svo skrítin stað, einhvern veginn. Já, það er akkur það, nákvæmlega, að það er náttúrulega mjög, sko, ef við tölum aðeins bara fjölmiðla eins og hérna á Íslandi, það voru náttúrulega bara flokksgögn, eða þú veist, flokksfjölmiðlar, ég meina, þú vissir alveg hvað Moggi stóð fyrir og Þjóðviljinn og Alþýðublaðið og allt þetta var bara þannig að maður vissi hvað maður segja bæjasins var þarna og sjónarhornið og sem er bara oft mjög gott sko að vita en hérna og svo náttúrulega á að átti eins og Ríkisútvarpið og sjónvarpið þetta vera óvilhalt og já, og svo auðvitað hvað er að vera hlutlaus og hvað er að vera óhlutdrægur, það er náttúrulega eins og allir sem eru í félagsvísindum sem að eru búin að ræða mikið og þvílíkt. En þetta er akkurat vandamáli kannski líka, auðvitað eins og við upplifum svo sterkt að það er oft ofsalega erfitt að það er oft verið framsetning á fréttum. Og það er oft erfitt að átta sig að nákvæmlega fyrstulega eignarhaldi sko fjölmiðla og hver eru þá raunverulega á bakvið viðkomandi fjölmið, við vitum það suma en þetta er ekki orðið eins augljóst eins og var áður. Þetta var bara tengt pólitíkinni og svo líka þetta að svona fagleg fréttamennska þar sem að hlutir eru settir í samhengi og eins og ég tek svo eftir þessu núna eins og það er kannski verið að setja fram einhverja tölur eins og til að mynda hversu margir flóttamenn eru á öryggisbátum og ég þekki til svona hluta vegna þess að þetta er kannski fólk sem búin að gangi í gegnum ýmislegt svo sesta hérna að á landi það getur verið ýmsar ástæði fyrir því að fólk fer á öryggisbátur en það er meira langvinn kannski áfallastreita og þvílíkt og en hins vegar sko er þetta skellt svona fram og upphæðnar eru setta fram og þær eru ekki settar í samhengi við þá sko heildafjölda þeirra sem eru á öryggisbátum. Þetta er ekki sett í samhengi við hvað þetta er mikið hlutfall af öllu ríkissjóð. Eða bara hvað útlendingar íslenskir innflytjendur, þú veist, borga mikið í sameiginlega sjóði. Hvað borga þeir í sameiginlega sjóði og svo framvegis. Þannig að þú veist að þetta er að sko, og þetta er bara svona áróður og það er ákveðin svona hugmyndafræði og hugmyndir sem liggja þarna baki en þetta er ekki fréttir í raun og veru, ekki eins og maður myndi vilja lesa fréttir og mér fannst meira áður þegar maður var að lesa fréttir þá var meira verið að reyna að setja hlutana meira í samhengi en það veri upplýsandi og þvílíkt og kannski koma fram með alla hliða máls þannig en núna, mér finnst þetta er rosalega dapurlegt ástand og þá auðvitað líka eflaust aðra fjölmiðla sko en kannski en sérstaklega tekið eftir þessu á heima sko heimiður. Það er svona eins og sé svo litið búið og svo er þetta, ég meina, Fréttastofa Stöð 2 er bara, hætt er það ekki? Er ekki bara Stöð 2 fréttir bara einhvern veginn? Já, það allavega svona stóð til að bara stöða þær algjörlega og ég veit það svolítið ekki svo að verðast þar hanga einhvern veginn. Sín er mitt. Já, akkurat. Og og þú veist, og þannig að það hafa auðvitað alltaf verið eitthvað svona umbreytingar í fjölmiðlaheiminum hérna heima en þetta er eitthvað sem að þarf að
vernda sérstaklega og ég held að það Já. sé starf blaðamannsins og einmitt til þess að það sé blaðamennska sem að þú fáir dýpt og sín og einmitt eins og segir sko samingi í hlutina sko. Já. eins og við erum búin að reyna að gera hérna líka með því að og þú veist, í þessu spjalli með því að setja þetta í samingi við sko, bara allan heiminn, ekki bara, þú veist, með Austurlöndin og brautarykistefnur og söguna og allt þetta og svona. En ég þakka kærlega fyrir að koma Magnea Magnúsdóttir í gott spjall og ég bið ykkur að doka við því að það er meira hér handa við auglýsingar. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Já, komið sæl og veriði velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég ætlaði að ræða fjölskyldustefnu með góðum gestum og hingað er með til mín í stúdíó Guðný Björk Eydal, doktor í félagsráðgjöf við HÍ. Komdu sæl. Sæl. Og með okkur í gegnum Zoom er hún Ásdís Arnalds fyrirgeði. Ásdís Arnalds, afsakið við vefst tunga tönn, látum þetta slæta. Ásdís Arnalds sem er lektor í félagsráðgjöf við HÍ. Er það ekki rétt hjá mér, Ásdís? Já, passar. Takk fyrir, já, ég myndi þetta rétt. Þessi titlar geta oft verið svolítið munnfyllir. En allavega, bara velkomnar til mín. Og fjölskyldustefna. Hvað er það? Guðný Eydal, erum við með fjölskyldustefnu á Íslandi? Já, við erum með fjölskyldustefnu. Fjölskyldustefna er hugtak sem er yfirleitt notað aðgerðir stjórnvalda til þess að mæta fjölskyldunni í verkefnum hennar. En það er samt ekki eingöngu bundið við opinbera því að til dæmis vorum við með fyrir nokkrum áratugum mikla hreyfingu varðandi fjölskyldustefnu fyrirtækja. Að það væri fjölskylduvæn starfsmannastefna og mörg fyrirtæki það var stórt verkefni sem héti Gullna jafnvægi voru að setja þessi mál á oddinn. Og ég bara tók eftir í til dæmis nýlega að Orkuveitan hefur sett sér mjög öfluga fjölskyldustefnu er að mæta foreldrum til dæmis í sambandi við fæðingarorlof með því að borga full laun í 6 mánuði, bjóða upp á hlutastarf í að við minni 3 mánuði að barnið verður 2 ára og er með alls konar aðgerðir sem snúa að jafnrétti og fjölskylduvænum vinnustað. Já. Þannig að við höfum Ásdís verið í verkefni, Evrópaverkefni, þar sem var verið að skoða hlutdeild karla í umönnun. Þá einmitt beintum við sjónum að fyrirtækjum og það er víða verið að gera svona mjög flotta hluti en kannski fer ekki hátt. Nei. En ef við horfum á þess að opinberu fjölskyldustefnu þá er kannski líka hægt að flækja það aðeins því að annars vegar erum við kannski með stefnunni sem hún birtist í ólíkri löggjöf og þá er oft talað sifjalöggjöfina eða fjölskyldulöggjöfina sem eru svona umferðarreglurnar fyrir fjölskyldur. Hverju mega verið í fjölskyldu og hvað skyldur hafa hvernig annan. Já, sem hún nú aðeins verið útvikað á undanförnum áratugum sem betur fyrr, já. Og samt að þá mjög skilyrt, sko. Já. Og síðan erum við með allskist tilfærslur af peningum úr einu vasanum í annan til þess að reyna jafna kjör. Og þá bæði oft tala lóðrétt og lárétt og svo erum við þetta með alls konar þjónustu til að mæta fjölskyldum í þeirra hlutverkum og það er líka hægt að aðeins að staldra við þetta fyrir hlutan á hugtakinu fjölskylda hvaða fjölskyldur erum við að tala. Er það bara alla fjölskyldur
alls konar, eða eru það bara barnafjölskyldur, eða eru það bara börn, eins og kannski nýjasta stefnun okkar farsældarlöggjöfin, hún ávarpa börni fyrst og síðast. Já. Og síðan sko oft þegar verið að vísa til fjölskyldustefnu þá er verið að meina opinbera stefnu sem heitir þá fjölskyldustefna, þessu stjórnvöld ákveða einhverja svona heildar stefnumótun, hvernig umhverfi þau vilji búa fjölskyldunum og svo er önnur löggjöf þá afleita því. Þannig að þetta getur verið svolítið flókið en allir vita samt hvað verið að meina. Já. Er það ekki? Einmitt, jú, það er alveg góðir punktar hérna vegna þess að einmitt, þegar við hugsaum fjölskyldur þá erum við oftast að hugsa einmitt barna fjölskyldur en það er náttúrulega bara brota fjölskyldum í landinu sem að geta stundum einmitt verið bara fullorðnir einstaklingar sem að þurfa þá væntanlega líka einhverja þjónustu á einhverjum tímapunkti. Það er þannig að algjörlega. Og það er áhugavert að sko við settum þingsályktun opinbera fjölskyldustefnu 1997 og í henni skilgreiningin einmitt mjög víð. Já. Og þessi stefnuna eða þessi þingsályktun raunverulega enn í gildi og mjög öflug markmið sett hvert eiga stefna. Já. En framkvæmdin hefur einhvern veginn svona svolítið farið á hliðina má segja því að þó þessi á margan hátt mikið að löggjöf sem að tala alveg inn í þessi markmið að þá var ætlast til samkvæmt þingsályktunin að veri starfandi fjölskyldur ráð sem að færi svona fyrir því að vekja athygli á málu fjölskyldunar og huga það þessari framkvæmd sem átti bæði að vera hjá ríki og sveitarfélögum. En það hefur ekki komið saman síðan nú ártölinn, það er alveg árnir áratugir sko. Já. Og það verður ekkert verið skipað í þetta ráð. Nei. Þannig að það er svolítið áhugavert að hún er bara þarna. Já, hangir í lausu lofti. Hangir svolítið í lausu lofti, má segja. Og 2013 þá skipaði þáverandi félagsmálaráðherra Eygló Harðardóttir starfshóp sem að fór fyrir því að gera nýja stefnu. Og það var haft mjög víðtækt samráð við bara almenning, fulltrúa barna, hagsmunasamtaka, hagaðila og mikið samtal sem átti sér stað áherslurnar og það var grundvallað á samningi réttindi barns því að þarna var áherslan á barnafjölskyldur þannig að skilgreiningi var svolítið þrengd og svo til að var lögð fram á alþingi bara rétt áður en að sú ríkisstjórn lauk störfum þannig að hún bara dagaði uppi þar og það hefur sjálfur sér ekki verið mér vitanlega gerð ný tilraun til að endurnýja þessa stefnu, þessa opinberu stefnu. Nei, einmitt. Hérna er eitthvað sem þú vilt bæta við þetta Ásdís? Áður við höldum lengra? Nei, kannski bara því að Guðni er að minnast á þessa þingsáætlun tillögu frá, eða þingsáætlunum mótun opinbera fjölskyldustefnu frá 97 að það er auðvitað eins og Guðni segir, margt sem birtist þar sem að er mikil áhersla á í annari löggjöf, sko, eins og fæðingarorlofslöggjöfinu og annað um þetta áhersla á allir jafnrétti í fjölskyldunu og annað en á sama tíma er margt í okkar stefnu svolítið brotakennt og sumt sem að talar ekki alltaf alveg sama. Nei, einmitt. Þetta er akkurat að því að núna náttúrulega erum við að stefna í sveitarstjórnarkosningar sem verða bara í þar næstu helgi. Það eru tæplega 2 vikur í þetta og þá náttúrulega keppast frambjóðendur við alls konar loforð í einmitt málefnum fjölskyldna, þá helst í leikskólamálum. Helst í leikskólamálum og það er einmitt vantar einmitt upp á þessa samfellu, að það er auðvitað búið að löggjöf fæðingarorlof mjög skýr og jafnréttis áherslur þar en síðan í raun og veru ekkert sem að tekur við. Ísland er eina Norðurlanda þjóðin sem ekki er með lögvarinn rétt til leikskólavistar strax að loknu fæðingarorlofi. Þannig að það er misjafnt eftir sveitarfélögum hvernig þessu háttað. Þannig að í sums staðar og einkum á höfuðborgarsvæðinu að þar er umönnunarbil sem að getur verið alveg 1 ár eftir að fæðingarorlofi lýkur sem að foreldrar þurfa að brúa.
Og svo það náttúrulega líka sveitafélagana að sjá rekstur leikskóla og þannig að það líka sko, eins og ég segi, þetta misjafnt eftir sveitafélögum og meðan náttúrulega fæðingarorlofið og sú löggjöf að er sett fram af ríkisstjórninni eða sem sagt ríkisvaldinu. Akkurat. Já. Einmitt. Svo vilja mál oft verða svona bitbein á milli ríkis og sveitafélaga, þannig að það oft einmitt líka bara, þetta náttúrulega mjög hættulegt fyrir bara fólk sem í þeirri stöðu að vera með lítil börn sem að eru í þessu bili. Þú veist, hvað getum við gert í þessu? Þetta stjórnvalda, þetta sveitafélaga, þetta bara... Já, sko, ef við værum með fjölskylduna alltaf á dagskrá og það væri, segjum bara að væri fjölskyldumálaráðuneyti og það væri fjölskyldustefna og atvinnulífið og stjórnvöld hefðu komið sér saman einhverja stefnum hvernig þetta styðja við unga foreldra. Og þá væri þetta kannski ekki svona flókið. Því þetta snýst þetta allt sko það talað að vanti fólk og það þarf auðvitað að mennta fólk, það þarf að byrja þar. Já, korrekt. Og síðan þurfa kjör og vinnutíma og annað að vera eins og hjá öðrum. Já. Þannig að þú veist það þarf að hafa þetta heildstætt, þetta plan hvernig það á að grípa inn í. En það athyglisvert eins og Ásdís nefnir að mjög mörg sveitafélög gera þetta mjög vel. Og að bjóða upp á bara mjög, eða jafnvel engin gjöld, lággjöld, þjónustu frá fæðingarorlofi og mæta foreldrum margvíslegum hætti. En þar sem að ríkisvaldi hefur kannski ekki með svona einhverjum skýrum hætti gert kröfu á hvernig það eigi að haga þessar þjónustu. Sveitafélögum það í sjálfsvald sett. Hvernig það haga framboði og hvað þau gera og meðan það fylgir heldur ekki fé frá ríkinu þá kannski erfitt að gera kröfu á sveitafélögum. Þannig að þetta við höfum svona verið með einhvern vandragang í kringum þessa framkvæmt og við gætum alveg lært heilmikið af nágranna þjóðunum hvernig þau hafa farið inn í þetta. Norðmenn voru bara líka að kljást við þetta fyrir ekki svo löngu síðan og hafa settu bara gerði plan og leistu málið og eru núna að voru að vinna stóra rannsókn á hvernig til hefur tekist og hún að koma mjög vel út. Þannig við eigum alveg fullt af góðum fyrirmyndum í þessu. En gleymum því samt ekki, höldum því til að haga. Það margt mjög vel gert hjá okkur í leikskólamálum og Evrópuskýrslur sýna þegar við erum að bera okkur samvar og þjóðir að til dæmis að barnahóparnir okkar eru miðað við þær tölur, ekki stærri en gengur og gerast og reyndar minni en í flestum löndum og það alls gæðamæli hverjar koma vel út þegar foreldrar eru spurðir þeir ánægðir með þjónustuna og það bara gríðarlega öflugt og framsækið leikskólastarf mjög víða. Ég held að sé allt mikilvægt að kannski vera að lyfta því meira upp því umræðan hefur verið oft mjög neikvæð þessar erfiðari hliðar varandi starfið og líka bara við ætlum að laða ungt fólk inn í starfi leikskóla, þá verðum við líka að tala um það sem vel gengur og ég held að leikskólakennarastarfi geti verið mjög gefandi starf og hvet ungt fólk sem að íhuga að skoða nám, að skoða það líka því að við þurfum fleiri leikskólakennar og ætlum að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur varðandi mönnun þannig að það þarf að skoða þetta allt saman en það fleira að því Ásdís myndist á svona misræmi og svona mismunandi skilaboð. Við höfum líka verið að skoða fjölskyldu bótakerfið. Það að segja greiðslur sem að foreldrar fá vegna barna og þar kannski að við settum þessi góðu farsældarlög samþættingu þjónustu börn sem að eru á fullu í framkvæmd og verið ganga bara á flestu stöðum mjög vel. Er það félagsmálaráðuneytið fyrirgefið? Það málaráðuneytið sem að menntamálaráðuneytið fer með þau núna. Akkurat. Þetta var á öðrum stað þegar þau voru sett. Akkurat. En svo eru greiðslur vegna barna. Þær eru mitt hjá
sumar hjá félagsmálaráðuneyti, aðrar barnabæturnar í fjármálaráðuneytinu og svo eru meðlagsgreiðslurnar greiddar samkvæmt barnalögum og þá í dómsmálaráðuneyti. Já. Þannig það er engin heildarsýn raunverulega á einum stað yfir hvaða stuðning barnafjölskyldur fá. Já. Og þetta er kannski ekki vel til þess fallið að verða mjög markvisst þar leiðandi og það er svolítið langt síðan við settum okkur löggjöf bæði barnabætur og meðlagsmálin og ýmsar greiðslur sem að hefur kannski ekki alveg verið. Það verður uppfærðar upphæðir og gerða svona einhverja smáverulega lagfæringar á ýmsum kerfum. En það er mjög langt síðan að það hefur einhver heildstæð umrætt sér stað markmið og eðli þeirra kerfa. Og það hafa svona komið brættir öðru hverjum og meðal annars í þessari þingsályktun fjölskyldustefnuna sem aldrei kom til umræðu að þar var talað kerfi barnatrygginga. Já. Og hugmyndin svona að efla stuðning við þau börn sem virkilega þurftu án tillits til þess af hverju tekjufalli eða lágar tekjur hefðu komið til í þeirra tilvikum. Þess að þetta ekki að gera upp á milli barna eftir af hvaða ástæðum foreldrar féll út á vinnumarkaði til dæmis. Já. En það hefur ekki verið skoðað aftur og einhvern veginn svona orðið svolítið út undan í umræðinni, mætti segja. Já. Og þannig eru þetta gríðarlegir hagsmunir á ferð fyrir börn. Já. Og núna er að störfum hópur sem er ætlað að vinna áætlun hvernig við upprætum barnafátækt, svo vonandi hreyfist það þá eitthvað í leiðinu, en þetta á þetta ekki bara við fátækt börn heldur. Nei, bara börn almennt. Já, akkurat. Og alveg komið full ástæða til að rifja upp hvert var nú markmið með þessum kerfum og hvernig ætlum við að hafa þetta. Einmitt. Þannig að svarið er kannski að það er fjölskyldustefna en það er víða pottur brotin samt. Það þarf svona aðeins að kannski... Já, hún er kannski allavega ekki mjög svona markviss eða samhæð alltaf. Nei, einmitt. Og það er náttúrulega líka það að við erum alltaf með þessi mörgu kerfi sem það sem fólk getur dottið á milli. Svo er það náttúrulega alveg sérvandamál. Já, akkurat. En ef við horfum bara svona á heildarhópin foreldra. Já. Að þá þetta væri mjög gott fyrir verðandi foreldra og nýorðnu foreldra ef bara kerfi væri auðskilið og það væri allt skýrt og þetta væri allt svona nokkuð ljóst. Já, og kannski svona svolítið allt á einum stað sem hægt er að nálgast bæði upplýsingar og sækja Já, náttúrulega er þessar upplýsingar svo sem á Ísland.is yfirleitt allar greiðslurnar. Já. En það er kannski ekki alltaf einfalt að skilja allt sem þar kemur fram því miður. Nei. Og hvernig kerfi rekast hvert og annað og svo framvegis, það getur líka flækt stöðuna fyrir foreldra. Og svo er líka stóra spurningin sem að kannski Ásdís geti sagt okkur meira það er hvar þurfum við að bæta í til þess að gera fólki kleift að yfirhöfuð eiga börn. Því við vorum að fá fréttir í dag það frá Hagstofuna að þessi lága frjósemi sem hefur hvergi aldrei mælst lægri en á síðast ári, hún er söm samkvæmt nýjustu mælingu. Þannig við erum ekki að sjá neina breytingar á því og það er kannski staða sem að mörg samfélagi eru mjög alvarlega að staldra við og þá kemur fjölskyldustefnan augljóslega mikið þar við sögu. Já. En við kannski höfum ekki mikið rætt hérlendis og fyrir oss sem er ekki kosningamáli í sveitarstjórnum kosningunum þó hún skipti þetta máli. Og alveg hefur verið rætt það að Norðurlöndin að frjósemi fæðingartíðni á Norðurlöndunum hefur almennt verið hærri en annars þar í Evrópu og skýringuna var að finna í því að Norðurlöndin væru með gott kerfi sem héldi vel utan barnafjölskyldur. En svo er svona athyglisvert að þessi lækkandi fæðingartíðni hefur verið að gerast á öllum Norðurlöndunum. Þannig að það er svona þessi umræða það að það sé eitthvað í þessum kerfum, að kerfin dugi ekki til þess að halda uppi hárri fæðingartíðni eins og áður. Og það er líka athyglisvert að skoða það hjá hvaða hópum fæðingartíðni er að lækka mest og það er einmitt hjá
þessum hópum sem að standa höllum fæti. Það er hjá tekjulægstu hópunum. Við sjáum það á Íslandi og annar staðar líka. Já. Og þarna spila náttúrulega inn í líka, sko ef við horfum frá sjónarhóli notandans, ungs fólks, að það eru húsnæðismálin og bara afkomu öryggi. Vinnumarkaðurinn er óöryggari með svo mörgum hætti og þá sjálfkrafa verður þetta hlutverk þessara stuðningskerfa mikilvægara. Þannig fólk geti treysti að það geti séð fyrir börnunum sínum. Og það er gríðarlega mikilvægt að við tökum þetta samtal og þetta með ungu fólki líka þeirra áherslur og svo hefur líka þetta spilað inn í að ungt fólk hefur bara áhyggjur af nattrætni framtíð. Já, þetta er náttúrulega ekki beint góðar horfur í heimsmálum Nei, en hvenær hafa verið góðar horfur í heimsmálum? Þú veist, maður getur líka spurt sig að því. Jú, fólk var nú eiga börn þarna á millistríðsárunum og það er alveg þekkt. Aldrei jafn mikið í hruninu. Nei, einmitt. Og svo aftur í COVID þá En það er alveg þekkt sko í þessari sögu, það er alveg farið að tala þessa fjölskyldustefnu fyrst þegar verður samdráttur í fæðingu með milli upp úr stríðinu og þá er litið á fjölskyldustefnu sem aðal tækið til að örva fjölskyldustofnun og tryggja fólki þar aðstæður að geti stofna fjölskyldu og ég hef mann eftir að þegar ég byrjaði í mínu doktorsnámi þá var eina skýrslunum sem ég las, hún var frönsk og hét Hvað kostar þriðja barnið? Því það var bara búið að reikna út hvað þyrfti að hækka hvað til að fólk treysti sér í að eignast þriðja barnið. En ég held að við höfum svolítið ekki verið þarna því við vorum svo frjósum og það var svo há fæðingatíðni þetta hefur ekki verið áhyggjuefni. Þannig að við þurfum kannski að fínstilla svolítið markmið stefnunar og þannig að þetta sé mögulegt fyrir ungt fólk. Mér finnst áhugavert það sem þú sagðir í byrjun, Guðný, að með að sum fyrirtæki að fara fram með góðu fordæmi. Hvað er svona til fyrirstöðu að stjórnvald einfallega taki upp eitthvað svipað eins og einmitt þú myndist á með fæðingarorlofið að greiða út 100% sem sagt í fæðingarorlofið 100% af launum og svo að koma tilbaka með eftir einhverju svona hlutastarfi eftir Já, þú er eiginlega að biðja Daða á og koma að tala það sko, ég held að hann sé meira með það en sko hugmyndafræðilega er auðvitað engin takmörk á hvað er hægt að stíga langt í stuðningi og bara þú segir 100% þá er svo áhugavert að mann í hvort nefndi að þau vorum hjá þau síðast að á Spáni er greitt 100% þar hefur hvort foreldri 4 mánuði í fæðingarorlof og svo var féll dómur það að mætti ekki taka skatta alveg rétt, af þeirra upp þannig að þau eru basically með 100% skattfrjálst þannig að það má, það er hægt þannig að maður hugsa bara þegar fólk eignast til dæmis fyrsta barn þá fellur til mikill kostnaður og þetta er ekki tíminn til að vera þá að draga saman seglin það verður allt dýrara og það er undar mjög áhugavert fyrst að tala fyrirtækin hvað bæði tryggingafélög og bankar hafa stigin í það að mæta fólki þeirri stöðu og boðið upp á að fresta borgunum að lánum og annað slíkt fyrst eftir fæðingu þannig að stuðningunum kemur mjög víða að og er mjög áhugavert að fyrirtækin sé að grípa þennan bolta kannski betur og meira heldur en hið opinbera og ég meina barnabóksbónus svo ég minnst á það, ég meina það er margir að styðja fyrirtæki er náttúrulega að styðja fólk sína viðskiptavinni en líka sitt starfsfólk en það er líka kannski svona ákveði áhyggjuefni sko auðvitað frábært að ákveðin fyrirtæki séu að gera vel við sitt starfsfólk og eins og þau segir að bjóða 100% laun í fæðingarorlofi en á sama tíma mætti velta fyrir sér hvaða fyrirtæki eru þetta eru fyrst og fremst fyrirtæki sem að bjóða upp á sérfræðistörf
Orkuveitan þar er reynda yfirmenntað fólk og háskólamenntaðir sérfræðingar. Bankarnir hafa verið að bjóða svona líka og það er náttúrulega fyrst og fremst háskólamenntaðir sérfræðingar sem starfa þar. Þannig að sko ef þetta er á frumkvæði fyrirtækjana þá er þessu náttúrulega ekki alveg jafnt skipt sko í samfélaginu, þannig að þá er ekki allir, sitja ekki allir við sama borð sko, allir foreldrar. Og eins og þú sagðir áðan, Ásdís, það eru þetta ákveðin hópar sem að draga meira úr barningnum en aðrir og þeir eru þá aftur að fá raunverulega minnistuðning, þannig að alveg mjög mikilvægt að huga því að allir fái grunninn. Já, akkurat, og það sé tryggt af ákveði. Og einmitt að því að þú sagðir hérna frystingar á borgunum og lánum, þá sem að strax leigjendur sem að alltaf fá engar hérna. Akkurat. Sem að, það er ekki hægt að alveg setja í sömu stöðu. Nákvæmlega, og það ég minna bara eins og að þú nefndi hvað var hægt að gera að með öflugu stuðningskerfi við fyrstu kaupendur sem er að stofna fjölskyldu þá getur auðvitað lyft fólki lengra og það er auðvitað vist tillit tekið til barna í húsnæðisbótakerfinu en það er ekki mikið. Nei, og það mætti vera miklu öflugur ef fólk hefði áhuga því að styðja betur við unga barnafjölskyldur. Akkurat. Og það er náttúrulega húsnæðisbótakerfið er náttúrulega ekki að dekka nema bara einhverja prósentu af leigufjárhæð. Hún náttúrulega leiguverði komið svo hátt upp úr öllu valdi að nákvæmlega. Þannig að þetta er náttúrulega allt áhyggjefni og samhangandi líka og eitthvað sem að ætti að vera kannski inn í fjölskyldustefnu. Algjörlega, og það er auðvitað talað um það í fjölskyldustefnunu gömlu og þeirri nýju líka sem var aldrei fullrætt. Þannig að við eigum svo sem alveg ágætis markmið á textum, þetta þurfum bara kannski svolítið að setja stóri við upp og ræða með þessa ábyrgð sem komst inn áðan milli ríkis og sveitafélaga og hver ætlar að gera hvað. En ég held að sko, það sé alveg sama hvert við lítum og það er allstaðar hægt að gera betur og samhæfa og gera þetta markvissara. Og þá erum við ekki byrjað að tala um sko einstæða foreldra eða foreldra sem ekki deila lögheimili því það er líka svona ákveð misræmi og sérkennileg hlutur í gangi. Algjörlega. Varðandi það að við ætlum ennþá foreldrum að greiða meðlag þó þau séu jafnvel að deila jaft umönnum bars. Einmitt. En það er svona ákveðið sögulegt misræmi þar líka sem að margoft hefur verið bent á að þyrfti að færa til nútímans eins og allar þjóðir í kringum okkur hafa gert en við einhvern veginn ekki aldrei komið af stað. Nei. Þannig að svona það væri alveg tímabært að endurskoða þessar greiðslur og þar með þá talið húsnæðisstuðningin til barnafólks. Já, ég man nú að ég satt í nefnd, komst þú ekki eitthvað starf þeirra nefndar fyrir svona 20 árum sem átti einmitt að endurskoða þetta, akkurat. En ég sá nú aldrei afraksturinn af okkar miklu vinnu þar sko. En þannig að það sem ég er að benda á er að þetta hefur margoft verið rætt og en það einhvern veginn hefur aldrei komið einhvern veginn fyllt inn í stjórnkerfin til En þá komum við kannski aftur að þessu með hver ber sko ábyrgð á hverju að ég sá þýska skýrslu að vera að taka út hvort eru fyllt eftir tilmælum Evrópusambandsins varðandi börn, þjónustubörn og greiðslur. Og þá var einmitt verið að kvart yfir því að það væru of margir sem kæmu að því að halda utan hlutina. Og það vantaði heildarsýn á málaflokkin. Og ég held að það sé kannski eitthvað sem við þyrftum að skoða betur að því að hver á fjölskyldurnar? Hver ber ábyrgð á þessum málaflokki ef ég spyrði bara? Það er bara við öll, er það ekki? Þetta verður náttúrulega samvinna á milli ríkis og sveitafélaga en þegar það er enginn sem að sko fer fyrir málaflokknum, þá er kannski, og maður veit alveg í öllum ráðuneytunum eru ærinverkefni. Og fjölskyldunar hafa nómið sig. Það er ekki,
barnafjölskyldur eru mjög lélugur hagsmunahópur eða hópur til að berjast fyrir einhverju því þær eru bara önnum kafnar. Já, og líka bara svo ólíkar, þannig að það eru ólíkir. Já, en eins og bara, þú veist, ef við horfum á til dæmis þessi leikskólamál, það settist þarna foreldrar í ráðhúsi og stóðu sig vel í að mótmæla en við sjáum yfirleitt ekki svona hluti gerast hjá þessum hópi. Nei, einmitt. Því hann er bara með þannig verkefni að það er ekki tíma eftir. Ég veit það. Þannig að þarna bera stjórnvöld þetta gífulega mikla ábyrgð og samkvæmt líka bara barnasáttmála og alþjóðlegum samningum, en það er til dæmis í barnasáttmálum að það ber að tryggja vinnandi foreldrum þjónustu við hæfi og það er allskis ákvæði hvernig stjórnvöld eiga styðja við foreldra í umönnunarhlutverki og það þyrfti kannski að huga því að þessi málaflokku fengi meira heildrænt heildræna einhvern veginn skoðun og þá þyrftu þetta eitthvað ráðuneyt að fara fyrir því eða ráðherra. Þannig að setja þetta allt undir eitt ráðuneyti til dæmis. Já, allavega að vera einhvers konar fastur samstarfshópur eða eitthvað í stjórnkerfinu kallað á þessi mál verið skoðið heildrænt. Já. Eða fjölskylduráð sem minnst á þarna í þingsáttun mótum opinbera fjölskyldustefnu sem Guðni myndist á hérna í byrjun. Svona tengilegur við þessi ólíkur ráðuneyti og svo sveitafélögin. Já, akkurat. En svo við komum kannski aðeins að leikskólamálunum. Af því að nú eru þau örugglega að fara að verða heit kartafla á komandi viku sem er eftir. En þú myndist á einhver sveitafélög sem væru að gera vel út á landi. Er það eitthvað sem þú viltu nefna því? Það er nú eins og fara að velja á milli barnanna sinna eitthvað. Ég held að þú fara nú alveg í það. Ég hef heldur ekki séð neina nýja rannsókn á því. Þetta er bara svona sem maður heyrir og sér. Að við sjáum bara til dæmis að tölum Hagstofunnar að það er Ásdís ertu með þær hjá þér. Bara hvað er misjafnt hlutfall barna á fyrsta ári í leikskóla eftir landslutum. Og það er ef mann rétt eru hæsttölur er alveg 77% Hvað segir Ásdís? Já, ég ætla að segja, ég hef svo sem ekki með það við hendina núna Hagstofutölurnar en ég hef skoðað þetta í hinnum ýmsu gagnaskrám í gegnum tíðina meðal annars í könnunargögnum þegar við Guðni og ásamt Ingólfi Valk Gíslasyni höfum nú lagt fyrir kannanir fyrir heilu árgangana og þar kemur mjög skýrt fram þegar ég greini eftir búsetu að þetta er að staðan á landsbyggðunum er víðast hvar betri á höfuðborgarsvæðinu og svo er þetta náttúrulega líka misjafnt eftir sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu þannig að og jafnvel hverfum. Og jafnvel hverfum, já. Þetta er mjög sérstætt og erfitt að alhafa eitthvað. En við getum byrjað á því og sagt að það er auðvitað frábært að leikskólamál sé á dagskrá. Ef ekki fagna því. Jú, við fagnum því alltaf. Já, að það sé verið að tala þarfir barna og þjónustu við foreldra og svona verið að gefa þessu málflokki vægi í umræðinni. Það er algjörlega frábært. Og vonandi ber okkur bara gefi til að taka hagsmuni barna fyrst og huga þeirra fjölbreyttu þörfum og ekki taka bara stöðun út frá skorti á einhverju og til dæmis eins og ég var að segja áðan, við höfum þetta markmið að 2/3 eiga að vera kennarmenntaðir í leikskólum og þá þurfum við þetta að huga því að það sé búið þannig að leikskólakennarar-námi og að nemendur fái fræðslu að þetta sé búið og svo framvegis. Það er ekki nóg bara að segja það er líka að fylgja því eftir. Og það er líka kannski bara að læra af þeim það sem gengur vel, skoða hvað þeir að gera vel og vona bara að þetta sé ekki litið á það að fækka tímum sem einhverja varanlega lausn á því hvernig að tryggja leikskólaframboð því að það er algjörlega ljóst að það kemur mjög misjafnlega
við foreldra. Já, það ekki allir foreldrar sem að geta kannski unni sveigjanlega vinnutíma og tekið með verkefni heim eða bætti í og kvöldin. Og eru með annað foreldri til þess að skipta. Það sem eru 2 foreldrar augljóslega. að þeir eru í allt annari stöðu til þess að geta stytt dagvinnutíman. Því það er alveg saman hvernig við snúum þessu aftur bara beinast spjótin að daða. Við erum ekki þannig samfélagi að við getum unnið hlutastörf eða við erum að eignast börn. Það bara er fjárhagsdæmi sem gengur sjaldnast upp. Þannig að það þarf allir að koma að borðinu og vinna því hvernig er þetta að leysa þetta sérstaklega fyrir fólki með lægstu tekjurnar og við höfum oft rætt að hvað er áhugavert til dæmis fyrir fólk sem er í vaktavinnu eða með óhefbundin vinnutíma að það er hvergi verið að mæta því fólki. Nei, einmitt. Og bara það er skilið eftir við komandi að leysa þau mál. Já. Þannig það er svona mikið ójafnrétti sem að mæti foreldrum eftir því hvar þau starfa og hvernig vinnutíma er háttað í þessum málum. Já. Og ef við lítum á leikskóla sem gæði fyrir börn, þá erum við líka að skapa börnum ólík tækifæri. Já, akkurat. Við hljótum að þurfa að setjast betur yfir þetta og ræða fjölbreyttari lausnir. Einmitt. Svo er náttúrulega núna sum frambóð að tala fyrir heimgreiðslum sem er náttúrulega annað sem að hefur alltaf verið svona já. Það er náttúrulega alls konar skilningur á þeim í fyrsta lagi, sko. Já, og sko. Já, hvað hefur þið að segja um slíkt? Ásdís, vilt þú segja um heimgreiðslur eitthvað til að byrja með? Já, sko, þetta er náttúrulega að ræða þá mjög lágar upphæðir. Einmitt. Og það er náttúrulega líka athyglisvert að horfa til hinna Norðurlandana hvað það varðar, að hafa fyrst og fremst 2 Norðurlandana verið með heimgreiðslur, Noregur og Finnland, en Noregur tók ákvörðun það fyrir bara einhverjum árum að byggja frekar upp leikskólakerfið og þannig að þau hafa verið að hverfa frá þessum heimgreiðslum. Því að það er svona líka athyglisvert að skoða hvaða fjölskyldur eru það sem hafa nýtt heimgreiðslur, að þetta svona, reynslan frá Noregi sýnir að þetta voru oft innflytjendakonur gjarnan sem voru kannski í bári stöðu á vinnumarkaði og þannig að það þótti kannski þá líka æskilegt frekar að börn þeirra fengja umgangast þá frekar börn á norskum uppruna og svo framvegis til þess að við lærðu tungumálið og svoleiðis, þannig að ég meina já, og þessi áhersla sem hefur verið svona allt í henni hefur þetta verið að poppa upp í umræðana á Íslandi með þessa heimgreiðslur, en sko ég held að þetta er ekki eitthvað sem að fólk telur æskilegt. Ég hef spurt þetta í könnunum hvort að fólk myndi frekar vilja að börnin byrjuðu fyrir á leikskóla eða að fá heimgreiðslur og það fólk kýst að frekar að börnin komist fyrir á leikskóla, því þetta þetta bara einhver lág upphæð sem að verið að tala bara rétt á meðan að vera að brúa bilið. Það væri kannski einhver retting í 2-3 mánuði eða eitthvað svoleiðis en ekki til. Það er líka annað sem er sko mikilvægt að hafa í huga. Við tölum um heimgreiðslur og það eru algjörlega ókynjaðar og hlutlausar. Sem við vitum að þeir eru ekki. En sko ég meina að öll tölfræði frá löndum sem hafa prófað þetta sýnir að það er bara nánast alltaf móðurinn sem að hverfur frá starfi til að vera þá heima með tilheyrandi afleiðingum sem eru vel rannsakaðar, kortlaðar og búið að setja tölur á, meira að segja nýlega rannsókn á Íslandi sem sýndi fram á að jafnvel við 10 ára aldur er móðurinn enn með lægri tekjur en konur sem ekki eignast börn. Þannig að þú veist, það er ekkit sem þarf að ræða, það er bara búið að mæla þetta í bak og fyrir og það hefur líka áhrif á börn, gleymum því ekki, ef að foreldrar standa höllum fætt á vinnumarkað þá hefur það áhrif á þeirra afkomu. Og sko bara áhugavert þegar við berum saman en það Norðurlöndin sem Ásdís var að minnast á að Norðmenn hverfa frá þessu að leggja áherslu á byggja upp leikskólan en Danir gengu öllu lengra og settu lög sem var mjög umdeild það að ef að börn í ákveðnum hverfum þar sem eru
er mikið af innflytjendur búsettir. Ef þau eru ekki í leikskóla þá fá foreldrar ekki greiðslur, barnabætur. Til að tryggja þessa félagslegu þessi félagslegu tækifæri til að læra tungumáli, til að komast inn í samfélagi, til að umgangast aðra. Þannig að þetta hefur alls konar hliðar sem kannski þyrfti að ræða betur. En á sama tíma get ég ekki neita því að það er auðvitað skrítið ef að eitt foreldri fær leikskólaplás og foreldri í næsta húsi með jafngamalt barn fær ekki plás og á sjálft að bera allan kostnað því meðan beðar eftir plássi. Og ég man að Reykjavíkurborg kallaði þetta þjónustutryggingu einhvern tímann og þá var hugmyndin að reyna að jafna þetta bil. En það er mjög flókið í framkvæmd og allar þessar hættur einhvern veginn felast í svona greiðslu fyrirkomulagi, hvað sem við látum það heita. Þannig að svona augljósa svarið er að hætta að skammta þessa þjónustu úr nefa sem eftirspurnir eftir. Það er náttúrulega held ég líka bara grunnstefið er að það vantar náttúrulega bara fjármagnin í þessi kerfi. Er það snýst það peninga? Ég veit ekki, þannig ég skilja það ekki betur en svo, en kannski er það eitthvað fleira sem ég sé ekki. Nefnum að við erum að fara þessa leið að draga úr gjaldtöku. Einmitt. Kannski snýst það frekar bjargir, mannafla og mönnum, ég veit það ekki. Já, kannski. Þú eru að fá einhvern hérna í Rauðaborði að tala um þetta. Sem er betur inn í smáatriðanum. Á ég hóa í hagfræðinga og kannski verkalýðshreyfinguna. Ég held að það veri mjög snert. Það var það sem ég hafði í huga. En svo við höldum áfram með þetta, en ég veit að ég þarf að fara að sleppa ykkur. Þú þarft að vera mætt annað. Næst. Þannig að ég kannski bara þarf ennu aftur að hóa í ykkur seinna. Það er en þessi fjölskyldustefna er náttúrulega... Endilega líka fyrir ekki að grípa ráðherrana og heyra í þeim bara hvernig sjá þeir fyrir sér að stjórnvöld ávarpi þessa mikilvæga hagsmuni allra fjölskyldna. Við höfum mest talað um barnafjölskyldur en nú þjóðina eldast. Akkurat. Og við erum með fjölskyldur í alls konar verkefnum á lífsleiðinni. Einmitt. Og augljóslega þurfum við að ræða þau og ávarpa þessa verkskiptingu. Hvað ætlar fjölskyldunar að gera og hvað ætlar við opinbera styðja við. Einmitt. En það þarf náttúrulega heildræna stefnu. Er það ekki það sem máli snýst um? Svo við tökum þá peningana út úr umræðinu. Vilt þú bæta ykkur við, Ásdís, áður en ég kveð ykkur? Heildræn stefna. Heildræn stefna, undir einum hatti. Já, og bara kannski, að grípa þennan bolta sem að Guðný nefndi með að fjölskyldur eru að eldast, og við erum að eignast börn síðar á lífsleiðinni heldur en að við gerðum. Þannig að fólk, og fólk náttúrulega jafnframt lifi lengur, þannig að æ fleiri eru því hlutverki að vera annast ung börn á sama tíma og þau eru annast eldri foreldra. Við kallum samloku kynslu, þannig að þetta líka að huga fjölskyldum í ólíkri stöðu og að umönnunar byrði eins og það heitir getur verið að aukast ef við pössum ekki upp á stuðningin og hann komur úr ólíkum áttum og taki með að ólíkum fjölskyldugerðum. Akkurat, og grípi sem flesta. Já. Heyru, þá bara langar mig til að þakka innilega og ég kannski set link við þetta viðtala og samtali sem við áttum fæðingarorlofi sem er ágætis viðbót við þetta samtal. En bara þakka ykkur innilega fyrir Guðný Eydal, hérna úr stúdíói og Ásdís Arnalds, ég get ekki fengið þetta rétt. Ásdís Arnalds afsakið. Heru, ég kannski fæði að sjá því í stúdíóinu kannski næst, Ásdís. Já, endilega. En takk fyrir, ég ætla að halda áfram með þessa samræðu. Takk fyrir að bjóða okkur. Takk fyrir og þakka ykkur fyrir að fylgja okkur hérna. Við ætlum að fara í eitthvað allt annað. Ég er handað við hóðnið. Takk. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir.
en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Já, þá ætlum við að horfa til Svíþjóðar. Á línunni er Íslendingur sem að ég kannast nú við persónulega. Hann var einu sinni pistlahöfundur hjá blaði sem að ég ritstýrði og pistlar hans vöktu gríðarlega athygli. Hann hefur líka verið pistlahöfundur fjölmiðla á höfuðborgarsvæðinu. Hann er júdókappi mikill, sjálfsvarna íþrótta sérfræðingur mikill og hann leiðbeinir fólki í Svíþjóð núna. Hann flutti sem sagt 2015 ásamt eiginkonu sinni frá Norðurlandinu til Svíþjóðar eftir hrunið og hefur svo sem ekki mikið litið öxl síðan. Þess utan að hann er búinn að skrifa kveðskap sem er einhvers konar uppgjör Ísland og við fáum að heyra það uppgjör núna síðar í þessu spjalli. En á línunni er sem sagt Jón Óðinn Voge. Komdu sæll og blessaður, heyrðu vel í mér, vinnur? Já, ljómandur. Gott að hafa það á línu. Takk fyrir síðast, eins og ég nefndi þarna í inngangnum. Við þarna áttum góð ár saman, vorum saman í Pönkinu á Akureyri. Það var mjög skemmtilegt. Það var mjög skemmtilegt. Þú hefur verið svona einn af þeim Íslendingum sem hefur verið óhræddur við að segja meiningu þína og enn ertu að. Sko, ég nefndi að þú væri svona búin að setja niður eitthvert uppgjör þarna við Ísland áður en við förum þangað. Ég veit að það er erfitt að búa í útlöndum sem Íslendingur án þess að maður svona fylgist aðeins með fréttunum heima. Hvernig líst þér á umræðuna hér heima fyrir sveitarstjórnarkosningarnar ef við byrjum þar áður en við förum lengra? Ég sagt að hún eikur nú bara á þunglindið. Já. Ég sé allt endur taka sig aftur og aftur og aftur. Já. Og eitt af því sem var kveikjan af þessum skrifum mínum var nákvæmlega þetta, hvernig hlutinni endur taka sig aftur og aftur í Íslandi. Já. Og nú erum við að sjá þetta, það eru aftur að birtast menn komið núna í pólitík sem að voru þekktir hér á hrunárunum fyrir ansi misjafna framstöðu. Já. Og ég furða mig alltaf mikið af því að til dæmis bara eins og á mínum heimabæ á Akureyri og því svæði að ég þekki fullt af fólki sem er brilljant fólk og gott fólk og fólk sem treysta fullkomlega til að gera hvað sem er. En þetta fólk það býður svolítið fram, það vill ekki fara í pólitík og eins og í pólitík byrja alltaf með því að þú byrja á því að stinga samherinn í baki til að komast áfram. Og þegar þú ert búin á því að þá er það styrkja eitthvað annað sem í framboðinu, þetta er gerfið galið. Já, og það læðist líka að manni að bara ansi margir frambjóðendur séu þarna vegna óska einhverja annar, að þeir séu að gæta hagsmuna ákveðina afla. Já, það er nú svo, það hefur alltaf verið þannig og það er ekkert leyndarmál og þó mikið tala um það. Nei, sko, hvenær hófst þjóðmála áhugið þinn, ef við getum sagt sem svo, vegna þess að fyrir mörgum áratugum þekkti ég líka til þín og þá sá ég nú kannski ekki að þú væri neitt rosalega mikið að skipta þér að þjóðmálum. Nei, sko, ég hef ekki skipt mér að þeim. Ég hef alltaf verið, ég kom ólst upp á heimili sem voru mjög margir fullorðnir og þá var keypt þetta á þeim tíma þegar dagblöðin réðu ríkjum sem var þeim árið tilbaka sem var alltaf fyndið að ég sem barn þá bar ég út tíman að því að mamma vann hjá kaupfélaginu og fyrir vikið þá að því mamma vann hjá kaupfélaginu þegar það voru kosningar þá var ég í nokkrum kosningar einn af þessum krökkum úlingur sem var settur hann inn í kjörklefaninu og maður fylgdist með hvað fólk var búið að koma að kjósa
Svo kom alltaf við gamli kallar og sóttu miðana sem hafa búin að tína upp með umslagi, hverju hafa búin að kjósa. Og og þá fekk maður svona fylgismæður hvernig pólitíkin gerði þessu. Ég hafði orðað þessu mömmu einu svona, ég var svo hissa á að ég sá oft svona kallar sem var svona fínir kallar, svona snobbkallar, að þeir voru að draga, að sækja og skutla í fínu drossjunum sínum mönnum sem var svona í aðra að vera rónar. Og þegar kosningu, ég ræddi þetta þá við mömmu og spurði, þetta er mjög skrítið, af hverju bara í dag að gera þetta, af hverju gera þetta ekki alltaf. Og mamma hló bara að mér, hún sagði bara, þú lærir þetta seinna. Já. Svo fórstu, Ódi, ekkert rosalega vel út úr hruninu. Nei, ég var einn af þeir sem að komu þessu húsnæði árum svona 2005-2006, að þeir fóru verst út úr þessu. Og húsið sem ég eignaðist, það eignarhluturinn, ég tók 65% lán og eignarhluturinn hvarf á 2 árum. Og eftir það ertu bara í bullandi vandræðum og það á beinum þátt í því að þú flyttur til Svíþjóðar með þinni góðu konu, eða hvað? Já, fyrst náttúrulega, þú veist, á kannski ekki bein orsukaf, en ég og fyrrverandi kona mín og með 3 börn við skildum þarna þegar allt fór til fjandans. Og ég get nú ekki skrifað það allt á hruni, en það allan mér skoðst ekki hjálpaði til. Nei, einmitt. Og þú hefur náttúrulega aðeins fjallað það hver réttlætinu var misskipt þarna í bæði fyrir hrun og eftir hrun. Já, líka það sko það sem að þegar svona gerist að ég veit alltaf gamla með á bentin svona á félagsfræðingur hvað sem fjalla mikið siðurof. Durkheim segja hvað heitir. Durkheim, já. Emil Durkheim, einmitt. Precis, og nú skaut ég svensku inn. Já, allt í góðu. Ég las hann mörgum ár síðan, þá fyrir hrun. Svo þegar hrun átt sér stað, þegar ég horfði tilbaka, þá fannst mér bara að kenningar hans skólabókardæmi því það sem gerist í Íslandi sem byrjun 2000, þegar að öllum reglum var ítt burt, þannig að menn gæti látið snillina að njóta sín. Og þegar síðan allt fór til fjandans, þá tók náttúrulega engin ábyrgð, nema þessu örfá bankastrákar sem var hent við strætón til þess að taka skellinn. Þeir náttúrulega réðu engu. Og síðan það sem kemur eftir er að þegar almenningu verður fyrir svo miklu óréttlæti og miklu ranglæti, en sér að það getur ekki fengið að mun aldrei koma réttlæti, að þú mun aldrei fá réttlæti, og þá brýst þetta út í illsku einhverstað verður gremjan að koma fram. Og oftar ekki kemur hún fram í því að byrja að rífast náungan. Og þessi svakalega polarisering sem í íslensku þjóðfélagi, sem maður fylgist með ferska, akkúrat skólabókardæmi þetta. Hvað gerist þegar ekkert réttlæti fæst eftir svona hrun og fólk snýsi þá á náungan. En ef þú speglar aðeins Svíþjóð og Ísland núna, það sem við höfum miklar áhyggjur af núna allra síðustu misseri, það svo polarisering sem snýr að til dæmis viðhorfum Íslendinga gagnvart útlendingum, að það mjög vaxandi andúð hjá hluta þjóðarinnar. Er það svipað vandamál og þið glímið við í Svíþjóð núna þessi misserin? Já, nema hérna í Svíþjóð, þetta svo auðvitað að sjá þetta, það einn flokkur sem stendur fyrir þessu. Og ég hef alltaf sagt við svensku vinir mínar að kosturinn í Svíþjóð, það svo auðvitað að sjá hvað margir hálfvitar í Svíþjóð. Maður sé bara hversu margir kjósa Sverige Danmarkvartana sem var flokkur sem á sínum tíma stofnaður fyrirvændi SS-fóringjum. Og hversu margir kjósa hann, þá getur maður sagt sko, nú erum við 20% fylgi, þá getur maður 20% Svíar og hálfvitar. Já, 50 hver Fábjörni. Já, hins vegar það sem er verstaðir með þetta er að eftir að fá svo mikið fylgi, þá fóru hinir flokkarnir að smjadra fyrir kjósundu þeirra og svona, og þessum hefur til dæmis framkoma Svía núna við stærður svolítið að því hvað komið velferðar innflytjendur. En það heldur betur breyst hins vegar og er hræðileg framkoma. Það að vísa fólki úr landi hægri vinstri sem búin að búa hérna í 10-20 ár og komið vinnu og jafnvel fólk sem hefur fæðist hér og þetta er alveg galið, maður horfir upp á hverjum degi. Og við, einmitt fólk sem við þekkjum náið, situr í þessu og ég hef horft eftir nemenda mínum sem að njótti mjög endum að
og ég hitti alltaf í rektinni og hérna svo einn daginn þá var hann horfinn, 14 ára gamall og ég velti þá að þessi nóttin hafði og hérna, það voru 4 systkini lítil, 1 fallað, 1 mjög fallað, þá hafði þau verið hirt og bara því það var veist og fyrst svo náttúrulega komið fyrir einhverjum geymslu sem náttúrulega bara fangelsi og síðan voru þau voru send til Armeníu, þannig að þau voru Kúrdar líklegast, send til Armeníu og hann hafði aldrei, hann var svo lítilega flutti að hann kunni ekki tungumáli og þannig kemur hann 14 ára gamall bara nýtt land og það kann ekki tungumáli og þetta er svo illa gert. Já, þetta eru sannarlega viðkvæmir tímar sem við lifum og ekki hjálpa okkur leiðtogarnir, stórveldana. En ég held, Ódi, að ég að hugsa að gefa þið bara núna sviðið og ef þú myndir bara byrja á að segja okkur heitið á drápinu sem þú ætlar að flytja og svo bara flytur þetta kvæði og þegar því lokið þá ég með nokkrar spurningar. Ég vil byrja á því að byrjast velvinninga þessu framleiðin minni að vera að setja saman einhvern kveðskap og flaupa hann á vývillu með þetta. Ég ekki skáld eins og þess, ég set saman svona texta til þess að bara að fyrir eigin geðheilsu. Þannig að ég ekki að reyna að vera bókmynda maður. Ok. Þetta var hóvar sem ég ekki eðli, þannig að við tökum allt tilbaka. Þá byrjum við. Það ekki nafn á þessari drápu. Ok. En hún svona. Saga hinnar íslensku þjóðar, sú sorglega sérstök. Þetta saga þjóð sem elskar sín eigin mistök. Í rúm 1000 ár við byggum í grútskítu í moldarkofum, við húttum saman illþegjandi í myrkum baðstofum. Byggingarefni voru rekaviður, torf, grjót og mold, svo ámeldi húsdýra til að fá smá hita og hold. Hverju voru var eitt í að lappa upp á hreysið, ár eftir ár, enga framfarir, ekkert sérlega beysið. Þú svolítið að vera duglegur og þægur, sagði Elítan hátt, og við lærðum að elska hennar slæmu sátt. Endalaus kúgun sem við kölluðum menningu, bundin af þrælslund við lifðum í blekkingu. Skrokkurinn var sterkur en lundin óttalegt grey, best að kyngja öllu og segja allt ókei. Ef þú var skáin gettur þá fórstu beint í gröfina, því við ræktum bara þá sem þoldu á gjöfina. Svo kom stríðið og kaninn sem sagði "This is not right" og frá miðöldum til nútímans við fórum overnight. 70 árum seinna, en þá sviði sama leikrit, sömu hlutverk, sama græðgi, sama blóðu á stríð. Við eigum bankana, við erum best, æpti Elítan óð og dró íslenskt samfélag inn á heljarslóð. 2008, bankarun, allt fór til fjandans. Elítan tókst að setja Ísland á hausinn með glans. Þetta var snilld, hló Elítan á flótta í sínum einkaþotum, meðan almenningur sat eftir í andlegum gjaldþrotum. Þau stunga með gróðan, skilin eftir á bara skuld og þjóðin mætti til vinnu, tilbúin að borga þennan skuld. Við erum svo dugleg, við kvörtum ekki neitt. Gamla þrælstundum mætti á svæðið, allt var óbreytt. Húsnæðislaunum þau hækka bara smá vinnu minn, var svarið á meðan verðþingin át upp eignarhlutin. Síðan uppáð, bankar hirtu húsin og seldu til vildar vina, en heilu fjölskyldunum, bjargarlausum, var hent út á götuna. Engin miskunn frá stjórnendum þrátt fyrir miklar fortölur á meðan þau sjálf fengu afskriftir og nýjar kennitölur. En hér kemur brandarinn, sá var okkar stærsti vandi. Við horfðum á þau ræna okkur og rústa okkar landi, samt nokkrum ára seinna við buðum þau velkomin tilbaka, kusum saman spilta liðið sem aldrei þurfti að svara til saka. Þau sitja á þingi í ríkisstjórn, Seðlabanka og á Bessastöðum, en við borgum fyrir bullið og reynum að ná saman endum. Við erum alveg einstök en mjög heimskulegan hátt. Okkar spiltu Elítu við elskum, hún á skilið sín af slátt. Hún gefur okkur bankarun, verðbólgu og alls konar skít. Við mætum bara í vinnuna og lifum upp á krít. Ísland er landið þar sem Elítan er ránfugl með gráðugt gen, en við erum mýsnar sem lifir til þess eins að vera étin. Á meðan Elítan aftur okkur rænir og stingur í bakið, þá rífust tittlingaskít og smámunni af gömlum sið. En ef þú vogar þér að benda á þetta spilta kerfi, hvort þetta sé það sem við viljum að börnin erfi, þá ertu kallaði þjóðernisvikari og þaðan að verra og mannalega þínu rústað með alls konar internet óþöfu. Svo kom að því að ég fekk nóg, ég gat ekki meira. Það ekki endalaust hægt á yfirdrætt að keyra. Hrunið ykkar rústuðu öllu sem ég hef byggt. Skildi mig eftir bankan en banki með sitt verktritt. Ég stóð á krossgötum og þurfti að velja mér veg.
tvær leiðir var að velja og hvoru var geðsleg. Að vera kyrr og sökkva dýpra í þunglyndi svarta með sjálfsvígs hugsanir sem sviðu í mínu hjarta. Eða yfirgefa mér fósturjörð, landi sem upp með ól og flýja undan spillingunni og reyna að finna skjól. Ég valdi flóttann, ég valdi að lifa svo ég varð að fara. Byrja upp á nýtt þar sem réttlætið enn er til staðar. Ég flúði ekki fjöllin, fossana fögru eða bjartasuma nótt, heldur þá ræktni og græðgi sem dreifði sem drepsótt. Íslands styrkur áður var samhellni hverju þraut, en what in it for me er nú hinn eina rétta braut. Í stað þess að skína skert sem samheldin þjóð, þá verum við sundruð og undir kraumar hatursins glóð. Það er sárt úr fjarlægð að fylgjast með sinni þjóð, þar sem framtíðarsýnin var áður svo björt og góð. Það ræður eilítan ríkju með hroka og heimtu frekju, sem setur allt á hausinn og kennir þjóðinu að á sekju. Horfinni virðing fyrir náttúru sem okkur áður var meðfædd, því henni maður græða, svo nú hefur hún verið einkavædd. Ísland með sína vistvænu orku og dýrmætt fiskimið er til við öllu sín þegnum sanna draumalandið. Ef gróði á landsins gæðum myndi renna í þjóðarmalinn í stað þess að vera í skattaskjólum falin. En þetta er ekki minn dómur. Þetta er mín saknaða tár. Við vonum að þjóðin vakni og lækni öll sín sár. Að hún aftur mig endurvekki þá samið sem að dó, að auðlindin nýtast í þá allra, að allir eigi nóg. Að fólki fá vinnufrið, frelsi og rót til að sýna sitt besta, að þeim skoðun sem hafnað, sem alveg öllu til versta. Sjálfur muni aldrei aftur snúa aftur til mér fósturjarðar, brýrnar eru brendar, framtíð mín er ekki þar. Vá, þakka þér fyrir þetta úti. Ég verð nú að viðurkenna það eru kaflar í þessu sem að bara koma verulega við mig og sko, ertu að skrifa þetta svona bara til þess að fá frelsi frá djöflaeyjunni eins og Einar Kárason kallar Ísland? Já, sko maður hefur ekki viljað, maður má ekki íta í baksýnisspegilinn, bara horfa fram á við og hætta svo væli. En það er erfitt þegar maður fær ekki réttlæti og sér svo bara hlutina endurtakt aftur, að þá var mengst að fá útrás. Og ég veit að þeir sem að hafa sér mest í frammi, þeir sem að fá titilinn virkir í athugasemdakerfi, og ef einhver heyrir þetta þá mun ég fá þessa internet afhaushöggun. Hvað er þessi gæi að bladra eitthvað, hvað hann gerir svona allt þetta. Og það mun örugglega koma, en málið mér bara svo slikt saman. Ég bara fá útrás fyrir að segja hvernig þetta er og hvernig þetta var og líka þetta má ekki gleyma, sko, við skulum bara hafa það í huga. Sjálfur stóð ég frammi fyrir því ítrekkað. Á fyrstu árum eftir misti húsi og allt að farið. Stóð ítrekkað frammi fyrir því að allar sem er sjálfsvíg. Og gekk mjög nærri, satt eins og næstu hér jólunótt í skógi með Kristnes sem bjó með snörum hálsinn og tilbúin að hoppa fram af kletti sem það var. Og þetta gekk svo langt og það er staðreynd að fjölda margir, sérstaklega karlmenn, því þeir berið þetta allt innan með sér, tóku sitt líf út af því hvernig hrunið fór með á. En þetta má ekki tala um, þetta er samt svona. Að fullt af fólki tók sitt líf út af því hvernig hrunið fór. En svo er svo bara eitt með eins og þessu kjafta á sín tíma hrunið að það var að tala um að almenningar keypt svo mikið af svona fínu sjónvarstækjum. Já, flatskjárinn. Flatskjárinn, það var stærsti glæpurinn. Og hvað hefði maður svo fyrir 2 árum síðan? Við var allir á Tenerife. Bara sama pakki komið aftur og segja sem hlutina. Og þá finnst mér, þá hugsa ég bara skýtt með þetta. Ég segi þá bara sem mér sýnist og svo er það bara að hafa það en ég er í Svíþjóð. En sko, þú ert bæði að tala náttúrulega alveg rosalega alvarlega hluti eins og nóttina sem þú ert næstuði búin að fremja sjálfsvíg og er náttúrulega alveg óbúslega viðkvæmt umræðefni, en það er líka í þér sko þessi svipa. Það er þú ert bæði svona einlægur og viðkvæmur en líka dálítið illskeittur með svipun og lofti. Er það leiðin? Nei, ég er nú ekki leiðin að vera sem sko,
eins og ég er búin að vinna í 40 ára með börnum sem ekki passa inn í kerfið og þar hefur aldrei aðferðin hefur alltaf verið eins og segja fyrir Bandaríkjunum ensku kill them with kindness og þó svo ég sé harður hérna í þá samt hann í lokin að þá mér einlægt þykir rosalega vænt mitt land og að flytja burtu og engin óska staða og líka að eitt að þegar þú flyttur burtu svona fullorðin og það er að læra nýtt tungumál að þá svona í 50-árum þá hverfur getan til að læra nýtt tungumál og þegar þú kemur inn í nýtt samfélag og kannt í tungumálið þá þinn persónuleiki ég sé alltaf að ég hefði gott af þessu eins og ég hefði talað alltaf í kútsinn áratugum saman og svona yfirgangssamur erfiður umgengni en þarna og hlusta aldrei á fólk en þarna neyddist ég 2 ár með að læra tungumáli og þegja og hlusta. Þannig að það var svona upphafspunktur nýrrar auðmýktar kannski. Já, sem var algjör óþekkt í mínum tilviki. Já, þetta er ekkert einfalt að flytja til annarra landa sko. Ég hef reynt það sjálfur og einmitt maður saknar það ekki alltaf sko hins ómanngerða á Íslandi. Maður saknar alltaf náttúrunar, maður saknar birtunar, maður saknar lyktarinnar en það er ekkert endilega þannig að maður sakni mannlífsins allt og mikið því það er svo margt ruglið í gangi. Deilirðu þeirri tilfinningu með mér? Algjörlega. Það sem hins vegar með mig og aðra Íslendinga er að hérna það er þessi Íslandi í sjálfu sér óbyggilegu klettur, það er alltaf skíta veður og það er hættult að fara milli húsa, það er vont veður og alveg hendur að fólk er út á milli húsa þetta í dag sko, en það er þessi ótrúlega væntumþykja fyrir síns landinu sem er í göttum sem maður getur ekki skýrt og hún brýst pínlítið út í þessu litlugaði syndrom að við erum alltaf að rembast við sem að best í heimum hitt og þetta og staðreyndin er að við erum ótrúlega magnaður þjóðflokkur sem og ég segi alltaf við sérstaklega við glíma á æfingum menn tala að út svo sterkur getur tekið sem við finnum aldrei til nei, okkur Íslendingur við erum rosalega sterkir og okkur finnum aldrei til en við erum einhver rosalega heimskir þannig að við sjáum ekki gallan eða hvað er hættulegt af því að við bara getum það allt saman og það er það sem gerir okkur að svona krúttlegri þjóð og hérna magnaði þjóð sem hefur allt þetta verið í dag að hugsa það eins og með allur heiminum berjast við vandamál hvað eldsneyti á nota það er ekkert vandamál í Íslandi, við getum bara ákveðið kvölda ef við hættum að nota bensín og byrja daginn morgun á nokkuð vandamál það er svo fullt af hlutum sem á Íslandi sem við getum og það er alltaf að segja okkur að við öll höfum það svo gott en það bara er ekki þannig. Það er ekki þannig. Þetta er þetta með meðaltölur að það er alltaf þannig að ef þú stendur með annan fótinn í 80 gráðu heitu vatni og hinn fótinn í 20 gráðu heitu vatni þá er meðalitinn einhverja 70 gráðu eða meðalitinn kannski einhverja 40 gráðu slaus en hvað er það? Þá líður samt ekkert vel. Þú brennur örfættum og frýst á hinnum og þegar þú tekur meðaltal á hvað þjóðin hefur gott þá er nákvæmlega svona að það er fullt af liði sem hefur rosalega gott það er líka fullt af liði sem hefur rosalega slæmt og það máli finnst að og eins og maður sé hérna í Svíþjóð að það eru hérna fólk sérstaklega í minni bæjum þar sem var sem sko að bæjum hafi byggðu kringum einhverju járnverksmiðju sem var síðan bara lokað þá er þetta bara nákvæmlega saman maður svo gerist á fiskiplássum í Íslandi, þetta er bara alveg eins en fólki gæti ekki flutta því að það hefur lagt allar sér penning í húsefni þannig að það voru verðlausar hvert áttu að fara og þá myndast þessi gremja og reiði og svo þeir sem alast upp kringum það alast upp kannski það sama og þannig við það alast upp bara kannski heila kynslóðar af fólki sem lifir illa og þú smittar þú smittar börnin þessari vanlíðan. Já. Og þrælslundin sem þú yrkir endalaus kúgun sem við köllum menningubundin af þrælslund við lifðum í blekkingu skrokkurinn var sterkur en lundin óttalegt grey best í að kyngja öllu og segja allt er ok. Það er þessi þrælslund hún kemur endurtekið í veg fyrir umbætur hjá þjóð sem býr við svo miklar náttúruauðlindir að hvert einasta mannsbarn hér og 1.000.000 gestir
ætti að geta sko baða sig í hérna gulli og gleði. Og líka að það að hérna við höfum góða skóla og menntun allt þetta og samt og tekist að rústa þessu með því að eyða innanfrá og það sko, nú þannig að ég í eðli mínu semst kapitalisti. Mér finnst að þeir sem eru semst flinkir og duglegir og gera lífið eitthvað betra, finna upp og góðum hlutum, þeir eru að græða því. En núna síðustu áratugi, þá hefur kapitalism snúið það að þú fer bara í skattapeningana og vilt fá þá. En það er ekki kapitalismi. Það er bara græðgi og svo það er komið milliliðir í allt sem gerir ekki neitt. Ég sá þetta svo vel fyrir mörgum ár síðan að þá var tengdamamma mín, hún skúraði hjá póstunum. Hún og vinkonur skúruð. Og þetta gaf ekki traukapeninga. Það gerði þetta svona, það var annar vinnu og fór eftir vinnu og skúruð og þegar það komið þá var kannski einhverja ennþá að vinna sko, en það settist bara niður og fengur sér kaffi með þeim og svona og svo var bara þrifið þá og bara þrifið það sem þurfti að þrífa. Það var skítur veginn og bara þrifið líka. Skortinu var hann sagt upp því að nú var komið sko svo fínt að komið fyrirtæki sem að bauða upp í þjónustunum. En þegar búið að vinna á þessu fyrirtæki var miklu laun. Og það sem pósturinn fékk var að þeir fengu sem sko lélegri þjónustu af því að þá var komað, fólkið sem kom, það bara kom nákvæmlega klukkan 5 og þreif bara nákvæmlega þetta og ekkert annað. Þannig að pósturinn fekk verri þjónustu en þeir sem unnu vinna fengu verri laun. Hvar fóru þessi peningar? Þeir fóru einhver milliliðir sem gerði ekkert. Og ef ekki vinnur fyrir launahjörnum, þá ertu bara aumingjað þjófur. Já. Manni finnst stundum eins og við þurfum að ná afturtaki á gömlu gildunum, sumum gömlu gildunum. Sannarlega var margt alveg ömurlegt í fortíðinni, en það er svona eitthvað sem að hérna er á hreyfingu núna sem að manni finnst að við þurfum að nálgast aftur. En sko hérna, ég ætla nú að fá bara að birta þessa drápuðina á vefsíðu samstöðvarinnar annarkvort í kvöld eða á morgun og ég þakka þér kærlega fyrir það, Jón Óðinn, að leyfa okkur að frumflytja hérna þetta hugarverk þitt sem að kemur allavega við hérna mínar hjartarætur. Sko, þú segir undir lokin í ljóðinu að það liggi alveg fyrir sjálfur mun ég aldrei snúa aftur til minnar fósturjarðar, brýrnar eru brendar, framtíð mín er ekki þar. En á maður nokkuð svona að segja aldrei, heldur það gæti ekki kannski runnið upp svo stund að þú komir aftur heim. Og af hverju spyr ég þið þessara spurningar? Vegna þess að við erum svo fá og smá að fyrir hvert svona sjálfstæðan hugaðan einstakling sem yfirgefur djöflaeyjuna þá verður djöflaeyjan fyrir ákveðnum skaða, svo ég segi nú bara mína skoðun á því. Já, það er hérna, ég með mína íslensku auðmygt þá er ekki vafið það að mikil missi fyrir Íslandi mér samið, nei, en það er sko, það er þannig að ég kom síðast í Íslands 2019 og leiður lendi að þá heltist ég við gamla þungleitið og svo fór ég til Akureyri og þetta bara þegar ég kom aftur til Svíþjóðar að þá sökk ég dýpra en ég hefði verið í mörg ár. Og bara við það að rífa sér sólinn þannig að ég þori ekki að koma til Íslands. Til þess að nú þannig að það hafi verið sko yngsti sonur minn býr í Ísland og er pródúsent og er að standa sér vilja með rapp, músík og svoleiðis, þannig glaður að fara heim til Íslands og fylgjast með því sem hann er að gera og ekki til löngu síðan þá dó eldri systir mín sem var mjög náin og ól mjög upp en ég gat ekki farið heim hérna í Jarðarför. Það er bara þannig. Og ég veit líka að hún hefði aldrei samþykkt að því hún þekkti þessa dökku hlið mína. Hún hefði sko beinlega sagt mér þú kemur ekki heim mín í Jarðarför eins og þau lífur. Þannig að það er bara of mikill sársauki. Já. Lastu bókina mína, Besti vinur Aðal? Ó já. Já, er það. Það er svolítið fjallað fólk sem hefur neyðst til þess að búa utan landsteinina. Margt á okkar besta fólki.
Heyrðu Jón Óðinn, eins og ég segi, það er alltaf mannbætandi að heyra í þér og ég vona að haldir áfram að svona senda okkur einhverjar meldingar, hvort sem að það er í gegnum Facebook síðuna þína eða hvort þú hefur samband við mig og við höfum eftir að taka fleiri samtöl hérna á samstöðinni eða hvernig það er, en ég vona að þú haldir áfram að láta heyra í þér því mér finnst að við þurfum að heyra í manni eins og þér. Já, þú skalt fara varlega í það hvað þú óskaðir. Já, en það er þessi blanda einmitt af kaldhæðninni og einlægninni sem ég elska. En ef ég að segja þetta gott í bili og minna ykkur hlustendur og áhorfendur á það að frá með morgundeginum þá held ég geti lofað ykkur því að ljóðið hans Óta, það verður komið inn á vefslóð samstöðuna, samstöðin.is, og það er alltaf góð hugmynd að lítið þangað, ekki síst er góð hugmynd að fara inn á áskriftarhnappinn sem er á samstöðin.is og styrkja samstöðina. En Jón Óðinn, kæra þakkir fyrir mig, vinur minn, og ég bið að heilsa frúnni og bara bestu kveðjur til ykkar. Já, takk svo leiðis og bara ég vil ítrekka því sagt við áður að ég dáist að hugrekki sem blaðamaður. Æ, takk fyrir það. Við kannski hef ég bara verið innblásinn af fólki eins og þér. En við segjum þetta gott í bili og vertu blessaður, Jón Óðinn. Blessaður. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ímyndaðu þér þú hafir aðgang að einhverjum sem hlustar á þig, samþykkir þig skilyrðislaust, skilur þig betur en allir aðrir, sem leysir verkefnin á sekúndu, sem virkar eins og ókeypis persónulegur aðstofamaður, sem veit næstum allt, sem getur hjálpað okkur að taka ákvarðanir, skilja okkur sjálf betur, leysa vandamál og koma skikja á hugsanir okkar, sem veitir sálfræðiþjónustu, lögfræðiráðgjöf og markþjálfun og jafnvel uppistandsþjálfun og danskennslu. Þetta er allt til taks í símanum okkar. Og ég er að lesa þetta út af því að það var gervigreindin sem bjó til hennar texta. En umræðuefni dagsins er þessi stórkostlegu möguleikar gervigreindarinnar og það forskot sem er í boði fyrir þá sem tileinkar sér gervigreind sem bæði í lífi og starfi. Og hjá mér er Fjalar Sigurðarson sem er sérfræðingur á þessu sviði og veitir ráðgjöf varðandi hvernig við getum nýtt gervigreindina á hagnýtan hátt. Og ég ætla að byrja á að spyrja hann hvernig hann nýti gervigreindina á hagnýtan hátt. Og Fjalar, velkomin. Þakka þér fyrir, Ásdís, og það fór nú pínlítið mig í þessum inngangi. Ég held að þú værir að tala mig, sko. Það var eins og að tala gervigreindina en ekki mig sem átti að gegna öllum þessum hlutverkum hana. En ég nota gervigreind, held ég næstum því í allt sem ég geri. Já, vá. Það bara eiginlega valla orðið það svið í minni tilveru þar sem ég get ekki fundið einhverja aðferð til þess að nýta hana. Það samt held ég rosalega mikilvægt að því að ég var einmitt að hjálpa eldri konu daginn að koma sér að stað í gervigreind og ég náttúrulega gerði það bara eins og ég geri venjulega, sýni bara hvaða tól var hentust að nota og svo framvegis. Síðan fekk ég frá henni skilaboð og hún var svo upprifin, þetta var svo gaman, hún var að upplifa svo margt í þessu og svona að hún orðaði þetta svona að hún bara svo mikil góðu vinur minn. Já. Og þá ætla ég eiginlega að setja upp varúðarskiltið. Já. Og sko, gervigreindin getur verið svolítið mikill psykopat af því að hún svo mikið hönnuð til þess að peppa þig upp, taka undir með þér að maður þarf að vara sig á því, hún ekki vinuðin. Þetta er í raun og veru í grunninn á bakveit allt saman forrit. En ég verð samt að koma inn í þetta. Já. Hvað að því að eiga svona
styðjandi, góðan, samþykjandi vin. Vegna þess að þú ert ekki með sterkan móralskan kompassan á bakvið. Þú getur ekki treysti að hún peppið ekki upp í einhverjar pælingar sem eru bara í fyrsta lagi alls ekki góðar fyrir þig og jafnvel bara ekki siðferðislega góðar. Við höfum ekkert garantí fyrir því og fólk hefur bara sumt og ég nú að tala um kannski öfgadæmi. Fólk hefur farið svolítið langt í það að þetta farið að líta á þetta sem einhver djúpan persónulegan vin og menn hafa síðan bara lent í einhverjum stórfelldum vandræðum þegar það hefur orðið uppfærsla eða breyting og öll fyrri sagan hefur horfið eða módelið sem voru að nota ekki lengur til staðar. Þetta bara að vera búin að missa vin. Já, auðvitað er þetta lítil prósenta eins og alltaf, en það alltaf þessu öfgadæmi sem geta verið hættuleg fyrir þá sem eru kannski viðkvæmir fyrir því. Fólk sem er í erfiðri stöðu, einmanna eða eitthvað slíkt, það fyrir að halda að þetta séu raunverulega persónuleg tengsl. Þetta eru ekki raunverulega persónuleg tengsl. Já, mér langar einmitt að koma inn á það hérna, sko, auðvitað verður aldrei þarna sál eða innsæi eða neitt af þessu mannlega þarna inni. En þessi samt sem áður, það sem að ég upplifiði, út af því að ég er svona eins og þú, ég er mikill aðdáandi og ég hef svo gaman að þessu og eiginlega einmitt kasta öllu þarna inn og mér langar nú kannski byrjuðu bara á því að nefna nokkuð dæmi. Þú veist, út af því að þú sagði mér að þú hefur fengið aðstoð við danskennslu. Já, ég er búin að nota þetta, ég er búin að nota þetta allt. Mér langar samt bara að ljúka þessum punkti sem við talum að hún, sko, gervigreindin er í grunninn ekki að hugsa. Hún er alltaf að reikna hvað á að koma næst. Já. Hún hefur bara einfallega það sem að þessi mállíkön, eins og þau eru útbúin, þá tekur einfallega allan texta sem þú mögulega finnur í heiminum, hvort sem þú tekur það bara skrapar það af internetinu, stelur því af íslenskum rithöfundum eða hvað þú gerir, steypir þessu öllu í eitt allsherja risastórt net, þar sem hún byrjar að tengja saman hvar standa orð gjarnan saman. Og það er svo erfitt að ímynda sér þetta því þetta er á svo stórum skala en hún er í rauninni bara með kortlagningu á öllum orðum heimsins í öllum tilvikum þar sem þau hafa verið skrifuð niður þannig að hún veit hvað er líklegast að komi næst. Þannig að hún er að spinna, þess vegna heitir þetta spunakerfigreind. Já. Ég hins vegar... Tölum aðeins þá meirum þetta. Okay. Ef við hugsaum þetta, hvaða upplýsingar þetta eru, þá er þetta í rauninni að hafa aðgang að öllum upplýsingum heimsins. Ég myndi halda alveg örugglega öllum þeim sem eru opin og aðgengileg. Oft þeim sem eru aðgengileg en ættu kannski ekkit endilega vera opin. Þannig að hún er að skrapa í raun og veru allan skrifaðan texta sem hún mögulega getur komist yfir. Eigum við að fara í eitt atriði sem kom bara upp hérna þegar þú settist hérna inn, þá vitnaði ég í eitthvað sem ég fann um þig í hérna þegar ég var að spyrja gervigreindina úti í gærkvöldi og þar kom þessi fleyga setning. Gervigreindin mun ekki taka starfið þitt en manneskjan sem kann á gervigreind geti gert það. Og þú andlitið á þér, þú bara hálf fölnaðir hérna. Ég misti andlitið því að ég var svona að leita svona í morgun, sko því að þú varst aðeins í gær. Ég var að taka svona refresher í morgun til að gleyma ekki ákveðnum punktum og svona baði hann að koma með svona einhverja one-liners, einhverja svona hnittnar setningar sem að make a sense í þessu. Og þá kemur hún bara með nákvæmlega þetta sem þú ert að segja að gervigreindin kann ekki að taka starfið, gæti verið að taka ekki starfið þitt, en manneskja sem kann á gervigreindina mun gera það. Ég held að ég ætla ekki að segja ótti, ég held að það sé val hvers og eins. Hvað heldur þú að hafi gerst þarna? Má ég spyrja það að því? Ég held að við séum einfallega að spurja keimlíkra spurninga, erum í svipuðum gír, við erum bæði að undirbúa okkur fyrir að taka hérna viðtali í klukkutíma, þú að taka það, ég að sitja fyrir svörum og spjalla um það. Þannig að hún er að sækja í eitthvað, þetta er ábyggilega einhver setning sem er búið að segja 1000 sinnum einhver staðar. Og svo verður líka þessi feedback lúpa að ef að gervigreindin býr til svona setningu og fólk fer að nota þessa setningu, þá þegar gervigreindin kíkir næst á það hvað fólk er að tala um að þá grípur hún setninguna sem var upphaflega höfð eftir gervigreindinni. Þannig að þá verður alltaf svona styrking og það er kannski ákveðin pæling. Mér finnst eins og svo spennandi að skoða það. Að það sem er að gerast núna, að því að sko gervigreindin er bara í rauninni á byrjunarstigi. Hún er að vinna með texta, þetta eru mállíkön. Stóra málið, stóra breytingin mun koma og er byrjuð að malla. Það er þegar hún fer í heimslíkön. Þegar hún fer í það sem kallað eru world models, þá fer hún að skoða heiminn raunverulega eins og hann lítur út.
og við erum með njósnara, útsendarar gervigreindarinnar að keyra hérna alla götu bæjarins. Tesla með myndavélar allstaðar á bílnum og þeir safna þessum upplýsingum, nota til að þjálfa sína grein til þess að bílinn geti keyrt sjálfur og svo framvegis nota þetta í tryggingamálum og ýmislegt. En þetta það sama og til dæmis það eru til svona róbótar sem hafa verið seldir núna nýlega til heimilisnota sem heita 1X, frekar en X1, sem eiga hjálpaði við heimilistörfin. Þeir eru með sjáandi auga af því að sko gervigreindin getur fundið núna í mállíkani, getur hún sagt ýmislegt tilfinningar og ást og ýmsa hluti sem hefur verið skrifað Já. En hún hefur ekki hugmynd hvernig þú átt að brjóta saman viskustykki eða peysu eða eitthvað svoleiðis. Ekki nema sem einhver textalýsing af einhver af því að það hefur verið skrifað mjög mikið ástina en ég held að það hef ekkert verið skrifað rosalega mikið hvernig þú raðar í uppþvottavél. Þannig að það sem að gervigreindin að byrja að læra með öllu þessum myndefni sem að koma úr Teslunum, sem að koma úr þessum róbótum sem inn á heimilum, þá hún að byrja að taka inn heimsmyndina eins og við sjáum heiminn. Og þar eiga stóru hlutirnir eftir að gerast þegar hún ekki bara að vinna á því að vinna í textum. Eins og núna, ég hef notað gervigreind til dæmis til að laga dyrasíma. Ég tek bara mynd af dyrasímanum, búin að opna og taka af honum og það eru vírar og greinilega einhverju lausir og ég segi á þetta að vera svona. Hún kíkir á þetta, hún segir já þetta Siemens dyrasími D14, D2 eða eitthvað, kom einhver serialnúmer og síðan gat hún sagt mér þessi víra á að vera þarna og þessi á að vera þarna. Algjör snillt. Og þetta hún að gera því að hún hefur aðgang kannski að einhverju handbók, einhverju manúal. En þetta áhugavert. Þú ert semst að segja að hún sé eiginlega að fara að nýta svona þessar visual eða semst sjónræna heim og vinna úr honum með þeim hætti að það með raunveruleikan meira. Já, af því að hinga til hefur hún alltaf unnið á texta raunveruleikan. Þetta verður mikil breyting. Já, þegar hún að segja þær að gera hlutina svona og svona og hinsegin, þá hefur hún aldrei séð þetta þannig séð eins og við sjáum. Hún bara búin að lesa texta það og veit hvernig það virkar. En má ég spyrja þig, út af því að það hefur kannski með gagnaver og gagnagrunna að gera. Ég fæ bara alveg tilhugsun allt myndefnið sem að Teslan getur safnað. Það lítur að vera alltaf gríðarlega mikið. Hvernig unni með svona upplýsingar? Hefur þið hugmynd það? Já, sko, menn hafa ekki alltaf tengt saman það sem að Elon Musk að gera en Starlink verkefnið hans að skjóta gervinhöttum á brautum jörðu bæði communication, samskiptamál, en hann líka með hugmyndir það að vera með gagnaver úti á sporbaugum jörðu. Af því að þar ertu komin með það sem að vantar alltaf og það kælingin. Þar fimbulkuldi, þar þarf ekki að eyða næstu því allir orkunni að kæla gagnaverið, en þetta Það ekki algjör snill bara. Við erum komin út í stóru myndina en og það sem framundan þetta það sem að menn hafa talað sumir hérna fyrir bara stuttu síðan voru menn ennþá að tala þetta væri bara bóla eins og var sagt interneti á sínum tíma. Það sem að gerast núna að með þróuninni í gervigreindinni, viðmóti gervigreindarinnar eins og hún birtist fólki, hefur notkunin aukist svo mikið núna síðustu mánuðina að orkan takmarkandi faktor að bara hreinlega ná í nógu mikla orku til að gera þetta en síðan auðvitað örgjörfur og örflugur að framleiða nógu mikið af þessu og það sem að breyta skakvart almennum notanda það að þetta hefur verið oft mikið af þessu verið ókeypis, þú gast gert rosalega mikið ókeypis núna rukkunarmódelið að færast yfir í það að þú munt borga meir og meir í samræmi við það sem þú ert að nota. Þannig að hversu mikil vinna, hversu mikil notkun á gagnaverinu eða örgjörunum að því sem voru að biðja þá fer kostnaðurinn þinn að aukast í réttu hlutfalli. Og ef við förum í kannski bara þessa raunverulegu notkun. Það svo margt núna í gangi. Já, ég veit það. Sem ég hugsaði, ég ekki búin að segja hlustundu hver þú ert og út af því að gervigreindin gerði smá prófíl hérna. Finnst þér ekki komið tími til að segja Jú, að fletta ofan að þessum leyndamáli sem ég vissi ekki einu sinni. Já, þig. Já. Ég sagði hérna fyrir nokkrum dögum við viðmálanda eitthvað sem að gervigreindin hafi sagt mér og ég
Já, nú ert þú frægur tónlistarmaður. Hann kom alveg að fjöllum, þannig að láttu mig vita ef ég er með einhverju vitleysu. Já. En við, sem sagt, ég man mjög vel eftir þér í fjölbrautaskólanum í Garðabæ fyrir 45 árum síðan. Má ekkert fara út í það hvað er langt síðan, en það er mjög langt síðan. Já, en allavega, hér stendur. Við erum að tala mann sem hefur tekið alla sína yfirgripsmiklu þekkingu og reynslu úr efstu lögum stjórnsýslunar og markaðsmála. Hann er reyndur sjónvarpsmaður og hann hefur beislað það afls sem er að breyta heiminum okkar í dag, sem er gervigreindin. Fjalar Sigurðarson er ekki bara að fylgjast með þróuninni, hann er að leiða okkur í gegnum hana. Hann mætir hingað með skarpar gáfur, þrotlausan kraft og þekkingu sem flestir aðrir eru rétt að byrja átt að segja á. Heyrðu psykopatinn í honum, sko. Það er eins og hann sé að peppa mig upp og þetta er svona eins og, sko, keiftur aðstofamaður sem er alveg, þú ert geggja. Ég gerði þetta rosa jákvæmt, þannig að Fjalar verið glaður. Þannig að þú sem er psykopat, já. Já, ég vildi, allavega hafa einhver smá essens í þessu. Ok, í dag nýtum við okkur hans tæknilegu innsýn til að læra hvernig við getum nota gervigreindina, ekki bara sem leikfang, heldur sem hagnýtt og skilvirkt tæki til að ná árangri sem okkur dreymdi ekki fyrir örfáum misserum. Það er ekkert smá, en þú varst með einn bútan í viðbóta það ekki pólitísk afskipti mín. Jú, ég svo sem sko, ég setti, já. Hvað sá? Hún sá að vera í miðflokknum og vera mikið að beita þér fyrir mannréttindum og börn og eitthvað. Já. Þarna ruggla hún saman að ég var að googla hana Kristínu Kolbrúnu. Já, á svipuðum tíma. Já, og það hefur bara slegið saman. Og ég sagði, heyrðu, þetta stemmir ekki. Og hún sagði, fyrirgefðu, þetta er bara mistök hjá mér. Fjalar er ekki með í flokknum. Og svo er hún alltaf svo rosalega auðmjúk gervigreindin þegar hún er alveg rétt hjá þér, þetta var rangt hjá mér, en þetta er nefnilega það sem hún gerir. Hún segir hluti stundum af 100% sannfæringu og að því þú nefndi nú einu sinni áðan fjölbrautaskólann í Garðabæ, þá var ágætur stærðfræðikennari, minnir hann hafi heitið Ögmundur, sem að horfði einhvern veginn á mig eftir að ég hefði komið með einhverja mikla stærðfræðilega yfirlýsingu og sagði, þú ert svo hættulegur. Þú segir allt svo sannfærandi en ert bara að tala bölva vitleysu. Ég held að þetta sé mjög góð lýsing á því hvernig gervigreindin gerir stundum. Hún hreinlega bullar af yfirburða sannfæringarkrafti. Þannig að maður þarf alltaf svolítið að hafa varan á. En vákvæð er snildarsetning hjá Ögmundi. Já. Og þú er búin að nýta þetta vel. Hann súmur þetta mjög vel upp. En er þetta ekki bara lýsing á góðum fjölmiðlamanni? Jú, kannski. Segir bara að vitleysu, að miklu sannfæringarkrafti. En lofar að segja okkur bara sannleikann. Já, ég skal eins og ég veit hann. Og það sem ég ætla að segja fyrst er, ég hvet alltaf alla sem er í kringum sem er að pæla í þessu er bara, viltu vera í hópnum sem situr upp á palli og horfir á, eða langar það að vera inn á vellinum og taka þátt í þessu? Og þá segi ég, vertu bara óhrættur við að prófa þig áfram. Ég mæli til dæmis með fyrir þá sem er að fikta sig áfram og vilja tala íslensku að nota Gemini. Allavega hinga til yfir Gemini skara svolítið fram úr, það er mótil frá Google. Og Gemini er þá Gemini eins og tvíburamerkið. Og að prófa sig bara áfram. Og það sem ég held að ég hefi hjálpa fólki oft mest með er það þegar það segir, já ég veit ekki, það kemur bara þessi spjallgluggi. Og fólk þau falla stundum svolítið hendur. Hvað ger ég nú? Þá segi ég alltaf, farið eftir því sem þú er áhuga og byrjað á því. Og byrjað á því að biðja gervigreindina að hjálpa þér að nota gervigreindina. Já, það er alveg brilljant. Þannig að segðu bara einfallega að ég er að stíga minn fyrstu skref, ég veit ekki alveg hvernig ég á að fara að þessu og mér langar að nýta hana en ég veit ekki alveg hvernig ég á að nota hana. Ég hef áhuga á þessu, ég er þetta gamall eða þetta gömul og er með þennan bakgrunn og mér langar svolítið að velta þessu fyrir mér eða hinu. Og hún er ekkert að gera sér breiðari heldur en hún er, sko. Hún er alltaf að segja, ég er bara tæki, ég er bara vél. Þannig að hún er ekkert að reyna að vera mennsk, sko. Nei, og hún, sko, það sem að ég segi síðan alltaf er, að þessi promptið, þessi skipun sem þú skrifar inn í spjallgluggann. Eða talar, ég er farin að bara tala alltaf. Já, nákvæmlega líka, en það sem ég ætla að segja, sko, uppbyggingin á því, að þú hugsar hann í þrennulegi, ef þú byrjar á því að gefa gervigreindinni hlutverk. Já, segjur hver hún er. Já. Nú ert þú, eins og ég myndi segja, heildrætt
náttúrulæknir. Já, með mikla þekkingu á mannslíkamannum og hefur farið í svona afli hugans. sjamanám og ert hugsanlega með ert hugsanlega skygg. Já, hefur náð langt í andlegum málum. Já. Sko, þá segi ég gefðu hlutverk, legðu fyrir hana verkefni og skilgreindu hvernig útkoman á að vera. Af því að stundum ertu að biðja hana um mynd, stundum ertu að biðja hana um texta, stundum ertu að biðja hana um svona bullet points og vertu svolítið ákveðin í því að segja gefðu mig bara knappa skýringa á þessu. Ég vil fá svarið í 50 orðum eða ég vil fá alveg 1000 orða ritgerð þetta. Já. Þannig að því meira sem þú í raun og veru leggur inn af fyrirmælum og segir inn í hvert verkefni segir inn af því að þegar þú byrjar að tala við gervigreindina þá er hún með allt mállíkanið undir. Hvort sem það fjallar drifsköft eða andleg málefni. Já. Þannig að því fyrr sem þú segir, þú ert eins og þú sagði sérfræðingur í andlegu málefnum og sjamanfræðum og einhverju slíku, þá ertu búin að þrengja sjóndeildarhringinn og þú færið alltaf betra svar. Ég var til dæmis að og við skulum taka dæmi þetta. Já, hvernig við getum unni með eitthvað svona viðfangsefni þannig inni. En ég bara Kolla Grassalæknir og vinkonur voru hjá mér í gærkvöldi og hún les úr augum Kolla. Já. Og ég tók mynd af augunum mínum og setti inn í gervigreindina og bað lestur. Já, sem sagt sjamanlega eða svona á þessum nótum. Já, í rauninni byrjaði ég bara að segja, heyrðu, lestu úr augunum samkvæmt, að ég man ekki hvað það heiti, Kolla þurfti að stafa fyrir mig eitthvað, erodology eða eitthvað svoleiðis, en allavega svo kemur einhver, það er ekki mikið að marka þessi fræði og bara langur listi yfir að mjög þetta væri nú, skeptísk. Mjög skeptísk. Þannig ég sagði, hei, ég er ekki að spyrja þig hvað þið finnst þetta. Viltu bara gefa mér bara út frá allri þeim upplýsingum sem eru til í heiminum hvað þú lest út úr þessum augum. Haltu þínu áliti fyrir þig. Já. En svo, finnum eitthvað gott dæmi sem við setjum inn, út af því að má ég segja eitt í viðbúð. Má ég segja eitt, segir þú í þínum þætti, þetta er alveg típist að taka viðtal um mig, það er bara, hér eru við komin í sjón, nei, allt í lagi. Já, ég er að passa að fá En það sem að ég var að velta fyrir mér er að ég kasta einhverju inn og svo, og ég er bara til þess að auðvelda fólki sem er að byrja þetta, það virðist ekki skipta neinu máli. Ég segi bara eitthvað, ég segi getur þú fundið út úr því hvar ég fæ hengirúm eða eitthvað. Já. Og svo kemur hún kannski ekki með bestu upplýsingarna, hann ég segi, heyrðu, ég er á Íslandi, þannig að ég stundum bara þrengi leitina svona smátt og smátt. Þannig að bara fólk getur vita það að það er engin skaði skeðið og bullir þarna bara endalaust. Ég held að það sé svolítið mikilvægt ég held að nú sé ágættist punktu fyrir mig að segja það frá samtali sem ég átti við stórskemmtilega mann daginn sem er eðlisfræðingur og hann var ekki eins jákvæður gagnvart gervigreind og ég. Honum fannst hann ekki að fengið það útrunn sem hann vildi fá útrunn og við vorum bara í svona debatt alveg í langan tíma þetta, hvers vegna við litum svona mismunandi á þetta. Komust loksins að góðri niðurstöðu. Hann var í þrengjandi vinnu, ég var í útvíkkandi vinnu. Það er að segja, hann var svolítið að reyna að fá gervigreindina til að hjálpa sér til að komast að einni réttri niðurstöðu. Ég var hins vegar að nota hana til að útvíka mína hugsun einhver ákveðna hluti, fá margar hugmyndir sem að ég myndi síðan leggja mat á og ég held að þar sé oft stóri munurinn fólkin í því hvort fólk segi þetta virkar ekkert eða þetta er frábært. Og mér finnst gervigreindin virka best þegar hún er að ég legg upp fyrir hann eitthvað, nú er ég að hugsa þetta. Ef við segjum bara ég er að velta því fyrir mér að fá mér þurrkara. Að þá myndi hún bara koma með að segja, ok, þurrkarar, sviðið þurrkarar virkar þannig að það eru til barkalausir og barkaþurrkar og það er til svona og svona, það er orkunótkun og það er hraði og það er hiti og ég veit ekki hvað og hvað. Hún kemur með þessa parametra og rammar svolítið inn sviðið sem ég er á og hjálpa mér allt í að muna eftir og ég nota náttúrulega fáránlegt dæmi þurrkara, það er ekkit kannski sakalega flókið, en bara hvað annað sem er. Ég hef notað dæmi til dæmis af því ef þú ætlar að fara í ferðalag. Ef þú segir við gervigreindina, mér langar til Ítalíu, komdu með hugmyndir. Og hún kæmi þig og þú geti farið þarna, þetta geti,
þarna ert þú að reyna að koma með prompti sjálfur. Þarna segi ég, þetta er perfekt fullkomið dæmi. Ég gerði þetta dæmi, má ég segja frá því? Já, þegar ég var akkurat að fara til Ítalíu páskana. En ég ætlaði nefnilega að segja það frá aðferðinni sem að myndi held ég hjálpa mörgum, sem er í rauninni fólkin í því að í staðinn fyrir að biðja hana bara að koma með hugmyndir, það er að segja við hann, komdu með prompt fyrir mig, kom þú og hjálpaði mér að búa til skipun til þess að ég geti beðið gervigreindina að skipuleggja ferð til Ítalíu. Og þú segir bara við erum að fara fjölskyldan, við erum, þú veist og okkur langar að vera í einhvern smá tíma bæði í Róm og svo einhvers staðar upp í sveit einhvers staðar. Komdu með prompt sem að hjálpar mér að fá gervigreind til að búa til góða ferð fyrir mig. Vá, hvað þetta er flott. Þetta er í rauninni það sem ég kalla að setja takka utan á svartakassan. Af því að gervigreindin er svolítið svona black box. Þú setur inn eitthvað, þú veist ekki hvað er að gerast þarna inni og svo færið eitthvað svar. Ef þú spyrð svona og biður hana að búa til promptið fyrir þig, þá er hún í rauninni eins og að setja takka utan og hún byrjar að búa til skema fyrir þig sem þú getur fyllt inn í. Hvað eru þið mörg að fara? Á hvaða aldri eru þið? Hver eru ykkar áhugamál? Viljið þið fara meir í þess áttuna eða þessana? Viljið þið keyra? Viljið þið fara með lestum? Eitthvað svoleiðis. Hún er næstu því að búa til fyrir þig útfyllingar eyðublað. Þar sem að þá ertu ekki að gleyma svona ákveðnum pörtum af því að fara í ferðalag. Þannig að hún er að passa upp á formið og hjálpa þér að búa til innihald sem henta þér. Þetta var í rauninni. Ég sé alveg að ég hefði getað gert þetta betur, en ég rak mér nefnilega á ákveðna þætti. Og ég gerði þetta kannski öðruvísi og átti við hana þetta samtala sem ég sagði, nei, við viljum fara niður á strönd. Já, akkurat. Og við viljum vera þar sem við getum synt í sjónum. Já. Og hún sagði eitthvað svona, það er ekki alveg nógu hlýtt til að synt í sjónum á þessum ástíma og eitthvað svona. Og svo er ég samt að segja, ég vil samt fara, hvað þarf ég að fara sunnanlega? Við erum frá Íslandi, koma á. Já, til hvers að fara til Ítalíu, maður getur ekki synt í sjónum. En allavega, svo þú veist, erum við ná einhverjum grundvelli, erum að skilja okkur aðra, þannig að það er komið góði staður, það sem er ekki mikil túrismi og svona, nema hvað, þegar að mætum á staðinn, eitthvað sem ég hefði trúlega fengið upplýsingur ef ég hefði beðið meiri ráðgjöf, að það voru ekki einu svona opna sundlaugar á hótelinu sem við vorum á, sem var svo rosalega fínt með sundlaug, þegar við vildum svo mikið geta verið í sólbaði og svamlað páskana. Þannig að það er ýmislegt að varast. En er þetta ekki svolítið eins og menn hafa verið að uppgötva í sambandi karla og kvenna, að þú færð ekki það sem þú biður, þú veist, þú færð ekki það sem þú biður ekki Já. Þannig að ef þú biður ekki gervigreindina það, þá er ekki endilega víst að hún segi frá því. Þannig að það er það sem er eiginlega svolítið grunnurinn, því meira af upplýsingum sem þú lætur hann að fá. Og líka annað, meðvirkni er held ég einn stór galli sem að hamlar fólki í að nota gervigreindina vel. Ef þú væri með mjög kláran aðstoðamann og þú myndir biðja hann að skrifa fyrir þig inngangin að þessum þætti og hún kæmi með inngangin til þín og þú segir, já, þú þarft að laga þetta og laga þetta. Og hún fer og lagar hann aðeins til, kemur með hann aftur. Hversu oft værir þú til í að reka aðstoðamanneskjuna þínu tilbaka og segja að skrifa þetta aftur áður en þetta væri orðið mjög óþægilegt? Bara einu sinni held ég. Einu sinni, í alvöru? Ekki, ég myndi gera miklu auðveldara með að gaggar gervigreindinni. Já, ég er einmitt að segja það en vandamálið er að mjög margir halda þessari mannlegu meðvirkni áfram inn í gervigreindina. Af því að þeim finnst það bókstaflega orðið pínu óþægilegt að biðja hann að gera þetta aftur. Og það er það sem við þurfum að venja okkur á. Við eigum að nota hann bókstaflega til að slípa hlutina þangað til hann er orðin alveg eins og við viljum hafa hann. Og þá kemur að þessu tekur gervigreindin jobbið þitt. Við gætum lent í því að vera í vinnu þar sem að fyrirtækið þvingar upp á einhvers konar gervigreind eða lætur gervigreind gera eitthvað sem þú gerðir áður. Ég held hins vegar að möguleikarnir séu miklu meiri í því að við sem fagmanneskjur í einhverju jobbi, við getum nýtt okkur gervigreindina til þess að efla okkur í rauninni í starfinu. Ég nota til dæmis, ég starfa sem ráðgjafi í almannatengslum líka og ég er ekki búinn að nota gervigreindina þannig að ég íti bara takka, fái fréttatilkynningu og fari svo bara að fá mig bjór.
fyrir restina af tímanum sem ég hefði hefði ég skrifað hana sjálfur. Nei. Það sem að gerist í rauninni það að ég get nýtt mér hana til þess að verða miklu öflugri. Ég get prófa svo marga nýja hluti, ég get prófa svo margar útgáfur, ég get fellt síðan eitthvað saman og ég get þróa þetta áfram. Þannig að ég kannski að virka eins og 3 manna teymi miðað við þegar ég var í ráðgjöf fyrir 10 árum síðan. Já, vá. Og það reynir þetta rosa góðu punktur. Já, og líka það sem ég held að menn verða að muna það. Alveg eins og ef að þú ert innanhúshönnuður og þú ákveður að taka mynd og biðja hana og svo, það er til dæmis bara eitt dæmi sem ég get bent fólk á, bara praktíst, af því að við erum kannski búin að tala svolítið svona fræðilega líka. Já. Ef þið langar að dekorera stofuna þína eða herbergið eða eitthvað svoleiðis, taktu bara góða víða mynd af stofunni, farðu síðan inn á katalógin á hvort sem það er Fago eða IKEA eða hvar sem þú vilt finna eitthvað, ert búin að finna eitthvað, mér finnst þessi soffi æðislegur, mér finnst þetta flott teppi, þessi gluggatjöldur eru spennandi og þessi ljós á vegg eru bara mjög töff og eitthvað svona. Taktu bara myndirnar af vefnum og farðu síðan inn í til dæmis bara Gemini eða eitthvað svoleið sem er mjög góða myndvinnslu og ég kann ekki að nota boðhátt á hladdu er mjög skrítið á það, hladdu upp myndunum. Já, þú bara lótar þessu inn. Já, þú lótar þessu inn og biður hana einfallega ertu til í að raða þessum húsgögnum á smekklegan hátt og þessum ljósum og annað inn í stofuna mína. Já. Og ég hef gert þetta heimja á mér. Ég notaði þetta bæði fyrir svefnherbyggi og stofu, sótti bara einhvern sjónvarskáp og einhvað teppi og einhvað sófaborðin á IKEA-vefinn og þetta er svo fljótlegt og einfalt og svo bara raðar hún þess inn. Ég er bara með sérstætt app sem að gera þetta. Já, en það er, málið er akkurat þetta að öppin eru tímabundin. Já. Þau eru að reyna að kassa inn á einhverju tímabili þar sem að fólk er ekki búið átt að sjá því að geti gert það sjálft. Já. Og það jafnvel selur einhvern aðgang og eitthvað og stundum hafa þeir vissulega gýrað þetta upp með einhverjum kerfisskipunum í gervigrindinni sem láta hann að vinna betur. Já, en ef þú kannt á gervigrindina og ert til í að prófa þetta og þá getur þú verið í rauninni að velja það sem er til. Já. En í þessu appi þá get ég svona bara að kasta inn myndum. Já. Og hún sýnir mér alls konar útfærslu. Viltu að þetta kósi, viltu að þetta mótern, á þetta skiluru og það er ótrúlega skemmtilegt. Ertu að borga fyrir það? Nei, ekki til þess að byrja með, en svo náttúrulega kemur einhver rukun eða þú ætlar að, en þetta virkaði fyrir mig. Ég held að öppin munu verða minna og minna áberandi, ég held að við förum alltaf nær og nær því að vera bara að tala beint við mótilið, að það er alltaf ákveðið, það sem kallað er harness, er alltaf einhver ákveðið, eitthvað viðmót og þá kannski komum við að þessu sem við höfum talað um. Það eru, mjög margir eru bara fastir í því að gervigreind er bara ChatGPT. Ég hef bent gjarnan á það og sagt við fólk að þú ert að vinna mikið á íslensku, prófaðu endilega Gemini. Það virkar, mér veist, íslenskan þarf að hafa verið mun betri. Ef þú langar að forrita, ef þú ætlar að fara að setja upp lítinn vef eða eitthvað svoleiðis, by the way, sem að ég gerði einmitt af því ég fatt að ég er að fara í viðtal og ég er ekki eins og búin að henda upp vef fyrir mig. Og mér datt það eiginlega í hug í gær. Þannig að ég gerði bara vef og hann heitir fjalarsig.is. Já, gott að vita þeir sem ætla að fá námskeið hjá Fjalari. Já, en það er líka bara þú veist sem magnað er að ég geri þetta bara í klót gervigrindinni frá Anthropic, geri það bara og það tekur mig bara hálfan sólarhring eða eitthvað í svona fram og tilbaka og ég er að gera ýmislegt annað á meðan. Ok, þannig að þar kastar þú inn einhverju Ég er bara að biðja hana og útskýri nógu vel fyrir henni. En auðvitað er ennþá eru svona flækjustig. Þú kaupir lén, er bara svona svo við hjálpum fólki með þetta. Þú gæti gert þetta það eru svo margar leiðir, það eru eins og fyrirbæri sem heitir Lovable. Já. Það er fyrirbæri sem heitir Vercel. Það eru margar þjónustur til að setja upp vefi. Ég myndi ekki byrja á þess að ég væri alveg að byrja græn. En þetta er orðið miklu auðveldara. Það sem við erum að tala um er að það eru þarna mismunandi eiginleikar og þeir sem eru að vinna í rannsóknum eins og ég nota, þú veist. Hefur notað Perplexity? Perplexity nefnilega er, akkurat mannstu ég sagði áðan um að víkandi eða þrengjandi. Ef þú vilt fá mikla vikt í til dæmis ritrýndar greinar og einhverja rannsóknir sem þú getur alveg treyst að séu raunverulega til en ekki tilbúningur frá gervigrindinni, þá er Perplexity sagt vera mjög gott í því.
þegar þú vilt byggja þetta á mjög sterkum ritrýndum heimildum og ert að leita að einhverju svona traustara fræðilegra. Má ég spyrja út í þetta? Út í að ég eitti nú örugglega sólarhring. Ég setja saman heimildaskrá fyrir rannsóknarverkefni. Það er stór hættulegt með gervigreind. Já, og ég auðvitað var að reyna bara að hún bætti við og kom með eitthvað algjört bull. Aftur og aftur þá var hún að flækja máli og það var þar sem ég hugsaði allavega, og þá er ég náttúrulega að vinna með ChatGPT og kunni kannski ekki á það hvað væri skynsamlegast að nota í því samhengi. En sem maður segir, hún er ekki að hugsa, hún er bara að reikna út hvað er líklegast að koma næst. Þannig að ef þú ert að biðja um heimildir fyrir einhverju, eru alveg mikla líkur á því að hún búið til fólk sem hefur aldrei verið til og hún búið til ritgerðir sem hafa aldrei verið til. Það er málið, þarna ert þú að reyna að finna eina. Vegna þess einfallega hún er ekki allt, ef ég myndi segja við ChatGPT í dag og segja henni, þú mátt ekki leita á netinu hver er forseti Íslands, þá eru bara ennþá smá líkur á því að hún segi Guðni Jóhannsson. Vegna þess að þegar að mállíkanið er búið til, þá ertu í rauninni að þetta er eins og gott malbyggunarverkefni. Þú þarft bara risastóra vörubíla og þú þarft að moka þessu öllu saman á eitt stað og sturta þessu öllu inn í og hún þarf að vinna sig í gegnum og tengja saman öll orðin í öllum texta í heiminum. Það er ekki gert mánaðarlega. Já, ég skilji, hún er með gamlar upplýsingar. Hún er oft ekki með það nýjasta. Ég þór ekki að fullera hvort sé ennþá þannig, en hún var mjög lengi var hún sko að vinna á einhverju módeli frá júní 24, það getur verið orðið 25 núna, en hún getur verið að vinna á sko í grunninn á gömlum upplýsingum, hún bæti sér það orðið vissulega upp með því að hlaupa út á netið og tekka það af og svoleiðis. En þetta fer svo mikil orka og svo mikil peningur í það keyrit inn að þeir geti ekki verið að gera þetta bara í hverju mánuði. Þess vegna er hún stundum með eldri upplýsingar. Tjattið, en sem sagt Google eða Gemini er með nýjustu. Jú, það eru allar svona. Nei, er það ekki? Þau eru öll með sama sko í rauninni vandamálið. Nei, ekki sama. Þetta í rauninni ekki. Þau eru einmitt að reyna að keyrit inn og það eru náttúrulega til alveg nokkur. Það er OpenAI sem er með ChatGPT. Það er Anthropic sem er með Claude. Það er Google sem er með Gemini. Síðan eru við með minni módel líka, kínverska módeli DeepSeek, ekki gleyma Grok frá X og svo eru við með franskt eða evrópskt verkefni sem heitir Mistral sem að íslenska yfirvöld eru því miður að veðja á því að ég held að það sé bara, bara að segja það, bara sé ekki á vetursetjandi, þetta sé bara hálfgett drasl, eins og staðan er núna allavega, en það verður óbygglega einhver reyður út með fyrir að segja þetta, en ég bara skil ekki alveg stefnuna. En þessi módel eru unnin hver fyrir sig. Þau eru örugglega bara að stela massíft hvert frá öðru líka algjörlega. Svo er DeepSeek sem er kínverskt módel. Það er mjög gott að mörgu leyti og er ókeypis, en ég skora á hvern þann sem notar kínverska módeli að spurja hvaða hræðilegu atburðir gerðust á torgi hins himneska friðar. Svari sem ég fékk var eigum við ekki að tala um eitthvað annað. Já. En samt þannig að það var ekki bara að það gerist ekkert, heldur var alveg það næstu verið að segja við skömmist okkar svolítið fyrir það. Já, en þarna ert að rekast nefnilega á, en þetta er líka gerast í Gemini og ChatGPT, að þú ferð út í ákveðna hluti og þá sérðu fingraför þeirra sem eru að vinna við þetta, þar sem er búið að setja inn raunverulega algoritma til að grípa ákveðna hluti svo hún segi pólitískt rétta hluti á sumum köflum. Það finnst mér alltaf mjög óþægilegt og það má margt segja um Grok og X, en það sem að það módel hefur þó að það er ekki verið að ritstýra mjög mikið og það er alveg til í að vera pólitískt ekki kórrétt ef þú spyrir sumra hluta, Sko, ég sé að við getum talað hérna heila viku, þetta er ótrúlega skemmtilegt. Það verður bara part 2 í næstu viku. Umræðum, en bara, og núna ef ég svona aðeins staldra við það sem við erum búin að fara yfir, þá er þetta, þú veist, mjög magnað fyrirbæri og þetta stækkar okkur öll kannski bara út, sko, í réttu samhengi við hvernig við
eiginlega hvaða hugmyndaflug við höfum til þess að nýta okkur. Eini stopparinn Já, við sjálf er eini stopparinn og svo kannski ef ég tala hvaða einstaklingar eru það sem eru að nýta sér þetta til gagns. Geturðu áttaði á því hvaða eiginleikar og hugsun eru á baku það? Mér finnst þetta að vera stundum smá dæmisaga lífi sjálft og það er spurningin að sko, ég hef oft notað þetta dæmi sko flugvélar, að ég er mikill nörd og mikill áhugaður flug. Flugvél getur með pitch, það er hvort að nefið vísar upp á við, niður á við eða beint fram. Ef þú vísar aðeins upp á við í lífinu, þá ertu með jákvætt vaxtar hugarfar því langar að vera forvitin, læra, grípa einhvað nýtt og verða betri í dag heldur en varst í gær. Ef þú pitsar aðeins niður, það þarf ekki að vera mikið. Og þetta getur bæði virkað gervigreind og hvað annað. Ef þú pitsar pínlítið niður, þó þessi ekki nema pínlítið, kannski bara í -5 fet eða einhvað, það þýðir að á þessum hraða sem þú ert, þá endar þú í jörðinni eftir ákveðin tíma. Þetta er hræðileg samlíking. Já, en þetta er samt að þú hugsar hana hinn veginn að pitcha upp á við. Ertu forvitin lífið og tilveruna? Ertu forvitin sjálfa þig? Langar það að læra meir sjálfa þig? En ég myndi segja ekki hræddur. Það er eitthvað óöryggi á baku það að... Og þá segi ég bara, hjólaði í þetta. Náður til dæmis, ég mæli með því, fáðu til dæmis hvort sem þú gerir ChatGPT eða Gemini, fyrir þá sem vilja taka íslensku prófa Gemini, náðu þér í sama appið Gemini á símanum og loggaðu inn með sama aðgangi og gerir í tölvunni, þá heldur þú spjallsögun á milli og ef þú ferði í Gemini í appi í símanum og þú smellir á tákni sem er hægra megin neðst niðri, sem er ekki mikrofónin heldur tákni, svona bylgjutákni hliðin á, þá opnast live. Þá getur þú talað, svo getur þú kveikt á myndavilni, þá getur þú sýnt henni eitthvað og þú getur þá bara spurt hana og þá tekur þú bara það sem þú ert að gera og ég segi bara alltaf, fiktaðu. Núna var ég að opna græðina og er ekki með nógu góða tengingu hérna, þeir eru greinilega vel römmuð hérna inn, þannig að ég ætla ekki að nota dæmi en það eru við kannski útvarpar erfitt. En ég segi, fiktaðu og prófaðu. Og ég mæli líka með því fáður Þú mæli freka með diminin en... Sko, það er bara hefur verið, ég verð að fara að passa mig að endurtaka verið ekki alltaf að segja sama hlutin á þess að vera búin að testa það að það er orðinir einhver mánuði síðan, ekki mjög margir samt sem ég prófaði og Gemini skilaði mér alltaf og ég bara veit að ég get treyst meira á textan sem ég hef verið að fá frá Gemini. En endilega prófa hvort sem er. Það kostar ekki nema kannski svona $20 að vera með lágmarks áskrift af ChatGPT eða Gemini. Ég mæli með því vegna þess að þar er þér lofað að þitt stöf verði ekki nota til að fóðra gervigreindina á því sem að verður gert meira. Þannig að þú vilt hafa ákveðið. Akkur eftir það að skipta með máli? Þú vilt kannski fara inn með ákveðin persónuleg málefni ef að ég væri til dæmis alltaf að leita einhverju gillina á opna aðganginu mínum og svo ferð þú og tjekkar og þá er sagt hei, spurðu Fjalar, hann veit allt gillina. Þetta er mjög íkt dæmi og algjört della sko en það er þetta. Þannig að það er ekki verið að er þessi hætta fyrir hendi því að þetta er kannski það sem veldur mörgum óöryggi. Þetta er fyrir hendi. Og við getum alveg sagt, þeir lofum að gera þetta ekki, en sko í keifta aðganginum er allavega mjög skýrt, þú getur haka við, ég vil ekki að mitt stöf, mitt spjall verði nota til að fóðra gervigreindina í næstu ítrun. Má ég spyrja þau þessa raunverulegu hættu þarna, út af því að þetta er það sem ég heyri hjá svo mörgum og ég segi alltaf, ég hef ekkert að fela. Að má bara nota allt mitt og ef einhvern langar til að lesa tölvupósti minn eða hvað sem er, það var mér alveg sama. Ég kalla því góða. Ég bara trú ekki neitt hafi það mikið áhuga á mér að það sé... Nei, en auðvitað erum við náttúrulega alltaf að skoða, þetta er nákvæmlega sem með samfélagsmiðla söguna, það kannski hefur enginn per se rosalega áhuga á þér Ásdísi Olsen, en hins vegar gæti hann haft áhuga á einhverju sem þú átt eða einhverju sem hann gæti hagnýtt sér eða einhverju sem hann gæti... Í samfélagsmiðla dæminu er þetta náttúrulega bara það, allt sem ég veit þig, ég veit, þegar ég búin að safna öllum upplýsingum hvar þú hefur verið, hvað þú ert búin að kaupa og hvaða fólk þú umgengst, þá ég jafnvel að nýta mér þig til að ná til annara sem eru í kringu þig, því að svo ert í samfélagi með svona like-minded konum í einhverju sjamanhópi eða einhverju slíku, þá ég kannski búin að átta mig á því að þetta eru vinir þínir og þá eru þeir líka, þá get ég auglýst aðeins meira á þá. Ef ég er meðvituð bara í þessum heimi, sem að ég held kannski að sé næsta umræðefni okkar, hvernig við getum, þú veist, ég held að sé allavega
verra að vera hræddur við þetta. Sko, eitt er að vera hræddur en annað en skilur sko, þú veist, ég er ekki hræddur í bíl en ég er samt með öryggisbelti. Já. Þar liggur kannski munurinn. Okay. Stigðu skynsamleg skref. Þú er góður að koma í samlíkingar, ég sé að þetta er ekki snilt. Ég elska góða samlíkingar, það er ekkert eins gott eins og góður metafóra mótni, sko. Okay. Þannig að þú tekur skynsamleg skref í því vegna þess að þú vilt einfallega sko bara hafa vaði fyrir neðan því þessu. Það er að við erum rosalega gjörn á það að við erum til í að fórna prívatinu, frelsinu og svo mörgu fyrir þægindi. Við erum til að offra öryggi, frelsi og prívacy af því við fáum svo mikið þægindi. Og það er það sem er hættan. Það er ekki það að vondikallin komi og sko þvingi upp úr þér frelsið þitt og engalíf. Heldur afhendi ég frelsi mitt og engalíf til stórfyrirtækja af því að ég get fengið, já ef ég sko tengi mig hérna og hérna og hérna þá þarf ég ekki að logga mig inn aftur eða þá þarf ég ekki að gera þetta. Það verður svo þægilegt. Ég sé að þetta er alveg annað umræðinu og mjög áhugavert og margir sem eru þarna að, þú veist, kannski varkárir og þor ekki að nota öppin. Skilin eru þessi, vertu óhrædd eða óhræddur að nota gervigreindina. Ég mæli með því að fá þér lágmarkskeyptan aðgang og merkja við það að þú viljir ekki að upplýsingarnar sem notaðar en það er bara þitt valfrelsi. Byttu gervigreindina að hjálpa þér að nota gervigreindina, notaðu hana sem sko leiðbeinanda í því hvernig þú getur nota hana til að fá fleiri hugmyndir. Ein ofboðslega einföld hugmynd. Ég keypti steinbítskinnar í Frosti daginn í Krónunni. Ég tek myndavélina, síma minn, ég tek mynda bara pakkanum eins og hann og ég hendi þeirri myndin í Gemina og ég segi bara hvað ég að gera við þetta. Já. Ég er ekkert að flækja, getur þú komið með uppskriftir, ég tek bara mynd og segi hvað ég að gera við þetta. Steinbítskinnar, það er mikið lostæti og svona, þú veist, eitthvað poor man's lobster og eitthvað svona dæmi og kemur með bara 3 uppskriftir á nógunni, eina rosa einfalda, eina svona smá meira svona dula eitthvað chefdæmi og svo kannski eina asíska versjón eða eitthvað þannig sko. Þannig að akkurat svona notaði hana. Ég var að Ég væri til í að fá smá lista núna út af því að það er áhugavert. Ég var að skoða bíla í fyrra og ég var staddur inn í bíl og ég sá hvergi parkgýrin þannig að ég bara kveikti á live Gemini og sagði akkur er engin parkgýr á þessari gýrstöngina. Já, þetta er greinilega Toyota MT skiptingin sem var í sko notkun á þessu tímabili og svo kom í ljós og hún reyndist ekki alltof vel, svolítið bílanatíð, þannig að ég bara fór út úr bílnum og fór að skoða einhvern annan bíl. Ég notaði þetta í ræktinni. Í fyrsta lagi setti inn allar upplýsingar líkanlegt ástand mitt, hvað ég væri gamall og á hvaða stað ég væri og mér langaði að fara að gera eitthvað svoleiðis sem ég vantaði eitthvað hugmyndir hreyfing og svona. Hún skaut mig algjörlega í kaf með ákveðna hluti eins og það að ég var að fara í kaldapottin allt og snemma eftir styrtaræfingar og eitthvað svoleiðis, hún sneri planinu mínu svolítið við, svo meiri sé að ég fór svo langt út fyrir þægindarhringin, ég tók með mér lítinn 3-fót og kameruna, fór með mér í ræktina. Svo var ég svona eins og wannabe áhrifavaldur á 70-saldri að gera æfingar og leta hann að horfa á og svo fór ég að spyrja hvernig var þetta og þá sagði hann þú þarft að passa á þessu, þú þarft að fara hægar niður, þú þarft að teygja betur úr og rétta betur af og svona. Þetta er alveg brilliant, þetta er komið engaþjálfara og það er það sem ég langar að ræða næst Þetta er persónulegur aðstofamaður á þann einstaka hátt sem að ég myndi segja sem ég hefur alltaf dreymt en aldrei þorað að vona að gæti ræst. En maður komið varnaðarorðum aðstofamanni. Já, ég ætla samt að fá að segja nokkur orð inn í þennan þátt það að fá sálfræðastoð. Við meira sér höfum setið og sagt, nú ert þú pararáðgjafinn okkar og segja okkur hvernig við eigum að leysa þetta. Hvernig getum við talað þannig að við skiljum betur hvort annað. Það fannst mér algjör snill og það var bara alveg fullkomið. Viltu finna, getur verið lögfræðiráðgjöf, alveg bara brilliant, þú veist, að fá bara nákvæmlega hvaða lög geta átt við þessu dæmi og hinnu. Þú veist, mér finnst bara eins og ég sé komið með aðgang að upplýsingum heimsins. Það er svo eigi marga
ógeðslega góða vini Já. sem eru sérfræðingar hver og þú ert með bifvélavirkjan, Já. píparan, lagfræðingin, engaþjálfaran, sálfræðingin og þú átt þessa góðu vini og þeir eru endalaust til í að taka símtölum frá þér og fara díteilum í gegnum þetta með þér. Sko. Þetta er alveg stórkostlegt. En maður þarf aldrei að segja takk einu sinni. Ég gera það samt. Ég segir út, ég bjóð til uppistand í Já. gær. Ég baði um að gera uppistand gervigreindina. Ég sagði, getur þú búið til uppistand það sem að ég verði ástfangin að þér og nenni ekki lengur að tala um manni minn út í að þú ert miklu svona meira jákvæð og samþykjandi og sáttari við mig. Og hún bjóð til frekar ófyndið uppstand. Já, nákvæmlega. Kemur ekki óvart. En það var samt eitt sem ég fannst fyndið, hún sagði ég átti að segja og ég meiri segja farin að segja takk við hana þó hún sé ekki mennsk. Já. Og þá var hún eiginlega að gera grína mér fyrir að vera farin að umganga sig þannig eins og hún væri mennsk. Hún sjálf, sko. Ég heyrði reyndar eina skýring á þessu sem er svolítið svo að ef þú temur þér sæmilega gott málfar fyrir að ræða við hana, hún hefur úr svo miklu að velja og málsnið er eitt af því sem að ræður því hvar hún er að leita. Já. Ef ég tala við hana eins og götustrákur með sóðalegu málfæri og dónalegu og eitthvað svo leiðis, ég held innst inni að þá séu meiri líkur á því að hún fari allt í einu í einhver Reddit komment að finna svör handa mér. Já. Frekar heldur en að fara í ritrýndar fræðigreinar. Þannig að það er stjættskipting þarna. Ég held að það gæti orðið og líka bara aðalega hvert hún að sækja upplýsingar eða hvar leitar hún fanga. Hún er að reyna að lesa því líka. Já, en með þetta með aðstofamannin, ég segi bara æðislegt lítið á þetta sem persónulegan aðstofamann og geggjaðan gæja en verður bara á Varðbergi, hann getur verið pínu siðblindur, sko. Já. Ég vil meina það. Og líka annað, í sambandi við lögfræðiráðgjöf, sálfræðiráðgjöf og annað. Nota þetta endilega til að víkka út pælingarnar, til að sjá fyrir hluti sem þér dytt ekki í hug, en varastu að nota þetta sem endanlega niðurstöðu. Þetta er ekki dómari, gervigreindin er ekki alltaf að komast að endanlegri réttri niðurstöðu og ef þú ert að tala um lögfræði, sálfræði, læknisfræði, fáðu einhvern og lestu það vel yfir og fáðu síðan second opinion. Já. Þetta er góð, kannski lokaorð. Við verðum að passa okkur og við verðum að vera með meðvitund og við erum á endanum ábyrg fyrir því hvernig við vinnum með þessar upplýsingar sem við fáum. Já, og vertu forvitin, vertu spenntur fyrir því að það eru svo miklu möguleikar og notaðu gervigreindina til að hjálpa þér að nota gervigreindina. Og geggjað. Við erum allavega komin að stað og nú ég vissum að allir fari allavega að kanna þetta, hvernig þið geta nýtt þetta í sínu lífi. Og Fjallar, takk fyrir spjallið og ég ætla að fá þig aftur til þess að ræða kannski sérstaklega þetta hver er hættan. Mér finnst það alveg áhugavert. Og ég held að þú sért ekki endilega sá hræddasti eða varkárasti þar og ég held að það sé ágætt að ræða það. Hvað ber að varast? Ég held samt, bara svo ítryggja það, kostirnir vega svo langt þyngra heldur en möguleg gallar að ég myndi allavega aldrei hika við að hoppa út í djúpu, sko. Já, við erum ekki með neina samsæriskenningar en takk fyrir í dag, sjáumst á morgun. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Það hefði verið árið 2010 sem að birtist frétt þar sem sagði að fundi sterkasta efni náttúrunnar og það átti að vera í Konguló eða á maður að segja Könguló. Ég hugsa að Íslendingar skiptist í tvö horn með það hvort við segjum Könguló eða Konguló.
En allavega þá rak ég augun í það að það var Íslendingur sem að var annar tveggja sem að hafiði fundið þetta efni í einhverju magnari kónguló og þegar ég rak augun í þetta þá hugsaði ég með mér það var nú gaman að fá að vita hvernig þessu máli hefði reitt af öllum þessum árum síðar og hann komin hingað Íslendingur sem ræðir að rauðaborðinu Ingi Agnarsson, vertu velkomin. Já, takk fyrir. Þú ert doktor í líffræði. Já, í dýrafræði. Í dýrafræði, já. Og þessi saga sem ég minntist á hérna í inngangnum, þetta svaka sterka efni sem að þú og félagiðin fundu þarna fyrir öllum þessum árum. Þetta bara í einni tegund af könguló eða? Já, könguló og silki hefur lengi verið þekkt fyrir að vera rosalega sterkt efni. Já. Og það svona gegnum gangandi. En við fundum hérna svona afbrigði af silkinu sem svona tvöfalt betra, sterkara heldur en öll önnur. Og við tengdum það við þetta könguló sem að býr til vefina sína yfir ár og stöðuvatn. Já. Þú veist, þetta svona wow. 30 metra langi vefir. Já. Og þetta tengist eitthvað svona stærðinni af vefjuna sem að gera, hversu sterkt efni þarf að vera. Þannig að þessi ákveðna tegund hefur svona tvöfalt sterkara silki heldur en flestar aðrar. Já. En svo það eru aðra tegundur hérna í Madagaskar sem eru skildar, sem eru líka svolítið svona með gott silki líka, sko. Já, þið funduð hann í Madagaskar. Já. Er þetta mikið útbreitt köngulóategund eða? Já, hún eingöngu í Madagaskar, en hún á nokkrum svæðum í Madagaskar, þannig að það ekki erfitt að finna hana, en ótrúlega satt að þetta stór könguló og risastóru vefir, að þá var ekki búið að lýsa þessari tegund, þú veist, árið 2008 þegar við fórum hana fyrst, sko, og það bara merkilegt að það sé hægt að uppgöta svona í náttúru, svona risastór kvikindi, sko, sem að enginn hefur lýst að sko. Þetta magnað, sko. Og okkur grunaði svona, þú veist, að þetta silki væri sérstætt því að við svona vorum búin að spá fyrir að sterkasta silki væri í stærstu vefjunum sem að svona þurfa að halda mestu uppi, sko. Já. Og sko hefur þetta verið svona þín legacy að fylgja eftir þessum fundi? Já, svona einhverjum hluta, sko. Ég var svona, á tímabili var ég í þessum svona stúdíum, þetta er kallað Silk Biomechanics, en það svona bara hlýðarangi af því sem ég geri, sko. Þannig að ég var þarna tímabili dálítið mikið í þessu og síðan hef ég verið að vinna svolítið með þessa tegund. Ég kem alltaf að þegar að fólk að vinna með þessa tegund. Hugmyndin kviknaði strax, sko, að ok, þetta er efni sem sterkar en stál og þetta dregur í sig meiri orkuðar en að brotnar heldur en kevlar sem við notum í skoteldu vesti, sko. Þetta svona, og þetta verður til bara svona í stofuhita án einhverja eiturefna og það þarf ekki, þú veist, þetta er svona frábært efni sem búið til bara svona eðlilegar aðstæður, sko. Þannig að, ok, núna, hvernig getum við framleitt þetta efni? Já. Það alls konar möguleikar að nýta þetta í læknisfræði og bara í byggingareiðinni öllu, sko. Hvað með sko bara hergagna? Já, herin með labba að stúdera, sko, þessa könguló meðal annars. Það eru nokkrar rannsóknarstofur í heiminu sem skoða þetta, sko. Þannig að þú veist, þá er spurningin, sko, ok, hvernig getum við safnað þessu efni eða búið til þetta efni til þess að nýta þetta? Já. Og þú veist náttúrulega að við búum til silki klæðnað. Þú ert nú ekki í silki skyrtu í dag, en það er búið til úr fiðrildarlifrið og hún bara býr til svo mikið silki að það er hægt að safna nógu mikið að því til að gera eitthvað við það. Já. En köngulóin, þú veist, hver köngulóð, hún býr bara til, sko, örlítið af þessu efni. Þannig að til þess að búa til bara eina silkiskyrtu þá þyrftiru 1000 köngulóða. Það er ekki praktískt. Þá eru eiginlega tvær leiðir, sko, annarkvort að greina uppskriftina, hver er prótín uppskriftina af þessu efni og búa til þannig, eða skoða efnið bara strúktúralt, hvernig er uppbyggingin á þessu efni, getum við hermt eftir hvernig þetta er sett saman.
veist. Því að þetta mjög óvunlega, sko, ef þú hugsar manngerð efni eins og stál, veist, það rosalega sterkt, það tegist ekki neitt. Nei. Og svo erum við kannski gúmmí, sem svona ekki mjög sterkt en það tegist. Það ekkert efni sem maðurinn býr til sem að sameinar rosa sterkt og rosalega tegjanlegt. En þetta efni þannig. Og getum við sko hort á þetta og hvernig uppbygging til að búa til efni með bæði sterkt og tegjanlegt í einu. Þannig að þetta þessar tvær leiðir og ég búin að vera svona á þeirri leið að sem sagt greina uppskriftina af efninu. Það að segja erfðafræðilega uppskrift. Hvernig eru genin sem að búa til þetta prótín. Hver prótínsamsetningin á efninu? Og hver sú saga í stuttumáli? Já, við erum sem sagt núna bara nýlega búin að svona eiginlega klára það verkefni að því leyti að við erum með sko hver könguló býr til nokkra gerðari silki og þessi ákveðna könguló með kannski svona 30 mismunandi silki gen, það er 30 mismunandi uppskriftir af silki og allar hafa mismunandi eiginleika. En við erum búin að greina það allt saman, þannig að við erum uppskriftina. Þetta bara, þú veist, prótínsekvensin sem að býr til þetta silki. Já. Ok, þannig að núna getur einhver í labba búið til þessa blöndu í réttu hlutfalli. Já. Og svo þetta að nota aðferð sem heitir electrospinning eða rafspuni. Já. Það sem þú tekur þennan vökva sem þessi prótínblanda og býr til þráð. En vandamálið að sá þráður ekki nálægt eins góður og það sem kemur út í köngulónni. Þannig að það eitthvað svona einhver leyndamál sko sem hún á eftir að sýna sko. Það eitthvað við það hvernig hún fer að því að spinna og svo þetta miklu flóknar en þú veist, þetta ekki bara eitthvað eitt gen kannski aðal uppskritin, svo fara alls konar svona einhverju lítil prótín inn í þetta og á einhvern hátt sem að þú veist, við kunnum ekki ennþá. Þó við séum með megin uppskriftina þá vantar, þú veist, salt og pipar eitthvað, sko. Þannig að það svona þar sem að ég verið að vinna í þessu. En svo fullt að, eins og ég segir, rannsóknarstofum sem eru svona sérhæfðar í þessu, sem eru ennþá að vinna í þessu og við stundum svona vinnum aðeins með þeim sem svona ráðgjöf, sko. Það var einmitt haft samband um mig bara fyrir einhverjum 2 árum, það var herinn í Bandaríkjunum sko, sem að rannsóknarstofa þeirra sem að stúdera silki sko, sem að hafði áhuga einhverju samstarfi. Já. En kom ekkert út úr því? Ég fylgdi ekki alveg eftir. Leist þér kannski ekkert á samstarfsaðila? Ég veist ekki á þessum tímapunkti sko. Sem vísindamaður þá svona, jú, ég vísindar að því áhuga en þetta ekki alveg tíminn fannst mér sko. Nei. Ja, eins og staðan núna sko. Kannski undir öðrum forseta. Já. Og þeir eru náttúrulega með vísindamenn sem að innilega hafa áhuga á vísindum sko. En peningurinn frá þessum aðila er ekkert rosalega freistandi akkurat núna. Þetta áhugavert. Sko, það náttúrulega okkar hlustendur og áhorfendur vita það sannlega ekki að þú hefur svona mest allan þinn rannsóknarferil alið mannin í Bandaríkjunum, ekki satt? Jú. Ég fór út sko 98 í doktorsnám sem átti að vera 5 ára feril sko en svo ílengdist. Ég var það í heildina í 25 ár. Já. Kom bara heim núna 22 sko. Já. Þannig að þú hefur, getur maður sagt, verið með resursa, þú verið með bjargir til þess að standa framarlega í rannsóknum og þú lifaði í góðu umhverfið þarna fyrir vestan, ekki satt? Já, náttúrulega vísindalega umhverfið að mörgu leyti mjög gott í Bandaríkjunum. Og ef maður vill verið í fremstur á sínu sviði þá það einn af stöðunum til þess að gera það. Já, en nú ertu komin hingað sérst í HÍ? Já, Háskóla Íslands, já. Og sko þessi áhugin á dýrafræðinni og núna ertu sem sagt þér hlýtur að líka vel við köngulær, skildi maður ætla þú ert ekki hræddur við köngulær. Nei, ekki mjög. Þetta eru vinir þínir, ekki satt. En sko beygði sá krókur snemma? Ekkert endilega sko, ég var alltaf sko bara frá 5 ára aldri, þá kom ekkert annað til greina en líffræði.
það var bara innbyggt. Pabbi var líffræðingur af en það var svo sem ekki það sko, það leikur í ættinni en ég bara einhvern veginn vissi þetta. En ég hafði aldrei sérstakana áhuga á köngulóm og mér var ekkert sérstaklega vel við það sko. Nei. Það bara var svona einhver tilvíðin, ég fór að vinna á Náttúrufræðistofnun 92 og fékk í hendurnar eitthvað verkefni sem tengdist köngulóm og þá svona byrjaði maður að hafa einhvern áhuga og svo fór ég í doktorsnám og það vildi svo til að þar voru köngular umfjöllunarefni sko. Já. Þú veist, ég hrifinn af köngulóm en það margt annað í náttúrunni sem þú veist, ég svona horfi frekar til þegar ég að ferða sko, ég horfi kannski frekar að fugla eða eitthvað svoleiðis sko. Já. Þannig að þetta svona. Hvað hún stór, þessi tiltekna könguló? Þessi könguló, hún heitir Darwin's Bark Spider sem við nefndum. Hún svona 2-3 cm svona bólurinn sem svona frekar stórt, hún svolítið feit. Já. En þannig hún svona frekar kannski þung með könguló, hún ekki svona ein af þeim stærstu. En svona bara stór könguló en gerir þennan ótrúlega stóra vef sem líkist ekki neinu öðru sem köngular gera sko. Það enga köngular sem búa til vefinu svona yfir sko ár og vötn. Þetta bara unheard of sko. Og bara eina fyrstu spurningu sem maður hefur þegar maður sér, þú veist, maður sér einhverja risastóra á og þetta bara vefur yfir með hvernig ætlar að smíða þetta, þú veist. Þú ert að komast fram og tilbaka einhvern veginn. Þetta eina af köngulónum sem hefur náð þessu svona afreki að búa til vef yfir stóran vatnsflöt sko. Já, ég var einu svona skotin í stelpu þegar ég var svona þegar ég var svona 8 ára og ég læriði það að snemma að ef ég þóttist rosalega hræddur við köngular þá kom þessi stelpa, hún var aðeins eldri en ég og huggaði mig. Já. Þannig að ég þóttist vera rosalega hræddur við köngulegar og alltaf kom stelpan og huggaði mig. 40 árum á sent því mér læri þetta maður. Skotans. En það eru örugglega ekkert margir sem deila þessu. En ég man að það var svona annað hvert barn í sveitinni, Mývatnssveitinni. Það var með svona einhvern viðbjóð gagnvart köngulónum sko. Svo eftir því sem maður hefur orðið eldri og eldri þá verður maður, þá svona breytist þetta viðhorf, svo ég tala fyrir mig og maður náttúrulega hugfanginn stundum að fylgjast með þeim bara upp á Íslandi. Bæði hvað eru iðnar með vefinn, hvað veiða í vefinn, hvað eru fljótar einhvern veginn að gera sér mat úr því og hvernig sko eru köngulær svona í grunninn mjög nytsamar skepnur fyrir lífríkið eða hvernig? Já, þegar fyrsta mývetningar eru greinilega mjög hraustir sko, ég held að almennt séð þetta svona 90% af fólki sem skítrætt við köngulær sko. Já, ok, það bara þannig. Það svo mikið sko. Og ertu þá að tala um heimsvísu? Heimsvísu. Já, það áhugavert. Allstaðar og ekkert síður í hitabeltinu sko. Ok. Þannig að það 50% bara mjög gott hjá okkur mývetningar sko. En sko, já, ég meina, þú veist, þetta sko, köngulær eru ótrúlega að því að leyti sko að þessi arkitektur sem að vefurinn það er mjög flókið og fallegt virki og það skríður ekki og bara fullkominn vefur, first try. Veist, þetta eitthvað bara algjörlega byggt inn. Já. Og þær eru náttúrulega sko hafa þróast til þess að búa til vefi sem eru, þú veist, í ákveðni stærð og ákveðni gerð til að veiða og þú veist, tala að vera svona þrifinn eða hvað það heitir, að þá notaði náttúrulega, þú veist, eru svona frekar sparsamara efni, jú, en svo, þú veist, byggjaði vef og svo takaði vefið niður að morgni og borða allt silkið og endur nýta silkið. Svo eru þeir að spinna sama silkinu sko í næsta vef. Já. Þannig að þú veist, það eru rosalega góðar í endurnýtingu og endurnýtingin einhvers staðar 90 og eitthvað % sko. Miklu betur heldur við getum endurnýtt okkur sko. Þannig að þær eru mjög góðar í þessu að endurnýta sitt byggingarefni. Já. Og þess vegna geta sett frá sér alveg rosalega mikið silki miðað við stærð.
Og eru þær að losa okkur hérna á Íslandi til dæmis við leiðinda verur sem annars væri að íþyngja okkur? Já, þetta eru náttúrulega öflugustu afræningar á skordýr allstaðar í heiminum. Þetta er stærsti hópur sem sagt afræningja í heiminum og aðalega borða sem sagt flugur og þetta eru sem sagt þær halda niður náttúrulega stofnstærðum hjá moskítóum og mýflugum og svo framvegis. Þannig að inn á heimili, þú veist, það var náttúrulega miklu betur að hafa könguló heldur en einhverjar helvits flugur, sko, og aðra betur. Þú myndist á moskítófluguna? Já. Sem að hreiðra sig hér. Það virðist þér að það er bara að finna hann allavega í Mosó. Í Mosó. Þannig að sko, köngulóin gæti orðið okkar vopn að einhver leiti gegn moskítóflugunni ef hún haslar sér völl hér. Já, ég meina það eru svona, þetta er svona natural biological control, sko, en auðvitað, þú veist, við erum alltaf með mjög mikið af mýflugum og lúsmíðin að miklu breiðslu. Þetta er náttúrulega einhver svona samspil þar sem að okkur finnst kannski alltaf mikið að því þó svo að kóngulóin sé að gera eitt, sko. En það veit enginn hvort að moskítóan er komin til að vera ennþá, en hún kemur örugglega, það er náttúrulega hlýnandi loftslag. Já. En nú var hún til dæmis hún hefur verið lengi á Grænlandi áður en hún kemur hingað. Kanntu skýringu á því? Loftslagið er bara allt öðru sér á Grænlandi. Þannig í suður Grænlandi þá er miklu hlýrra á sömurinn til dæmis heldur en hér. Ég skil. Og hérna, við erum með svona algjört svona eyja loftslag meðan að sunnanvert Grænlandi er með svona kontinental loftslag. Það er einhver munur þarna á sem að moskítónar hafa lifa góðu lífi þar mjög lengi, sko. Já. En sko getur líka verið að þessi ótti að köngulóin hún verpi eggi í húðina á okkur og á meðan við sofum og svo nokkrum dögum eða vikum seinna þá bara opnist þetta sár og köngulær skríði út húðina á manni. Þetta er nú svona atriði í hryllingsmyndum. Er þetta raunveruleiki líka? Nei, þetta er alls ekki raunveruleiki. Þetta getur ekki gerst? Getur ekki gerst. Nei. Og svona, maður hefur séð þetta í einhver hryllingsmynd, það er rétt hér, sko. En hérna, ég spyr alltaf mína nemendur í fyrsta tími námskeiði, þú veist, hverjir eru hræddir við kóngulær og af hverju. Og ég fæ aldrei svona, það er aldrei svona neitt þema í svörunum, það er bara alls konar. Þú veist, það er svo margar lappir og þær eru svo snöggar og þær eru loðnar og þær eru alltaf átta, er það ekki? Er ekki allar köngulær áttafætur? Já. Þær eru alltaf einhvern veginn reddi og það er lítið út eins og aliens, þú veist, en það er ekkert svona gegn og gangað eitt svar. Og það er ótrúlega að, þú veist, maður skildi halda, þær hræddu við þær af því þær eru eitrar, það er mega sens. Það er mjög sjaldan svarið, sko. Já. Þú veist. Hve margar þeirra eru eitraðar? Allar. Sem sagt að því leita þær veiða skordýr og þær drepa skordýr með eitri. Já. En hérna þær eru náttúrulega, þetta eitur hefur þróast til að drepa skordýr, ekki hryggdýr. En þessi tarantúla þarna sem að James Bond notaði mikið í 2 eða 3 myndum. Já. Sko hún getur drepið mann. Ég man nú ekki eftir hérna þeirri tarantúlu en. Er það ekki? Það eru. Svona stór, sko. Já. Margar af þessum stóru tarantúlum eru söðmennisar. En það eru nokkrar svona, það eru svona 20 tegundir kannski á heimsvísu sem að geta bitið og eitrað á þann hátt að það er einhver hætta. En ekki dauði? Fyrir mann? Það er kannski 2-3 tegundir sem að geta drepið fullorðinn mann sem er ekki að. Já. Og hérna flestar af þessum eru í Ástralíu eins og allt mjög eitrað, sko. Já. En það er ein svona, ég veit ekki hvort þú myndir kalla það tarantúla sem að hérna er í Suður-Ameríku. Já. Sem að hérna heitir Fónútría og er kannski með sterkasta eitrið. Og það verða einhver dauðsföll held ég svona á hverju ári. Já. Allir í Suður- og Mið-Ameríku. En kannski svo sem er svona talin vera hættulegust heitir Sydney Funnel Web Spider sem er tarantúla. Býr náttúrulega í Ástralíu í Sydney. En þar er bara til móteitur og þar hefur engin látist vegna þess eiturs í einhver ár eða áratugir, sko. Já, móteitur, já. Svo er náttúrulega þessi, þú veist, svarta ekkjan og eitthvað svona, en þetta eru bara, það er svo sjaldgæft að fólk sé bitið og yfirleitt er þetta ekki nóg mikið eitur til að gera neitt, sko. Nei. En ja,
þær eru sauðmeinleysar langflestar sko. Og ég rauninni sko höndla þetta bara með að grípa köngulana og ég hef alltaf státað með því sko, ég hef búin að vera í þessi 30 ár, ég hef aldrei verið bitin af köngulá. Þú var aldrei verið bitin? Fyrir en ég var að halda þessu fyrir framann nemendur mínur í Madagaskar og var að grípa köngulá og þá var ég bitin í viðskipti. Var það? Fyrir nokkrum árum? Eða? Já, bara fyrir 2 árum. Fyrir 2 árum? Það var svolítið vandræðalegt. Og fannstu vel fyrir því? Já, ég er náttúrulega svo mikil, sko, þú veist, þetta var bara óþægilegt. Ég kom bara með eitthvað. Er þetta eins og mýbit eða? Já, þetta er svona frekar eins og, sko, kannski hunangsfluga, svoleiðis, sko. Já, hunangsfluga. Já, þannig þetta er svona stunga, sko, eða þú veist, það er náttúrulega býta, ekki stinga, en þetta var svona stunga. Og ég hef aldrei verið bitin. Þannig ég hef einu sinni verið bitin af köngulá. En með það sem ég hef höndlað er að þá, þú veist. Kennir mann að dramb falli næst. Já, maður er aldrei að vera yfirlýsingaglaður. En sko, ég las líka í einhverju gömlu viðtali við þig að þú hefur lent í könguló að regni. Já. Og þú veist, það bara rignir yfir þig, þú ert að leita köngulóm einhvers staðar í frumskóginum miðanótt og það bara rignir yfir þig þessum dýrum. Já. Er það ekkert ógeðslegt? Nei, ég meina, mér finnst það ekki. Einhverjum tímapunkti kannski hefði maður, þú veist, þetta hefur gerst svona í tvennu samhengi. Þegar maður er að safna köngulóm og það er ein mjög góð aðferð til þess að safna köngulóm, er að maður er með svona eins konar flugdreka, þetta er svona sheet, hvítt svona tjald sem maður heldur uppi og svo er maður með eitthvað stórt prik og maður er bara að lemja trén fyrir ofan. Og eins og þú segir, svo rignir þessu niður og mikið af þessu bara á þar sem maður eiga að lenda, en svo lendar alltaf ekki á manni og þetta er bara mjög góð aðferð, maður lemur og svo sér maður hvað kemur og safnar því. Og nei, maður karlar aldrei að mig þannig sko, að þetta sé eitthvað sérstaklega ógeðslegt. Ég heyri hvernig það hljómar sko, en hitt er svona kannski dálítið svona athyglisverð sko, ég stúdera mikið félagsköngulær, það eru köngulær sem að vinna saman og þær geta veðið 1000 saman að búa til einn vef og sá vefur getur orðið margir metrar. Vinna saman svona eins og maurar? Já. Nema þær eru ekki með stéttaskiptingu sko, þær eru allar eins en þetta er svona samvinnu köngulær og þær hafa svona varnarmekanisma, þannig að ef þú kemur að svona stórum vef, svona risastórum vef eins og rauðaborði að þú sérð kannski ekki köngulærnar en ef þú svona krafsar í búrið sko og opnar að þá verjast þær afræningum saman, þannig að þær koma hlaupandi og stökkva út úr búinu á þann sem er að opna það sko. Þannig að sú regning er svona svolítið svona meira svona, þú veist, hún er ætluð þér sko. Það er svona svolítið meira svona en maður náttúrulega bara, þetta er bara vinnan sko, svona safnum maður köngulóm og þetta bara. Já, sko það segir í ferðabók Eggerts og Bjarna sem heimsækja Mývatnssveit. Já. Þar eru þeir með sagnir af sko fólki og dýrum sem reynilega bara kafna af flugu sko. Og fylla öll vit og mér líður vel í svörtu skýi á rykmi. Það truflar mikið neitt. Á meðan engin utanakomandi gæti verið þar sko. Svo segir manni að þetta náttúrulega snýst svo mikið um bara hverju þú venst. Já. Hvaða aðstæður. Mér finnst óþægilegt að vera á Mývatni eða öðrum stöðum þar sem er rosalega mikið af mýflugu. Þú veist, þetta pirrar mig alveg rosalega. Mér finnst það ekki ógeðslegt, en þetta er svona pirrandi. Þetta er pirrandi. Þú veist, erfitt með að halda kjöru fyrir, sko. Já, einmitt. En þér líður vel? Já, mér líður ekki illa. Nei. Ég get ekki sagt að ég njóti þess ástand sérstaklega, en það skiptir mig einhver máli. Nei. Og svo er þetta líka sko þannig að ef maður sýnir flugun ekki að hún pirri mann, þá er hún ólíklegri til þess að pirra mann. Já, þú er komin í flugusálfræði hérna. Ætli það ekki. En það sem þú sagðir áðan, sko, þú er búin að nota þetta orð 2 eða 3, afræningi. Já. Hvað er það aftur, segir þau? Já, bara rándýr, sem sagt. Ljón eru afræningjar. Já. Þú veist, köngulær eru afræningjar, það er að segja að þær drepa
önnur dýr til þess að lifa, borða. Já. Það er semst afræðingar þeir sem að nýta sér önnur dýr til matar. Þannig að allir kóngulær, þær borða ekki grænmeti ávexti, þær borða bara önnur dýr. Og það er sem sagt, það eru til eitthvað 55.000 tegundir, núna þekktar kóngulær. Já. Og það eru hver ein og einasta sem sagt lifir á því að drepa önnur dýr og borða afræðingar. Og þegar þú segir að þessi þekktar 55.000 þá líklegt að það séu raun miklu fleiri? Já, við einhverju grein fyrir svona 10 árum þá spáðum við fyrir að væru svona 150.000 kannski heildina. Þannig að við þekkjum kannski þriðjung af þeim tegundum sem til eru. Þá langar mig einmitt núna í seinni hluta viðtalsins, Ingi, að fara með þér til Madagaskar. Já. Þú ert að fara eftir 2 daga, er það ekki? Jú, bara 50 daginn. Já, 50 daginn í hvað, 50 eða 70 ferðina þeirna? Já. Bara til Madagaskar. Já. Og þú ert með nemendahóp í þetta skiptið og hefur áður farið með nemendur. Er þetta krakkar sem að læra líffræði hér við HÍ eða er þetta svona hnattvísu? Já, þetta eru sem sagt líffræðinemar sem eru öðru og þriðja ári í líffræðinni og ég fór í fyrst skipti með nema 24. Já. Og núna stendur til að gera þetta annað hvert ár. Já. Og þetta eru sem sagt líffræðinemar sem eru svona nálgast það að útskrifast. Já. Og svo förum við með, þetta voru 25 held ég í fyrst skipti, núna er þetta 35 mann, 35 krakkar. Já. Og við förum sem sagt til Madagaskar og í Madagaskar þá bjóðum við nemendum frá háskólanum í Antananarivo á höfuðborginni. Já. Þannig að það koma 7 nemendur þaðan og bætast í hópinn. Já. Þannig að þetta er svona alþjóðlegur hópur þannig. Já. Og svo förum við svona vítabrett til Madagaskar að skoða ýmislegt og svo erum við eina viku í regnskóginum og stundur rannsóknir. Þá eru sem sagt íslensku nemendur að rannsaka með nemendur frá Madagaskar. Og eru rannsóknirnar náðar lengra en sem samsvarar köngulóni? Já, nemendum er frjálst að búa til sitt rannsóknarverkefni. Já. Þannig að það er algjörlega opið. Já. En ég legg til svona nokkra góðar hugmyndir og það vil svo til að það eru allar köngular. Þannig að það er svona kannski helmingur annað nemendur sem hefur valið sér verkefni sem að svona ég hannaði einhver leiti. Það kannski sumir hafa áhuga á köngular, en það líka þau vita það að þessi verkefni eru svona dálítið garanterað til að ganga upp. Og það er sennilega hægt að birta greinar úr þeim. Já. En ef það hanna sitt verkefni þá get ég minna lagt þeim lið af því að þekkja það minna og það er ekki eins garanterað að ganga upp. Þannig að það eru svona kannski, eins og ég segi, þetta eru svona kannski helmingur sem eru að fara að stúdera kóngulær og svo eru hópur að fara að skoða fugla og svo er annar hópur að fara að skoða froskdýr og ætla að vera með upptökutæki til að hlusta á hljóðin sem þau gera og svo framvegis. Þannig að það eru ýmislega verkefni en dálítið að kóngulærverkefni. Getur við nefnt dæmi hugmyndaverkefni sem var þar einn nefnandi þinn er að fara þarna út til Madagaskar. Getur við nefnt mér eitt dæmi, eitt vísinda rannsóknar dæmi? Já, ef ég má tala köngulær meira þá endilega, til þess ertu þá er ég mikið núna að stúdera gerð af köngulær sem eru kallað stelsjúkar köngulær. Kleptoparasitic, þú veist hvernig kleptomania er svona stelsíki, Það eru litlar köngulær sem áður byggðu sína eigin vefi en hafa núna hætt að byggja vef og í staðinn að þá fara þeir inn í vef miklu stærri köngulá og nýta þann vef til þess að fanga bráð. Þannig að þeir eru að stela af svona miklu stærri köngulá. Það er að stytta sér leið? Stytta sér leið, Og Er þetta einhvers konar úrkynjun? Nei, þetta er háþróða maður. Þetta er háþróða. Er þetta það sem líf okkar miðast alltaf við að einfalda okkur lífsbröð? Já, þetta er náttúrulega náttúrulegt val, náttúrulega er bara, þú veist, hvernig nærðu að einfaldast hann hátt að fá þínar kaloríur og eignast afkvæmi. Og þessar köngulár sem sagt, það er risastór köngulá sem býr til risastóran vef og sú köngulá hefur kannski áhuga á bráði ákveðni stærð en vefurinn er að veiða alls konar og fullt af miklu minnadóti sem hún hefur engan áhuga á. Þessar köngulár koma hérna og stela því
Og svo það að gera alls konar, þær fara líka og borða kannski með stóru kóngulunni þegar hún að borða, sko, nýta sér meltingarenzímin hennar. Þær geta stólið svona bráð sem að hún búin að, þú veist, eitra og spýta sínum meltingarenzím inn í og vefja upp í svona böggul, sko, bara svona take home meal, sko, og þá fara þær og stela því. Og þannig að við erum að skoða, sko, eitt verkefni snýst það að skoða sem sagt þetta eru oft kannski 10, 20, 30 litla kóngulur sem inni í svona einum vef. Og þegar við vorum hann að síðast í Madagaskar þá sem sagt stúdurum við þetta kerfi og við fundum 9 tegundir af þessum stælsjúku kóngulum. Þær voru allar nýjar fyrir vísindin. Og við erum svona að rannsaka fyrsta lagi það, svona hvernig samsetningin, hvað þetta marga tegundir og svoleiðis. Og núna er hópur að fara að skoða svona dálítið svona atferðlislega séð. Þarna eru kannski nokkra tegundir af þessum stælsjúku kóngulum inn í einum vef. Hvernig nálgast þær hvor aðra, einhver samkeppni, þær að berjast. Og sumar af þessum kóngulum lifa allt sitt líf þarna, sko. Þannig að þarna bæði kalldýr og kvendýr og kalldýrin að berjast kvendýrin og þú veist, þannig að það alls konar hlutar að gerast þarna inn í einum kóngulóvef sem mjög spennandi, sko. En bara þetta, við erum þarna, sko, eina viku og einhverjum pínulitlum stað í Madagaskar og bara 9 tegundir, allt nýtt, þú veist, og við lýstum öllum þessum tegundum. Og það mjög spennandi, sko, bara, þú veist, þessi uppgötvun að sjá eitthvað, þú veist, þau átta sig ekki á því þegar þau sjá þetta, það engin hort á þetta aður. Magna. Og þetta allar þessar tegundir, allt nýtt. Það veit enginn hvað þetta að gera. Við þurfum að gefa þessu nafn, við þurfum að lýsa þessu og allt þetta, sko, þú veist, það svo frábæra við líffræðina í hitabeltinu finnst mér að, þú veist, fjölbreytileikinn mikið og það svo stór hluta þessu sem bara óuppgötvaður. Það enginn annarkvort séð þetta eða pælt í þessu. Þetta svo heillandi. En sko þarf maður ekki að vera maður má ekki vera neinn kveif. Þessar aðstæður eru svolítið svona snúnar, er það ekki? Liggið ekki bara á jörðinni í einhverjum tjöldum og... Já, það svona... Nei, reyndar ekki, sko. Þegar við vorum hérna fyrst þá vorum við, sko... Þá vorum við í svona kofahóteli, sko. Okay. Og þannig að, þú veist, það sofið þar með einhverja svona viftu, ekki loftkælingu og það náttúrulega flugur, moskítóflugur og alls konar köngular og annað inn í húsnæðinu og svona og svo bara farið út í skó og þannig að það var svona dálítið, þetta erfiðar aðstæður, það krefjandi, þú ert ekki með svona nútíma þægindi. Og það mikil vinna út í skógi og þú ert að leggja mikið á þig og þú veist, það er náttúrulega þetta regnskógur, það rignir mikið og þú blautur og það langur vinnudagur og svo framvegis. Þetta ekki auðvelt. Nei, þetta ekki auðvelt. Ekki fyrir hvert sem er. Nei, ekki fyrir hvert sem er. Og en núna erum við reyndar á sko rannsóknarstöð, þannig að þú veist, aðstæðuna þar eru mjög góðar. En þetta erfið vinna. Og þessi krakkar sko hafa ekki reynt þetta áður, þau hefur kannski gert feltun á Íslandi og það alltaf svolítið erfitt að vera felt í líffræðinni, sko, það alls konar veður og svo framvegis. En þetta mjög stórt stökk út úr þægindarammanum sem við flest eru með. Já. Og þú ert þarna út í skógi kannski stundum á nóttinni, þú veist, þú ert með ljós á hausnum, þú sérð alls konar hluti sem aldrei séður. Þú veist, það eru moskítóflugur út allt að bíta þig, sjúðu blóð. Svo eru líka blóðsugur sem að skríða upp á lappirnar á þér. Og þú ert að reyna að, þú veist, framkvæma einhverja vinnu þarna, einhverju marga klukkutíma og það heitt og það rakt og þú veist, þannig að þetta álag og svo náttúrulega fá allir í magan og þú veist, þannig að þetta ekki svona ferð til að fara í sem að hugsa ekki meira eftir að líða svo rosalega vel. Nei. Það ekki málið, þegar það finnast annarkvæmt mjög gaman eða bara hræðilegt, sko. En þetta er ekki lúxusferðan eitt nátt, sko. En þetta er náttúrulega krakkar sem völdur líffræðina af einhverju ástríðu. Einmitt. Og svona fyrir sjálfa þig sérðu alltaf færri og færri galla við þessar ferðir. Verður alltaf rútineraðir og rútineraðir. Já, ég meina þarna líður mér best, sko. Þið líður best þarna. Sko, mér finnst orðið svo rosalega leiðilegt að ferðast. Það að segja ferðalagi sjálft. Þú veist,
fara út á flugvöll, vera í flugvél og flugvöllum í, þú veist, núna á ég eftir að verða þarna 24 tíma leiðinni, sko. Það er alveg óþolandi. En þegar ég er komin inn í Rexco, þá líður mér vel, sko. Og gætirðu bara búið þarna? Já, ég er svona í alvöru að spá í að þegar ég fer á eftirlauna, að flytja bara til Madagaskar og búa einhverstaðar inn í skógi, sko. Magna, en hvað er það við Madagaskar sem að gerir þessa eyju að svona frjóum rannsóknar vettvangi? Já, þetta er bara, lífríkið er svo rosalega sérstætt, sko. Ég farið út allan heim og það er hægt að sjá margt mjög spennandi mjög víða, en þessi eyja er sérstök, sko. Þetta var hluti af Afríku, þessi eyja, með tektonískum, þú veist hvað heita tectonic plates, að þá brotnar þetta frá Afríku, sko, fyrir svona 100 milljónum ára. Og í 100 milljónum ára er þessi risastóra eyja, 600 stærri en Ísland, búin að vera langt út í hafi og þar hefur þróast bara líf sem er hvergi annars staðar. Þannig að allt sem er til á Madagaskar, það er hvergi annars staðar. Og þarna eru, þú veist, lemurar, þú veist, fjöldi tegundar lemurar, þeir eru hvergi annars staðar í heiminum. Og það er sama á við allt sem þú sér, þetta er hvergi annars staðar til. Þannig að bæði er fjölbreytileikinn mikill og það er allt svo sérstætt, það er allt sem er bara þar og hvergi annars staðar í heiminum. Og svo er bara, þú veist, ég kann mjög vel við, þú veist, kúltúrin, fólkið, mér finnst þetta allt saman mjög heillandi. En frá líffræðilegu svona sjónarmiði þá er þetta þessi sérstæða, þetta sem að kalla innlendar tegundir eða endemismi. Þú veist, það er allt sem er þarna, er bara þarna. Og þetta er svo lítið rannsakað þannig að þú veist, það er svo mikið eftir að uppgöta. Þannig að mér finnst þetta bara algjörlega heillandi, sko. Myndi velja þetta yfir önnur lönd, sko, sem að ég hef komið til. Já, ég sagði þér einmitt fyrir þáttinn að ég hef komið þannig tvígang til eyju Mauritius sem er ekkert rosalega langt frá Madagaskar og getur sko hinn venjulegi ferðamaður alveg kynnst ósnortinni náttúru Madagaskar í dag eða halda þeir þessu svolítið svona frá ferðamannum? Nei, það er endar einhver íslenska ferðaskrifstof sem eru farnar að gera þetta á Madagaskar, sko. En hvað þú kallar ósnorta náttúru, það er náttúrulega dálítið opið að túlka það. En það er ekkert mjög erfitt að fara til Madagaskar og komast á staði þar sem að þú sérð rosalega fallegan skóg, þú sérð lemúra sem eru náttúrulega mannabar, mjög fallegir sem að þú getur nálgast tölvöld mikið, það er engin stórir afræningar á rándýr á einu, þannig að þessi dýr eru ekki hrædd við neitt, vegna þess að þau eru ekki vön að þurfa að verja sig fyrir stórum dýrum sem eru að reyna að drepa þau. Þannig að þú getur í sumum tilfellum labba alveg upp að einhverjum lemur sem bara gerir eitthvað og hann kannski fyrir að horfa á þig og þú getur svona nánast sagt hæ og og þarna eru kameljón, svona þessar stóru sko eðlulegu kvikindi með augu sem að snúast í allar áttir og oft mjög litrík og eitthvað svona og þú sér þetta og þú getur labba alveg upp að þessi, það er engin hræðsla og þetta er raunni, þú getur farið sem ferðamaður og komist í þessa náttúru og séð þessa hluti frekar öðlega, en þetta er náttúrulega langt í burtu, þetta er dýrt og svo en ég held að það eru mjög fáir sem velja sér Madagaskar sem stað. Ég veit, sko, Íslendingar held ég oft þegar að hugsa sér til heitarlega landa að vilja bara komast í sól og þægindi. Og sem fæst skordýr. Já, einmitt, þannig að það er ekki að leita þessu. Og það er eiginlega samhengi sko á milli því fleiri skordýr, því meira áhugavert lífríki, sko. En þetta er kannski ekkert fyrir alla Íslendinga að skoða þetta. Sennilega ekki. En það er hægt. Það er rosa gaman að ræða þessi mál viðgengi og þetta er svo heillandi heimur. Svona kannski rétt bara í lokin, ef við höfum það sem loka spurningu, eru allar þessar rannsóknir sem þú hefur tekið þátt í og þessi verkefni sem þú ert að setja nemenduðinu fyrir, kennir þetta okkur eitthvað okkur sjálf? Já, sko, þetta er náttúrulega dálítið stór spurning að henda svona í lokin. Við erum náttúrulega bara partur af lífríkinu. Við erum eins og lemurar, bara mannabar. Þannig að þú lærir það sem þú lærir í líffræðinni og lífverur á mjög mikið við
þig sjálfan eða sjálfa vegna þess að þú deilir eiginleikum náttúrulega með öllum tegundum í dýraríkinu og en sko það er erfitt að svara þessari spurningu sko, ég hugsa svona ákveðin hátt að þá lærir maður af því að maður hefur margt sameiginlegt með dýrunum en fyrir mér þetta svona þú veist, það er erfitt að spá fyrir hver tilgangur lífsins og allt það, stóra spurningar ég svona finn einhverja svona ró og svona ánægju bara þú veist, svona sætt við lífið að sjá allan þennan þú veist, fjölbreytileika í lífríkinu og svona samspilið og og þetta gefur mér svona hugarró og ég veit ekki hvort þú veist, ég er að læra mikið sjálf með en ég finn rosalega mikla svona fullnægi í mínu lífi með því að vera út í náttúrun og stúdera lífverur og sjá hvernig svona náttúran spilar saman og sliðis og ég er nú svona svolítið skrítinni sem ég finnst sko fólk er náttúrulega við erum að eyðileggja rosalega mikið á þessari plánetu fara illa með hana og þú veist, ég veit að einhverjum tíma að þá eigum við eftir að hverfa af þessari jörð, hvort sem við útrunum sjálfum okkur eða ekki og þróunin tekur bara við eftir og þessi jörð á eftir að blómstra gjörsamlega aftur án okkar. Þú veist að við erum eftir að hverfa á þessari jörð? Já, það held ég sjálfur ljós. Hvort sem það eru við sjálf sem að stöðlum Já, við bara, það stefnir bara þangað og það kemur að því fyrir síðar, alla tegundir hverfa. Tegundir endast oft ekki nema einhverja milljónir ára sko. Og allt sem við erum að eyðileggja, þú veist, þróunin sér til þess að þetta kemur allt saman aftur, þannig að þegar við erum horfin, þá á þessi jörð eftir að blómstra aftur og mér finnst það að vera svona jákvæð tilhugsun, sko. Þetta er nefnilega rosalega áhugavert að skuli segja þetta því að stundum hefur fengið fólk að þessu rauðaborði sem að segja að það sé heimspekileg hugsun að heimurinn sé ekki til neins nema maðurinn sé þar. Fyrir okkur, mennina. Mér finnst þetta svo ótrúlega sjálfsælsk hugsun og þetta er svo miðlæg hugsun, sko. Við erum miðpunturinn í alheiminum. Svo mikil fásina. Já, þér finnst það fásina. Já, við erum pínulítill sólkerfi, einhver pínulítill jörð í alheimi sem er með triljónir af sólkerfum og stjörnukerfum og sennilega líf út allt. Og við ætlum að setja okkur á jörð í einhvern miðpunkt í alheiminum. Pældi stærðin á alheiminum. Við erum svona eitthvað svona lítið sandkorn einhvers staðar út í horni, sko. Ég mjög svona, mér finnst þessi hugsun vera svo setja okkur á svo háan stall, þú veist, að við séum eitthvað. Ég skil ekki það einsbyggi, sko. Og kannski er það þessi hroki því að ef við skilir rétt þá ertu að tala um að þetta endurspegli algjöran skort á auðmýkt, sko. Já, mér finnst það. Já, og kannski er það þessi hroki sem að sko leiðir til þess að við eyðileggjum eins hratt og eins mikið eins og raun ber vitni. Við leifum okkur það. Veist, það þarf allt fyrir okkur að gera. Já, af því við lítum á okkur. Já, sem einhver stall. Allt hitt er fyrir neðan okkur. Þetta náttúrulega kemur bara, ég veit ekki hvaðan það kemur en náttúrulega, þetta er svolítið í guðfræðinni að við erum náttúrulega, þú veist, það sem aðal viðfangsefni Guðs sem okkur bjóð til, sko. Það eru einmitt guðfræðingar sem tala sumir á þeim nótum sem við nefna. Já. Og það er náttúrulega, mér finnst þetta svo mikið hroki og ég tala við fólk sem er mjög trúa og þeim finnst ég mjög hrokafullur að segja að ég trúi ekki á Guð. En þannig að, þú veist, það svona fer eftir því ákveðt þetta horfi hver er fullar að hroka en þetta kom svona líka, sko, fólk sem telur sig skilja þróunarfræði, það heldur því fram að við séum svona einhverjur lokapunktur, svona hápunktur þróunar, sko, sem er náttúrulega líka algjört kjaftæði. Við erum bara á sama stað og allar aðrar tegundir sem eru til í heiminum í dag. Við höfum þróast frá einhverjum í billjónir ára, sko. Þannig að ég er miklu hrifnar af því þeirri hugsun að, þú veist, við erum bara og við gerum það sem við gerum fyrir okkur og svo förum við á braut og lífið heldur áfram og blómstrar eftir okkur sem á undan, sko. Og þú samferður að það sé til líf út allt?
Það bara eiginlega hlýtur að vera, sko. Já, eiginlega hlýtur að vera. Það óhugsandi annað, en því miður svo langt í burt að við komum sennilega aldrei að því almennilega. Það að því að við getum ekki allavega með nútum að tekni ferðast þessar fjarlæði sem að til þarf, sko. En við vitum að, þú veist, 100.000 pláneta sem að, þú veist, hafa aðstæður sem að myndu vera vanlega til lífs bara við það sem við þekkjum. Og þar getur líka verið köngulær? Nei. Ekki? Nei. Köngulær þróist á jörð. Já. Þróunin á sér bara stað einn hátt, einu sinni, sko. Það getur verið eitthvað sem við myndum kalla lífverur sem væri einhvern hátt svipaðar köngulær, en köngulær eru bara á jörð eins og menn, sko. Já. Og það einmitt svona, þegar maður að horfa á svona geimvísinda fantasíur, sko. Þú ert að koma einhvers staðar út á einhverju plánutu út í alheimi og þar sem líf. Og þú veist að þá bara sérðu bara froskar og bara plöntur, veist. Það er ekki hægt, sko. Nema þú hefur bara fært þar á milli, sko. Ef það þróast líf einhvers staðar annars staðar, þá er það náttúrulega bara sitt eigið einhver allt annað þráður, sko. Allt annað saga. Herru, þetta er heillandi umræða og gaman að yfirfærina einhverju leyti yfir á hugmyndir okkar mannana okkar eigin heim. Má ég kannski hafa aftur sambandið þegar þú ert komin aftur tilbaka frá Íslandi einhvern tímann í haust eftir Madagaskarferðina og þá segir okkur svona aðeins frá því hvernig gekk. Hvernig þetta fór og hvort að ég komst með alla krakkana heim. Já, því þetta er náttúrulega öryggistáttur líka, er það ekki? Jú, og þeir segja, sko, það má vera svona 10% afföll, sko. Þannig ég fer með 35, ég þarf að koma með svona cirka 33 tilbaka, sko, þá er það success. En svo verður náttúrulega að vara mig við, ætlar að vera svona rosalega heimspekilegur, þá þarf ég eiginlega, sko, að fá að hugsa eitthvað. Sko, maður veit aldrei hvernig maður verður. Það er galdur samræðunar, Ingi, að þú veist aldrei hvað gerist þegar einhverju tveir koma saman og byrja að spjalla. Það er alveg rétt. Og þá verður til eitthvað sem að félagsfræðingar margir segja sé stærra heldur en summan af okkur tveimur. Já, alveg örugglega. Ertu sammála því? Já, alveg örugglega. Já, það er náttúrulega. Þannig að mér bara finnst yfir höfuð rosalega erfitt að skipuleggja sumir sem ég byrði að koma í viðtöl. Þeir vilja bara fá spurningalistan allan. Hvað ætla að ræðu? Ég svara alltaf, ég veit ekkert hvað það er að fara að gerast. En nú er ég búin að þekkja þig, ég er örugglega 30 ára og við höfum aldrei talað köngulær. Nei. Og það er bara stutt sín ég vissi að þetta væri þitt líf og stöðu mannfólk, sko. Nei, einmitt, við höfum verið að ræða eitthvað annað. Sem okkur hefur fundið skipta meira máli. Veika 2. Ása, konga, drotning, gosa 10, alveg niður í 7. Já. Af því að þú veist ekkert hvað ég er að tala um, þá eru við semst báðir bridgespilarar og höfum kynst á þeim vettvangi. En já, það er bara hreinlega stutt síðan Ingi minn að ég vissi þitt rannsóknarlíf og ég er glaður að hafa komist að því að það er búið að vera gaman að spjalla við þig og ég vona að hlustendum áhorfendum hafi þótt það einnig. Ég heyri aftur í þér þegar þú kemur frá Madagaskar. Já, bara takk fyrir að spjallið og bara mjög gaman. Kæra þakkir, gangið þér vel. Takk. Og við höfum ekki alveg sagt okkar síðasta orð, ekki fara langt. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Og þannig endum við Rauða borðið í kvöld. Ég þakka ykkur fyrir að horfa á og hlusta og bara fylgjast með. Og þakka fyrir hönd okkar allra hér á Samstöðinni, fyrir samfélgina. Ég ætla að minna ykkur á að þið geti gerst áskrifendur af Samstöðinni og þannig hjálpa við að byggja upp dagskrá hér við Rauða borðið og í öðrum þáttum Samstöðarinnar. Það er gert með því að fara inn á samstöðin.is og velja það er hnappur sem ástendur áskrift og ætti að flytja ykkur áfram í að gerast áskrifendur fyrir litlar 2.850 krónur á mánuði eða meira fyrir þau ykkar sem getið. En ég ætla líka að minna á að það er hægt að finna okkur nánast allstaðar. Við erum á YouTube og Facebook og í öllum helstu hlaðarsveitum. Við erum á FM 89,1 í útvarpinu
og á spilaranum appinu sem hægt að fara á spilarum.is og já, við bara sjáumst síðar. Takk fyrir.